Kæru gestir, verið öll hjartalega velkomin bæði þeir sem sitja hér í sal og þeir sem að fylgjast með í streymi. Það mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á þessum mikilvægu vettvangi, en þetta í annað sinn sem við komum saman undir þessum formerkjum til að ræða eina af brýnustu áskorunum samtímans, ofbeldi og birtingarmyndir þess, afleiðingar og leiðir til úrbóta. Það ánægjulegt að sjá hér í salnum svona fjölmennan og breiðan hóp ólíkra starfsstétta sem til marks þann áhuga, ábyrgð og vilja til raunverulegra breytinga. Það mjög dýrmætt að geta miðlað þekkingu, reynslu og sýn þvert á stofnanir og fagstéttir, því ofbeldi ekki einangrað vandamál sem tilheyrir einni stofnun, einni starfsgrein eða einu kerfi. Umræða í fjölmiðlum á undanförnum misserum hefur varpað ljósi á einstök mál sem hafa hreyft djúpt við samfélaginu. Slík umfjöllun gegnir mikilvægu hlutverki, hún rýfur þögn, hún kallar fram ábyrgð og minnir okkur ekki síst á að öryggi ekki sjálfgefið. Það krefst markvissra vinnu stjórnvalda til að tryggja öryggi almennings. Reglulegi fundir af þessum toga eru mikilvægir til að fylgjast með framvindu mála, meta árangur aðgerða og greina nýjar áskoranir. Eftir því sem samfélagið þróast og aðstæður breytast, tekur ofbeldi einnig á sig nýjar og flóknari myndir. Því þurfum við að viðhalda árverkni, endurmeta verklag og tryggja að úrræði haldist í takt við tækniþróun og samfélagsbreytingar. Við verðum einnig að hlusta á raddir þeirra sem hafa orðið fyrir ofbeldi og viðurkenna veikleika í kerfum okkar og vera tilbúin að bæta úr. Það afar mikilvægt að við áttum okkur á umfangi og eðli vandans og náum að greina heildarmyndina með gagnrýnum og faglegum hætti. Að baki ofbeldi geta legið margvíslegir og samverkandi þættir sem tengjast einstaklingum, aðstæðum og samfélagsgerð. Og til að móta árangursríkar forvarnir, viðbrögð og viðeigandi úrræði þurfum við að byggja á traustri þekkingu og vandaðri greiningu á þeim þáttum sem geta haft áhrif á ofbeldishegðun. En aðeins þannig getum við markvisst unnið að raunverulegum úrbótum sem einmitt eitt markmiðið með fundinum í dag. Ein forsenda þess að hægt sé að byggja hér upp öruggara samfélag að beina sjónum okkar ekki eingöngu að vandanum sjálfum, heldur einnig að lausnum. Meðal viðfangsefna hér í dag að fjalla leiðir út úr ofbeldi og hvernig megi styðja einstaklinga til að rjúfa ofbeldismynstur og hefja nýtt líf án ofbeldis. Slík leið sjaldnast einföld. Hún krefst heildstæðrar og samhæfðrar nálgunar þar sem ólík kerfi og fagstéttir vinna saman. Í því samhengi bind ég miklar vonir við Exit-verkefnið sem þið þekkið mörg hver sem ráðuneyti mitt studdi við að koma á laggirnar. Ég tel að það verkefni sé lykilþáttur í því að styðja við einstaklinga sem hafa lokið afplánun og vilja hverfa frá ofbeldisfullum lífsstíl og samhliða skapa hér friðsælla og öruggara samfélag. Á undanförnum árum hafa aðgerðir gegn ofbeldi þróast frá því að vera að stórum hluta afmörkuð verkefni yfir í heildstæðari og markvissari nálgun með áherslu á samhæfingu milli kerfa. Stjórnvöld hafa unnið að heildstæðum áætlunum gegn ofbeldi, aukið fræðslu og forvarnir, unnið að bættri réttarstöðu þolanda og styrkt þjónustu fyrir þolendur og gerendur ofbeldis allt land. Við höfum tekið mikilvæg skref en verkefnið langtímaverkefni sem kallar á áframhaldandi samstöðu og samvinnu okkar allra. Þverfaglegt samstarf. Það ekki aðeins slagorð, heldur lykilverkfæri í því að ná raunverulegum og varanlegum árangri. Framundan metnaðarfull dagskrá sem endurspeglar vel stöðu þessa málaflokks í dag, en dagskráin spannar breitt svið og undirstrika mikilvægi heildstæðrar umræðum. Mig langar sérstaklega að minnast á vinnustofurnar sem að verða hér á eftir. Þær taka bæði mið af áskorunum sem við stöndum frammi fyrir og jafnframt þeirri umræðu sem hefur átt sér stað í samfélaginu að undanförnu og meðal annars ofbeldi gegn öldruðum og stöðu karla og drengja sem verða fyrir ofbeldi. Að lokum vil ég þakka starfsmönnum ríkislögreglustjóra sem hafa haft veg og vanda af dagskráni hér í dag. Kærlega fyrir skipulagningu þessa fundar og ég veit að undirbúningur hefur staðið lengi yfir og hér hefur sannarlega verið vandað til verka. Áður en ég kveð ykkur vil ég kalla upp Guðmund Ásgeirsson, aðstoðar yfirlögregluþjón við mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar, en hann ætlar að taka að sér fundarstjórn hér í dag. Ég þekki Guðmund vel, ég ætla að bjóða áður en ég býð honum svona formlega velkomin á svið, býtu Gummi.
að þar fer afskaplega heill og góður drengur og þú getur kannski sagt með nokkra sögur á okkur félagunum úr hjólaferðum með Rinkeby og eftir. En takk fyrir mig, eigið bara frábæran dag. Gjörðu svo vel Guðmundur Ásgeirsson og takk fyrir mig. Nú þarf ég að hækka míkrofóninn aftur, Ragnar. Takk fyrir þetta, Raggi. Já, við erum búin að þekkjast lengi og gott að fá þig í þennan málaflokk með okkur. Þessa baráttu sem við erum búin að heyja í fjölda ára og mun halda áfram. Baráttuna gegn ofbeldi. Ég var búin að semja svaka ræðu. Ég vissi ekki hvað það að tala lengi, sko. Þannig að tími minn farinn. Ég ætla nú samt að leyfa mér aðeins að slá að létta strengi áður en við byrjum prógrammið. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég hamingjusamlega giftur og búinn að vera það lengi og kona mín í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og við höfum svona fylgst í gegnum lífið í lögreglustarfinu og hennar svona megin fókus síðustu árin hefur verið ofbeldi, heimilisofbeldi, ofbeldi barna og það sem snýr að því. Og við vorum stödd erlendis á ráðstefnu fyrir nokkrum árum síðan og vorum erindi þar og yfirmaður minn, hann kynnir okkur fyrir ráðstefnugestum á þessa leið. Þóra, ég ekki að fara að segja neina slæma sögu, sko. Hún hérna í salnum. Hún kynnir sem sagt okkur fyrir ráðstefnugestum á þessa leið. This is Þóra, and she's an expert in domestic violence, and this is her husband. Þannig að hún var handtekinn og ég átti bara frí. En tíminn líður og ég ætla að fara yfir nokkuð praktísk atriði áður en við byrjum. Kannski grunnþörfin okkar, næring. Allir búin að fá sér morgunbita hérna. Þið sem eruð í streymi, mistuð af því. Það verður boðið upp á kaffi í kaffihléum og hvað kemur á eftir næringu? Það klósettið. Klósett hér fram í forsal og klósett fram í anddyri. Í hádegishléinu þá verður hægt að kaupa mat á Hótel Barnum, samlokur og eitthvað og síðan á Vox veitingahúsinu og svo eru veitingastaðir hérna í nágrenninu. Það táknmálstúlkun hérna í gangi, texti rúllar á streyminu. Fatahengi hérna frammi ef ykkur vantar hérna pláss fyrir yfirhafnir og síðast en ekki síst svo við höldum prógrammið og við séum komin aðeins og seint að biðja þá sem eru með erindi að halda sér í tímaramman. Það eru tímaverðir hér á borðið fyrir framan mig þannig að þið fáið gullspjald og svo rauðspjald þá bara búið. Ég vil síðan bara enda á þeim orðum áður en við byrjum prógrammið endanlega að við erum öll hér inni sem tengist ofbeldi og einhvern hátt. Það eru þolendur, það eru gerendur, það eru aðstandendur, það er lögreglan, það er heilbrigðisstarfsfólk, það er öll flóran. Og þetta er viðkvæmt fundarefni sem við erum að fara að fjalla í dag og ég bið ykkur bara að virða skoðanir hvors annars og sýna kurteisi í garð allar sem hér í dag. En við skulum nýta daginn vel, tölum saman, hlustum, við erum heiðarleg, við erum það sem við byrjum að fara og þá held ég að þessi dagur skili góðum árangri. Að því sögðu þá ætla ég að bjóða Rannveigu Þórisdóttur hingað í púlt, sviðsstjóra þjónustusviðs ríkislögstjóra, en hún ætlar að fara yfir líkamsmeiðingar, kynferðisofbeldi og manndráp, hvernig eru ofbeldisbrot á Íslandi. Gjörðu svo vel, Rannveig. Lækka allt aftur. Takk. Góðan daginn. Og takk kærlega Gummi fyrir þetta og bara takk fyrir að bjóða mér og leyfa mér að taka þátt í þessu mikilvæga samtali sem við ætlum að eiga hérna í dag. Ofbeldi náttúrulega eins og við höfum rætt hérna viðamikið samfélagsmein sem hefur fylgt okkur, held ég bara alla tíð. En þó að það hafi fylgt okkur þá ekki þar með sagt að við viljum sætta okkur við það og sætta okkur við að þetta sé bara til staðar. Við getum gert ýmislegt til að vinna gegn því
og í þeirri viðleitni var boðað til þessa landssamráðsfundar og náttúrulega bara sérstaklega ánægjulegt að sjá alla þá frábæru sérfræðinga sem hérna eru samankomnir til að læra, til að tala saman, til að skoða hvernig við getum notað þá þekkingu sem hefur skapast víða til að finna lausnir. Mitt hlutverk í dag er kannski svona einhverju leyti að setja tóninn. Ég veit ekki hvort að það megi segja þetta, en ég held ekki samt að einhverju leyti líka geti þetta orðið dauði með slæðum, alveg svo stundum er sagt. Ég verð með mikla tannasúpu, með mikið af upplýsingum. Ég ætla að reyna að koma á framfæri svona þannig að það sitji eitthvað eftir. En það verður líka hægt þá vonandi að dreifa þessum upplýsingum eftir á og þannig getur svona rýnt aðeins betur í þessu gögn. En svona megin markmiðið er ekki kannski að greina orsakir ofbeldis eða neitt slíkt, heldur að reyna að ná svona kannski 60.000 feta mynd af því hvað gögn lögreglu geta sagt okkur stöðu ofbeldis í dag. En ofbeldi er ekki bara eitthvað eitt fyrirbæri. Ofbeldi er viðamikið fyrirbæri og hefur óhemju margar birtingarmyndir. Ég ætla ekki að fara að útskýra það fyrir ykkur af því að þið vitið örugglega flest meira skilgreiningar heldur en ég. En mér fannst svona kannski samt mikilvægt að ramma mig aðeins inn og mína nálgun fyrir ykkur. Ég svona bara leitaði þess og náðir einn eða tveir vefjarins af því að þeir bara hafa gert þetta óbærslega vel og sett fram flottar skilgreiningar á ofbeldi. En oftast erum við að tala ofbeldi sem svona eitthvað fyrirbæri þar sem einhver gerir eitthvað viljandi til að meiða eða láta öðrum líða illa. Síðan eru náttúrulega mjög margar birtingarmyndir, það er líkamlegt, það er andlegt, það er heimilisofbeldi, það er kynferðisofbeldi, það er stafrænt ofbeldi, mansal, eltirhellir og ég geti haldið lengi áfram. Það sem ég ætla svona kannski að fá að horfa í sérstaklega eru þá eins og ég sagði gögn lögreglu. Við nálgumst upplýsingarnar út frá svona kannski tveimur sjónarhornum. Við erum með annars vegar þolendakönnun lögreglu sem er þá í rauninni leið okkar til að spurja fólk út í samfélaginu hvort og þá hvernig það upplifir ofbeldi. Þar eru við kannski ekki bundin lagalegum skilgreiningum, heldur við erum að horfa á upplifun fólksins sjálfs. Síðan erum við líka með bara gögn lögreglu, málaskrá lögreglu, þar sem við erum þá með upplýsingar þau afbrot sem að koma fram, sem eru tilkynnt. Og ég ætla að skoða þessar tvær birtingarmyndir. En til að byrja aðeins á þolendakönnuninni, þá í þolendakönnun við spurjum út í nokkrar tegundir ofbeldis og við spurjum reyndar út í fleiri tegundir heldur en þessar sem ég er með uppi hérna, en ég ákvað að velja þessar 4 tegundir af því að við höfum verið að spurja reglulega og lengi þessar tegundir ofbeldis, þannig að ég fæ þá svona út úr gögnunum kannski aðeins skýrari mynd heldur en ef við erum að bæta alltaf við spurningum og eitthvað álíka. En það sem við erum þá, svona okkar skilgreining þá að spurja út í líkamlegt ofbeldi og þá spurjum við út í ofbeldi á síðasta ári. Stundum og mjög oft í rannsóknum við verið að spurja reynslu yfir ævina, þannig að oft við heyrum þessar rosalega háu tölur hlutfall fólk sem hefur orðið fyrir okkur ofbeldi, þá verið að spurja ævireynslu sem alveg líka mjög góð aðferð, en við höfum ákveðið að vera svolítið að horfa í bara reynslu síðasta árs sem sýnir þá líka bara hvað að gerast svona reglubundið. Og þá spurjum við út í líkamslegt ofbeldi, við spurjum út í kynferðisofbeldi, við spurjum út í ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka og við spurjum líka út í stafrænt ofbeldi. Og í stafræna ofbeldinu og heimilisofbeldinu þá erum við líka að taka með hótanir. Þannig að þá sjáum við kannski hvaðan þessi gögn eru að koma. Þolendakönnun eru upplýsingar sem að lögregla safnar árlega og við erum í rauninni búin að safna með reglubundnum hætti frá því 2007, en ég ætla að nota gögn frá 2017 og eða 2019 til 2025. En þá ég með nokkuð stórt gagnasafn, ég með yfir 20.000 svör sem að gefur þá líka svona dýpri mynd og oft erum við bara með kannski 1.500 til 2.000 svör árlega, en með að skoða þetta svona heildrænt að fá kannski svona meiri möguleika á greiningu. Þetta könnun sem framkvæmd árlega og nær til 50 til 60%, eða við erum með 50 til 60% svarhlutfall og þetta eru 18 ára eldri svarendur.
Það eru annmarkar á þessari könnun, þó hún gefi mjög góða mynd, þá hún eingöngu send út á íslensku, þannig að það svona aðeins takmarkar aðgengi ákveðinna hópa að þessari könnun og þetta svona netpanel, þannig að jaðarhópar, einstaklingar í jaðarhópum eru útilokaðir úr þessari könnun eða eiga síður eða taka síður þátt. En þetta í rauninni bara það sem kannski á við flestar rannsóknir, að við eigum oft mjög erfitt með þessari aðferðafræði að ná til allra hópa. En þessi gögn segja samt svolítið góða sögu og svona ítarlega sögu kannski þennan hóp sem er svona daglegt líf meirihluta Íslendinga. Og þá kannski bara svona fyrsta spurningin, hvað geta þessi gögn sagt okkur, hvað segja þau okkur þessar birtingarmyndir? Þegar við skoðum þetta svona heilt yfir og bara tökum öll ofbeldisbrot saman, þá sjáum við að 7% Íslendinga upplifa ofbeldi árlega, einhverja tegund, sem þýðir að þetta 20 til 30.000 manns kannski á hverju ári. Og þarna erum við það bara að tala þessar tegundir ofbeldi sem við spyrjum svo eru til aðra tegundir líka sem að vafalaust fleiri upplifa. Þannig að þetta stór hópur sem þarna undir. Við sjáum að ég setti svona til gamans bara aðeins þróunina undanfarin ár og það hafa ekki orðið marktækar breytingar. Við sjáum, þó við förum að síða eftir, við sjáum aukningu í tilkynntum ofbeldisbrotum, þá sjáum við almennt ekki þessum gögnum að það hafi orðið aukning. Þetta ekki, þó þetta séu svona smá sveiflur, þá þetta ekki marktæk breyting nema þarna á COVID-tímanum, sem mjög áhugavert. Að á einu ári þá sjáum við í nánast öllum málaflokkum að þá dregur úr ofbeldi. Það eykst, stafræna ofbeldi jókst, heimilisofbeldi hélst svona stöðugt og jókst kannski aðeins, en kynferðisofbeldi og líkamlegt ofbeldi það dró úr því á þessum tíma. Sem áhugavert að því sem sýnir þá að ofbeldi ekki fasti. Það eru ytri þættir sem geta haft alveg gríðarleg áhrif á tíðnina. Ég ætla ekki að dvelja mikið við þetta, en það sem við sjáum, ég sé líður tíminn hratt, að svona þegar við skoðum einstaka eða gröfum okkur niður á birtingarmyndirnar, að þá þetta svona milli 2–3% þáttakanda sem að verða fyrir þá mismunandi tegundum ofbeldis á hverju ári. Sem að segir okkur þá líka það að einhver hluta hópsins að verða fyrir fleiri en einni tegund ofbeldi. Og þarna ætla ég að minna á líka, ég ekki að spyrja hversu oft þú varst fyrir. Heldur við erum bara að spyrja, varstu fyrir? Svo höfum við stundum verið að spyrja út í tíðnina og hún mjög breytileg í þessum könnunum. En það svona flestir verða fyrir einni tegund af ofbeldi, en það alveg 1% sem að verða fyrir fleiri en einni tegund og næstu 2%. Og þetta svipað hjá körlum og konum. En konur eru aðeins líklegri til að segja að þær hafa orðið fyrir fleiri en einni tegund af ofbeldi. Og líklega það vegna þess að oft svona, það kannski fjallað annars vegar heimilisofbeldi og hins vegar kynferðis eða líkamlegt ofbeldi og þá getur verið jafnvel að það sé verið að tala sama atvikið. Að því sjá að þið leggið þessar tölur saman þá það aðeins hærra heldur en 7%. En það sem kannski áhugavert að skoða hverjir að verða fyrir þessu ofbeldi sem við erum að tala í þessum gögnum. Það mjög algengt að við skoðum og fjöllum kyn og oft talað að konur verði fyrir ofbeldi og kallar beita því. En samkvæmt þessu gögnum að þá alveg ljóst að bæði kallar og konur verða fyrir ofbeldi. Það marktækur munur á milli hópa, eða sem sagt konur marktæk líklegri til að verða fyrir ofbeldi, en það 6% kalla og tæplega 8% kvenna verða árlega fyrir einhverju tegund af þessum ofbeldisbrotum sem við erum að tala Þegar við skoðum þá hvaða tegundir það við skoðum birtingarmyndirnar, þá áhugavert að sjá að það marktækur munur, konur marktæk líklegri til að verða fyrir kynferðisofbeldi og fyrir heimilisofbeldi, en það ekki munur á líkum á því að konur verða fyrir líkamlegu ofbeldi eða fyrir stafrænu ofbeldi. Kallar og konur eru jafn líklegir til að verða fyrir stafrænu ofbeldi eða hótunum slíkt og líkamlegu ofbeldi. Þegar við skoðum þessa reynslu eftir aldri, við sjáum að það eftir kyni ekkert mikill munur, en þá mjög áhugavert að skoða eftir aldri af því þar sjáum við allt aðra mynd.
Og mér finnst þetta mjög áhugavert og maður skoða svona ef þið hafa áhuga á aðferðafræði þá getum við sagt að aldur útskýrir í rauninni 20% af dreifingu ofbeldisbrota. Sem þýðir það að að í rauninni þá bara ef við vitum aldur þá eigum við auðveldara með að spá fyrir líkur á að verða fyrir broti og þið sjáu þarna að ofbeldisbrot eru rosalega tengd úr yngstu kynslóðinni. Ég ætla að minna þarna að við erum bara með frá 18 ára. Ég er ekki viss það hvernig myndi líta út ef við værum með yngri hópa. Ég gæti trúa að það væri aðeins lægra hlutfall í yngri hópum, yngri en 18 ára. En þannig að líklegast með þetta þá eru bara 18-25 ára eru langlíklegastir til að verða fyrir einhvers konar ofbeldisbroti á hverju ári. Og þetta eru gríðarlega háar tölur, þetta eru 18% einstaklinga á þessum aldri. Ég var einhvers staðar í gögnunum mínum búin að umreikna hvað þetta var sirka mikið með við aldurshópinn. Ég bara finn það ekki hérna. Þetta er örugglega svona, það eru örugglega 4.000 einstaklingar í þessum aldurshópum sem eru að verða fyrir meira 5.000 einstaklingar á þessum aldri sem verða árlega fyrir ofbeldi. Og ef maður skoðar síðan eftir kyni þá eru þetta 14% karla á þessum aldri og yfir 22% kvenna á þessum aldri sem að verða fyrir ofbeldi einu sinni eða oftar eða einn eða fleiri tegunda ofbeldi á ári. Þannig að þetta eru mjög háar tölur og þarna sjáum við að það bara mjög sterkur marktakamunur á milli þessa yngsta aldurshópar og hinna aldurshópana. Og ef við skoðum þetta aðeins nánar, ég var aðeins að reyna að vera ekki alltaf bara endalaust með ykkur súlur og glærur og smá texta, ég vona að létta ykkur og gleði ykkur smá. En þegar við skoðum þetta eftir aldri og brotategundum að þá sjáum við ennþá hærri tölur og sérstaklega til dæmis eins og var þetta kynferðisofbeldi að 16% ungra kvenna eða kvenna á aldrinum 18-25 ára upplifa kynferðisofbeldi árlega. Mjög há tala. Mjög hátíðinni. Og karlmenn, það hæsta gildi á þeim eru ofbeldisbrotunum 7% karla verða fyrir ofbeldisbroti árlega á aldrinum 18-25 ára. Og það sem kannski bara sérstaklega áhugavert þarna, eins og við sáum með COVID að þá líka dregur úr tíðni eða reynslu af ofbeldi með aldri og þetta mjög þekkt innan fræðanna, þetta ekki einhver ný sannindi sem ég að segja ykkur hérna. Þetta oft svona tengt við lífsstílskenningar og þá bæði, auðvitað það ekki aldurinn sem lætur þetta gerast heldur, það lífsstíllinn, það í hvaða aðstæðum fólk kannski á þessum aldri, það meira verið að skemmta sér, það meira kannski áfengi og kannski aðstæður þar sem eru ekki þessir svona bufferar eða þessi verndandi þættir líka til staðar. En sem segir okkur aftur líka að það hægt að gera ýmislegt til að vinna gegn ofbeldi, af því að það svona breytilegt. Ef það væri fasti þá myndi myndin aldrei breytast. En ef við skoðum aðeins nánar þá spyrjum við í þolendakönnun líka út í tekjur og bara áhugavert að skoða og við sjáum að það marktakamunur eftir tekjum og auðvitað getur þarna verið bara ennþá reynt eru ennþá áhrif af bara aldri. Yngra fólk með lægri tekjur heldur en þeir sem eldri eru. Það eru tengsl með menntun sem aftur líklegast tengist aldrinum að einhverju leyti. Þeir sem eru með minni menntun eru líklegri til að hafa orðið þolendur ofbeldis heldur en þeir sem eldri eru. En ef við skoðum eftir búsetu, þetta náttúrulega frekar svona róbust skilgreining, það bara höfuðborg landsbyggð, það bara A eða B. En þar eru ekki marktakamunur. Þannig að ofbeldi alls staðar. Þetta ekki bara bundið við miðborg Reykjavíkur, þó að flestir séu hræddastir þar, þá ofbeldi, það fyrirfinnst alls staðar. Við höfum líka frá 2023 spurt út í aðra þætti og þannig ég get bara sýnt fyrir styttra tímabil hér. Við höfum spurt út í til dæmis uppruna, þá spurjum við uppruna foreldra og uppruna svaranda og þar kemur í ljós að það marktakamunur eftir uppruna. Þetta ekki sterkur, þetta við 0,05 en það samt að þetta marktakamunur að einstaklingar sem af erlendum uppruna líklegri til að hafa upplifað ofbeldi heldur en þeir sem eru með íslenskan uppruna. Og þarna erum við ekki að tala ríkisfang heldur bakgrunn, fæðingarstað foreldra og eigin fæðingarstað. Og við spyrjum líka út í hinseginleika og þar líka marktakamunur. Þeir sem upplifa sig eða skilgreina sig hinsegin líklegri til að verða fyrir ofbeldi heldur en þeir sem ekki skilgreina sig hinsegin.
Þannig að það líka sýnir að það ofbeldi breytilegt á milli hópa og upplifunin breytileg. En til að fara kannski svona taka þá aðra nálgun á þessu gögn þá hef ég líka skoðað tilkynnt brot í gögnum lögreglu. Og þá erum við komin í rauninni á allt annan stað og við erum að nálgast gögnin með allt öðrum hætti. Þá erum við að skoða í rauninni það sem lagalega skilgreint sem ofbeldi. Og það ekkert endilega alltaf sama hvernig fólk upplifir það og hvernig lögin skilgreina. Það sem ég þá að reyna að taka saman ekki að því við erum svolítið gjörn á að vera alltaf að tala einstaka brotaflokka eða einstaka lagakafla. Ég að prófa að taka saman líka bara að horfa á þessa 2 kafla, bara kynferðisbrotakaflann og ofbeldisbrotakaflann, sem 12. og 13. kafla, eða 12. og 13. kafla hegningarlaganna og skoða þá saman til að fá aðeins svona stærri og svona, meiri svona, herra upp. Og þetta eru þá gögn sem berast lögreglu, þetta eru upplýsingar sem við vitum og við vitum úr þolendakönnunum að lögregla veit kannski bara 20 til, svona cirka 20% kynferðisbrota og kannski 60% ofbeldisbrota. Hitt ekki tilkynnt til okkar. Þetta svona það sem við sjáum, þetta mjög breytilegt á milli ára, en þetta svona heildar, það sem við vitum svona heilt yfir. En auðvitað, báðar myndirnar segja okkur samt mjög mikið. Og svona bara áður en við höldum áfram, þegar við erum að vinna með gögnin, þá erum við að vinna með svona ákveðna mæli einingar. Þegar við tölum brot, þá þetta atvik sem á sér stað á ákveðnum tíma og ákveðnum aðila og fleiri en einn fremja sama brotið, þá telst samt bara brotið einu sinni. Mál heldur síðan utan mörg atvik og þið fá að vita eftir smástund af hverju ég útskýra þetta fyrir ykkur, svona smá spenna hérna. Og það sem síðan, þá erum við að fjalla þau atvik sem eru skráð undir þessa brotaflokka í málaskrá lögreglu. Það ofbeldi finnst kannski og það gerist, en svo getur verið þessi flokka með öðrum hætti. Það getur verið flokka bara sem útkall út af einhverju öðru og það fer svolítið eftir bara líka hvaða kennsl lögreglan ber á atvikinu á hverjum tíma. Og þegar við tölum gruna, þá það einstaklingar sem eru grunaðir brotin, en það ekki þar með sagt að þeir verði ákærðir eða hafi verið ákærðir fyrir brotin. Og þegar við tölum einstaklingana, þá hver einstaklingur bara talin einu sinni á ári. Þannig að það hefur líka eins áhrif á myndina, að því ef maður myndi telja eftir hverju einasta skipti, þá fyrir yngra fólki að hafa miklu meira áhrif á myndina. En svona til að útskýra þess, þá þegar við horfum á gögn lögreglu, þá sjáum við eins og ég sagði áðan, þá sjáum við verulega fjölgun tilkynninga. Og ég hef alltaf viljað tala þetta sem gríðarlegan árangur lögreglu. Lögregla hefur lagt gríðarlega áherslu á það, á málaflokkinn, og þá sérstaklega ofbeldi í nánum samböndum, heimilisofbeldi og svo yfirleitt talað Og ég held að, og við sjáum merkjum það í gögnum lögreglu, í þolendakönnun, að það að aukast tíðni tilkynninga, þannig að það fleira tilkynna og það árangur, af því við viljum fá málin upp á borðið til að geta byrjað að vinna með þau. En það sem áhugavert líka, að því að appelsínugula, þið sjáum þess að neðri dökkbláa línan kynferðisofbeldið og efri aðeins ljósbláari, sem náttúrulega þetta svona byrjandamistök sem ég að gera þarna með allt og líka liti, að það ofbeldisbrotin, að þið sjáum að kynferðisbrotunum svona kannski ekki að fjölga eins mikið, en aðeins ofbeldisbrotunum fjölga mikið meira, en þið sjáum að appelsínugula línan, sem þá fjöldi mála, hún hækkar ekki af mikið og færist nær bláu línunni. Og það kannski því að við erum að sjá oftar fleiri ofbeldistegundir í sama málinu. Og það kannski svona hluti af þessu með heimilisofbeldi, að einu sinni þá var kannski bara annarkvort kynferðisbrot eða ofbeldi, en núna erum við að skrá allt sem að eiga sér stað. Það bara verið að fara eftir í rauninni öllum brotunum sem eiga sér stað, ekki bara einhver einu. Þannig að það svona kannski skýringin á þessu. En þó að við séum að segja að kannski raunaukningin ekkert svona mikil í svona heildarfjölda ofbeldisbrota, þá það sannarlega þannig að við erum að sjá aukningu í alvarlegri brotum. Þannig að þó að svona heildin sé kannski ekki að breytast, að þá sjáum við það, og við sjáum til dæmis sérstaklega ef við horfum á það sem fellur undir 218. greinina, ég er búin að fella saman bæði fyrstu og öðru málsgrein, að við sjáum verulega mikla aukningu. Og
við sjáum líka þó þetta séu mjög lágar tölur sem betur fer þá eru manndráp mjög sjaldgæf á Íslandi og tilraunir manndráps mjög sjaldgæf, að þá erum við að sjá mikla breytingar núna síðastliðin 5 ár. Og ef við spáum bara að skoða þannig manndrápstölurnar þá er þetta tvöföldun á milli tímabila. Aftur bara þetta eru mjög lágar tölur og hluti geta breyst hratt, en þetta eru ekki góðar vísbendingar. Þannig að það er alveg sannarlega verk að vinna. En ef við skoðum aðeins nánar hverju þá líka fjölda grunara, þá sjáum við að þetta eru 2000 manns, 2100 einstaklingar sem eru grunaðir ofbeldisbrot á hverju ári. Náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá eru það færri í kynferðisbrotum heldur en í ofbeldisbrotum, en svona samtals er þetta 2000, rúmlega 2000 manns. En ef við spáum og skoðum aðeins þá hverjir eru þetta á bakvið þessi tölur, að eins og tölum áðan að þá eru brotaþolar bæði karlar og konur, en við sjáum í gögnum í lögreglu að þar eru gerendur eða grunaðir í ofbeldisbrotum eru í miklu meirihluta karlar. Þetta eru 80% grunara eru karlmenn, 20% grunara eru konur. Þannig að þarna snýst myndin aðeins við. En aftur minni á, þetta eru bara brotin og upplýsingar sem við erum með. Þetta er ekki reynsla, við erum ekki að spyrja út í hegðun almennings. Þegar við skoðum eftir brotaflokkum þá sjáum við að myndin breytist aðeins, að þarna sjáum við að konur eru líklegri til að vera grunaðar ofbeldisbrot heldur en kynferðisbrot, en í báðum flokkum eru karlmenn ennþá í miklu meirihluta og fara yfir 90% grunara í kynferðisbrotum. Ef við skoðum þetta eftir aldri, þá sjáum við líka aðra mynd heldur en við sáum í brotaþolakönnuninni. Af því að núna sjáum við ég er bara með 22. Ég skal bara hraða mér. Já, alveg búin. Já, þá sjáum við að gerendur, grunaðir gerendur eru eldri heldur en þolendur. Og þetta er ekki ný vísindi heldur, þetta er eitthvað sem er mjög vel þekkt bara almennt úr rannsóknum, að gerendur í ofbeldisbrotum eru eldri heldur en þeir sem verða fyrir ofbeldisbrotum þeirra. Og við sjáum það sem er kannski áhugavert að aldursdreifingin á gerendum, konum og körlum er mjög svipuð. Þannig að þarna það er ekki munur þarna á milli. Og síðan bara á lokum bara til að því ég var með það í þolendakönnuninni, þá ef við skoðum ríkisfang, að þá eru langflestir þeirra sem eru grunaðir ofbeldisbrot á Íslandi með íslenskt ríkisfang eða og yfir 70%. Svo kannski bara lokum bara rétt til að fá að draga þetta saman, að þá er það bara þannig að með við þetta þá er gríðarlega stór hópur einstaklingar sem verða fyrir ofbeldi á hverju ári. Ég er ekki að segja ykkur ný tíðindi, en kannski að ramma aðeins inn þessar upplýsingar betur heldur en við höfum haft oft áður. Flestir verða bara fyrir einni tegund brots en geta orðið fyrir ítrekuðu ofbeldi, og það eru þó að karlar og konur verða bæði fyrir ofbeldi, þá eru marktrækt fleiri konur sem verða fyrir ofbeldi en karlar. Og það eru mjög sterk tengsl á milli ofbeldis og aldurs, og í rauninni langflestir þeirra sem verða fyrir ofbeldi eru á aldrinum 18–25 ára. En tengsl við aðra bakgrunnsþætti eru veik, en það eru kannski aðrir þættir sem útskýra ofbeldi miklu frekar heldur en þessir þættir sem við höfum í þessari könnun. Og yfir 2000 einstaklingar eru grunaðir ofbeldi árlega, og mikill meirihluti þeirra eru karlmenn og flestir eru á aldrinum 26–35 ára. Ég vona að þessi gögn geti aðeins hjálpað ykkur í umræðunni í dag. Alveg ég sagði þann, þetta er mikil súpa af gögnum. Við gætum reynda miðla eitthvað til ykkar ef þið hafið áhuga að viljið nýta ykkur eitthvað í samtölum í dag. Og svo er ég á staðnum ef þið viljið spyrja. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Rannveig. Tölurnar tala sínu máli. Það er svolítið skrítið að segja frá því að ég er búinn að vera í lögreglunni 38 ár, fann að telja niður. Og þegar ég byrjaði sem ungur maður í lögreglunni þá það er alltaf mín tilfinning að ofbeldismálin hafa orðið grófari. Þau eru orðin erfiðari. Og þetta er þróunin sem við erum búin að horfa upp á síðustu ár, en auðvitað
þá, seint á síðustu öld, þá var ekki sama skráning, fólk tilkynnti ekki þessi brot, þannig að við áttum okkur ekki alveg á fjölda, en málin eru orðin alvarlegri. Áföll og ofbeldi og mögulegar afleiðingar þess, Sólveig Fríða Kennisteð, sérfræðingur í klínískri sálfræði og geðsviði Landspítalans, með næsta erindi, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Sólveig Fríða og starfa sem sálfræðingur á réttar- og öryggisgeðdeild Landspítala og hef einnig starfað í mörg ár hjá Fangelsismálastofnun. Og mínu erindi ég svolítið að skoða þessa spurningu, af hverju beitir fólk ofbeldi, en svörin við því geta verið margvísleg. Mér langar aðeins að rýna í hvernig áföll geta haft áhrif á slíka hegðun. Í þessu erindi ég ekki að réttlæta ofbeldi á neinn hátt eða að sjúkdómsvæða ofbeldi. Hins vegar bara held ég að sé mikilvægt að við getum skoðað hvernig áföll geta haft áhrif á slíka hegðun. Það voru skilgreiningar áðan, þannig ég ætla ekkert endilega bara varpa að Alþjóðaheilbrigðisstofnun skilgreini ofbeldi sem ákveðið form af ásetningsbundinni hegðun í formi valdbeitingar gagnvart sjálfum sér eða öðrum. Og bara eins og kom fram að birtingarmyndir geta verið alls konar. En þó það sé algengt að segja ofbeldi sé þannig að það sé alltaf ásetningur til staðar, má alveg draga í efa hvort það sé alltaf skýr, hvort það sé ásetningur sé alltaf skýr. DSM-5 sem bandarískt greiningarkerfi skilgreinir áfall sem atburð sem einstaklingur verður fyrir, verður vitni að eða fær vitneskju sem ógnar lífi eða veldur dauðsfalli eða alvarlegum áverka. ICD-11 sem greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunar áfall skilgreint sem streituvaldandi atburður eða röð atburða sem sérstaklega ógnvekjandi eða hörmulegir. Og áfall getur bara kallað fjölbreytt tilfinningaviðbrögð og leitt til margs konar afleiðingar. En það kannski óhætt að segja að flestir upplifa áfall einhvern tímann á lífsleiðinni og takast á við erfiðleika bara hluti af því að byggja upp ákveðna seiglu við erfiðum verkefnum sem lífið hefur upp á að bjóða. Þannig að við erum með innbyggt viðbragðskerfi sem virkjast þegar við upplifum ógn. Þannig að við skynjum ógn sem sendir skilaboð til amygdalunnar sem sendir svo boð í heilastofninn og losar þá boðefni sem virkjar þetta streitukerfi, fight, flight, freeze, sem kannski margir kannast við, eða flótta, flýja, berjast. Svo þegar hættan að fara að líða hjá, þá koma skilaboð til framheila sem sendir aftur skilaboð til amygdalunnar að við róum okkur niður. Ef svona klassískt dæmi kannski ef einhver svínar fyrir okkur, þá mjög líklegt að þetta kerfi kikkar inn og þetta getur gerst bara mjög snöggt. Hins vegar, þegar streituástand varir lengi eða ógnir ítrekað koma upp og jafnvel takmörk upplifun á ró og öryggi, þá getur þetta kerfi litið aðeins öðruvísi út. Þannig að eins og í fyrra dæminu, þá ógn skynjuð, en hvað það sem við skynjum sem ógn getur bæði verið ómeðvitað og meðvitað. Þannig að til dæmis getur óunnið áfall þróað með þessi sterkt skilyrt viðbragð við einhverjum áfallakveikjum, hvort sem það eru meðvitaðar eða ómeðvitaðar. Þannig eins og áðan þá bara virkja þessi kveikjur amygdalunnar, sendið þessi skilaboð frá sér, ólíkt samt eins og í fyrra dæminu, þá koma þessi skilaboð að hætta sig lið hjá ekki til staðar til amygdalunnar, þannig að hún verður oft mjög óreguleruð og ofur viðbrögðin og þannig getur einstaklingur oft upplifað mjög sterkt tilfinningaviðbrögð án þess að framheilinn eða við getum sefjað þetta kerfi. Og í því samhengi líka þá bara mikilvægt að spyrja fólk hvað að gerast akkúrat núna sem leiðir til þess að þetta viðbragð sé í gangi. En það bara rosa mikilvægt líka að taka fram að áfall eitt og sér það er ekki línulegt tengsl á milli áfalla og ofbeldishegðunar. Því að flestir sem lenda í áfalli eða verða fyrir áfalli beita ekki ofbeldi. Og Þráinn mun aðeins koma inn á það í sínu erindi. En við vitum hins vegar að niðurstöður ACE eða Adversive Childhood Experience bendir á þegar áfall eins og vanræksla, líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt ofbeldi endurtekið eða veitt af umönnunaraðila sem ætlað að veita öryggi, þá getur þetta kerfi orðið til þess að börn og ungmenni til dæmis fá ekki jafn tækifæri til að þroska og byggja upp heilbrigðar leiðir til að takast á við erfiðar aðstæður. Og þar af leiðandi getur það haft meðal annars á ofbeldishegðun og annan vanda. En
ákvað að taka hérna nokkur þættir sem að geta haft áhrif á ofbeldishegðun. Þannig að dæmi því eru til dæmis hvatar og það tengist á einhverjum ávinningi, hvort sem efnislegur eða andlegur, ná yfirhöndum yfir einhverju eða einhverjum, viðhalda ákveðnu stöðu eða forðast óþægindi. Það einhver tilgangur með ofbeldinu og getur kannski jafnvel slík hegðun getur orðið svona normaliseru og orðið bara hluti af bjargráðakerfi fólks. Svo erum við með þetta skortur á bremsu eða innri stoppara, af því að það einhver ástæða fyrir að við beitum ekki ofbeldi og inn í því samhengi hefur verið til dæmis talað að þegar fólk skortir kannski ákveðna samhygð eða getur til að setja sig í spor annarra, viðhorf geta mótast eða sjá kannski líka ekki heildarmyndina, því að í ógninni erum við svolítið upptekin af okkur og hvort sem það þá meðvitað eða ómeðvitað, þá getum við bara fara að réttlæta kannski ofbeldishegðun sem hluti af því sem ég tel mig þurfa að vera að gera. Svo það óstöðugleiki, en þetta eru þættir sem geta haft áhrif á ákvörðunartöku, óstöðugleiki í tilfinningum að hegðun sem getur haft áhrif á rökhugsun og þarna geta ýmsir geðrænir þættir komið inn. Þannig að við getum kannski sagt að áfallasaga getur stækkað bensíntankin, kveikt í ofhitnun vélarinnar og slökkt á bremsunum. Ótti við samkennd, mér finnst þetta mjög mikilvægt hugtak. Því að þegar sumir hafa upplifað áföll, þá geta þau líka lært að tengsl við annað fólk getur verið óöruggt. Þannig að ef að tengsl hafa valdið sársauka, þá getur stuðning annarra jafnvel virkið þetta ógnarkerfi. Og því getur sumir átt erfitt með að treysta á góðvild annarra, getur upplifað jafnvel þennan stuðning sem ógn og SEF-kerfi getur verið mjög tengt ógnarkerfinu. Þannig að viðbrögðin geta verið að forðast aðra eða sýna ógnandi hegðun til þess að ýta fólki frá. Og í þessu samhengi þá líka mikilvægt að við skoðum þegar við erum í þessu samspili að reyna að styðja fólk að við séum ekki að fremja stuðning eða jafnvel að gera eitthvað sem getur ýtt undir ógnarviðbragðið. Þannig að ótti við samkennd getur kallað fram þætti eins og ótti við aðri sjá mig, sé berskjöldun, að missa stjórn og líka ef ég berskjalda mig eða opna mig eða tjái mig sársaukann, þá get ég orðið fyrir höfnun eða það getur orðið meiri sársauki. Þannig að mér langar að biðja ykkur, og þið gerið þetta bara í hljóði innra með ykkur, að kalla fram minningu sem tengist skömm eða eitthvað sem þið eru að gera eða hafi gert sem þið myndi vilja síður að kæmi fram í dagsljósið. Eitthvað sem að tilhugsun að ef að næsti maður eða manneskja eða einhver hérna inni myndi vita ykkur. Náðu að kalla fram eitthvað slíkt. Hvað ætli það sé? Hver ætli ógnin sé að ef aðrir vissu þetta, hvað þá? Yfirleitt það að við óttumst hvernig við breytumst í huga annarra. Hvernig aðrir munu sjá okkur öðruvísi, en það líka ótti við hvernig viðbrögð fólk getur kallað fram. Eins og útskúfun, höfnun, einhvers konar misskilningur eða einhver staða breytist. Þannig að skömmin getur þá ýtt við það að við segjum ekki frá. Við byrgjum þetta inni og það viðheldur þá líka kannski þessu ógnarkerfi og ýtir undir þögn og einangrun sem að líka hefur þá áhrif á það þegar við erum að reyna að fá fólk til þess að tjá okkur. Að skilgreining og trausti til dæmis, að mínum mati finnst mér mjög gagnlega að óttast viðbrögð annarra við því sem skiptir mig máli. Munurinn á skömm og sektarkennd. Sektarkennd til dæmis bara mjög mikilvæg félagsleg tilfinning því það gott að líða illa ef maður hefur gert eitthvað rangt. Það bara partur af því að læra af mistökum, gera breytingar og hún getur stutt við það að við tökum ábyrgð, en þetta ekki þægilegt. Þannig að fara úr skömminni yfir í sektarkenndina getur verið hluti af því eins og það að auka innsýn og það getur verið bara rosalega erfitt. En það þetta að geta tekið ábyrgð, það eitthvað að gerast, þið samræmist ekki gildum mínum, en þá ég líka líklegri til þess að tengjast öðrum, leita til annarra, biðja aðstoð eða gera eitthvað til þess að reyna að breyta hegðunni. Og rannsóknir hafa sýnt að eins og með ítrekkun tíðni afbrota að það sé líklegur að skömm líklegri til þess að tengjast
ítrekunartíðni meðan sektarkennd dregur úr henni. Og þetta kannski útskýrir það að einhverju leyti. En þegar við tölum með ofbeldi þá finnst mér þessi spurning líka, af hverju hættir fólk að beita ofbeldi? Eða af hverju gerir fólk einhverja breytingar? Það er þetta, þegar við vitum að áföll er hluti af því að byggja upp seiglu og auka víðsýni og allt það. En þegar áfall virkjar óheilbrigt streitukerfi og þá og við festust í einhverju vanabundinni viðbrögðum sem leið til að leysa úr fullt af hlutum, en þá þurfa stundum margir aðilar að koma að. En þegar við erum að tala að vinna úr áföllum, þá er það eitthvað sem við getum ekki gert fyrir aðra. Þannig ég held að það er mikilvægt að horfa á öll þessi kerfi eða fólkin í þessum kerfum og hafa þetta í huga, en við þurfum öll einhvern veginn að vinna saman í því. Í samkenndinni okkur bent á það eru dökkar og ljósar hliðar sem hafa fylgt mennskunni gegnum mannkynssöguna. Ofbeldi dæmi þessar dökku hliðar, en umhyggja og kærleikur dæmi hinar ljósu. Ég held að mér sé óhætt að segja að það kannski sá þáttur sem sameinar okkur hér í dag, að umhyggja fyrir að byggja upp réttlátt og öruggt samfélag. Takk fyrir. Sest maður með drottningunni hérna. Takk Þráinn, kærlega. Ég heiti Eygló Harðardóttir og starfa sem verkefnisstjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og hefur svo heppin að hafa unnið með Þráinn Faristveit sem farmyndarétt, ekki framkvæmdastjóri verndarfangahjálpar og varaformaður SA í ólíku verkefnum árin. Og ég vil bara byrja að fá þakka þér kærlega fyrir að vera tilbúin að koma hér sem viðmælandi og fá að fylgjast eftir erindinu hennar Sólveigar. Ég veit að þú hefur bæði raunar átt sögur alvarlegum áföllum í æsku og síðan hefur varið ævinni, sem ég nefndi í að hjálpa öðrum í gegnum starf þitt með Tjávernd og svo hjá SHA. Og þegar þú hlustar á Sólveigu og það sem hún var að segja, að út frá þinni bæði persónulegu og faglegu reynslu, get ég spurt, þetta svolítið stór spurning, hvað hefði þurft að vera til staðar fyrir þig sem ekki var þar eða var til staðar? Það kannski áheyrn á þessum árum. Ég nú komin aðeins inn á seinni hluta ævinnar, en þegar ég drengur þá var kannski samfélagið þannig uppbyggt að það var í rauninni lítið eða ekkert samtal. Þannig að það sem að þú talar hér í upphafi það sem ég að gera, í rauninni má segja það að vettvangur starfsmíns lýsir því í góðu ljósi hvað ég sjálfur hafði upplifað. En það má segja og draga saman kannski að það sem ég hef haldið utan tölfræði varðandi þá sem í gegnum úrræðið mitt koma, sem ég get örugglega sagt að skipti einhverju þúsundum, þá það það að það eru áföll. Það fjölskyldan, það skólagangan og það mjög áberandi varðandi, að því þetta nú svona í flestum tilfellum drengir, menn seinna, hversu illa þeim hefur náð að þeir hafa illa geta fótað sig í skóla, og oft talað það að skólinn hafi verið vettvangur þess að uppfylla tilfinninguna skömm, sektarkennd og jafnvel í einhverjum mæli sem ofbeldi. Og þeir hafi í rauninni hrökklast mjög fljótlega úr skóla, annars vegar úr grunnskóla og hins vegar fljótlega úr framhaldsskóla hafi þeir yfir höfuð hafið, og við erum að tala kannski 70% af þessum einstaklingum lýsa þessu svona. En mín saga þannig að ég elst upp bara við mjög gott fjölskyldulíf, engin óregla eða neitt slíkt, en ég verð fyrir því sem sagt að í næru umhverfi, ekki í fjölskyldu minni, þá eru konur sem að beita með kynferðislegu ofbeldi, og eins og ég upplifði núna þá kemur skömmin og sektarkenndin og allt þetta kemur allt fram alveg leið og maður byrjar að tala þetta, að þetta mjög erfitt. Og ykkur að segja, þá ég að tala þetta en ég held að það sé svona bara kannski
Eygló og nær fjölskylda mín, kona mín, börn sem að þekkja sögu mína, en í ljósi þess sko, þá sem barn, þá fer ég að sækja mér einhvers konar stuðning í mér eldri félögum og þá upphefst annars konar ofbeldi sem endar eiginlega með skelfingu og ég lendi í því að lenda á sjúkrahúsi, mjög illa farin líkamlega og það var mjög gróft ofbeldi en eftir þetta þá gerist bara það, ég bara breytist og fólk fer að tala um það að hvar þessi drengur sem áður var, hvar hann? Skólinn snerist algjörlega við, ég var eiginlega meira bara á stólnum hjá yfirkennarunum eða skólastjórnum frekar inn í skólanum og það fór í rauninni bara allt á hvolf og þá var tekin svo ákvörðun af félagsmálayfirvöldum sveitarfélags míns að vista mig á svona upptökuheimili í vonu það að þetta myndi nú hafa ykkur jákvæð áhrif á mig því að ég hafði sýnt einhverja svona óskynsamlega hegðun. En þá tók nú ekkert betra við sko, þó að fólki sem rak þetta úrræði eða þetta var nú á þessu tímum var þetta náttúrulega bara hefðbundin sveitabíli eins og þekkjum kannski þau Bakkakotsmáli sem að koma upp núna og svo fleiri og fleiri. Þá var í trausti einhvers trúnaðar og einhverja samband og þá var börnum komið þarna fyrir og þarna höfðu þetta verið fyrir félaga mínir, þeir eru reyndar látnir en þarna kem ég og í úrræði þar sem vistaður líka annar einstaklingur sem mér miklu eldri, greinilega svona eins og ég annan, svona eins og ef fólk hefur séð myndina Mús og menn þar sem einhver svona risastór maður, rosalega þykkur og feitur og hann býr á loftinu með mér og mill okkar aðeins gangur og þessi maður var að koma sýnt og heilat inn á herbyggja á mig, bera sig og fytla við sig. Hann gerði mér aldrei neitt annað en þetta en í ljósi þess sko, þá svaf ég ekki þarna í heilt ár og þannig að þegar ég á svo að fara að sækja skóla minn þá gerist þetta líka það að þegar ég geng út aðkeyrsluna að þessu bíli þar sem bílinn stoppar og þá leðu ég kemur í bílinn þá færa börnin sig, skólanum satt ég alltaf aftast og þannig að þegar ég kem eiginlega í bæinn eftir þetta þá ég eiginlega algjörlega sturlaður einstaklingur þannig að ég réði illa við mótlætið, höfnun foreldrana, afskipti sveitarfélagsins, lögreglunar, allt sem var yfirvald, ég gerðist bara algjör stjórnleysingi og pönkari og það snerist allt gegn mér á þessu tíma og ég skildi þetta ekki neitt í einu og fólk var alltaf að spurja hvað eiginlega að þér sko, þú veist, frekar svona hvað kom fyrir þig og þarna tóku bara við sko 10-12 ár í algjöru svartnætti, inn og út úr meðferðum, inn og út af stofnunum og ég náði bara alls ekki fótunum undir mig og en það gerir síðan 1987 að ég fer inn í vímuefna meðferð hjá SÁ og við tekur annað tímabil og frá þeim tíma hef ég í rauninni gengið þennan veg í trúum það að aðrir sem hafa farið þá vegferð sem ég fór eigi einhverja von í því að reyna að standa upp og eignast nýja fortíð, eins og ég segi alltaf. Það eiga nýja fortíð, ekki þessa sem áður var. Ég held að kannski orðið sem Sólveig var að koma hérna í sín lokaorðum að bara hvað þessi reynsla þín, þessi erfiða reynsla hefur nýst síðan til þess að á grundvelli samkenndar og þekkingar að hjálpa síðan fjölda annarra. Þannig að það sem var að lýsa þessu milli þessu dökka og ljósa að það sé hægt að velja, að það sé leið til þess að vinna úr áföllum og nýta reynsluna með jákvæðum hætti en líka leiðin sem þú ert að segja, að sýna þá þennan skilning gagnvart þá þér sem barni og kannski barnin í dag sem mögulega að upplifa svipaða hluti, hvað við getum gert til þess að hjálpa. Bara algjörlega og líka bara það eftir að þetta svarthol lokaðist þá fer ég að mennta mig, ég menntaður afbrotafræðingur og einnig í félags- og sálfræði þannig að og hef í rauninni alltaf verið að reyna að byggja ofan á þekkingu mína og vilja til þess að rauninni að benda fólki á það að hlusta á börnin, það sem gerist á einhverju tímapunkti þar sem börn rétt út hendina og reyna að fá
svörun við einhverju að það sé áður hlustað. Því að það oft þannig bara, það bara einn gluggi og þá eins gott að grípa hann. Og börn, eins og ég skildi og skynjaði þetta þegar ég var barn. Ég skynjaði þetta ekki eins og þegar ég var eldri. Upplifum ég þegar ég var yngri, hún endurspeglaði ekki tilfinningum minn á þeim tíma. Það ekki fyrir ég verið orðin eldri sem ég sé alvarleika málsins. Og ég bara velti fyrir mér að því ég var með þessa mynd hérna, sko, ég 11 ára gamall þegar ég tekin út úr mínu nærsamfélagi frá fólkinu sem ég taldi að elskaði mig og myndi styðja mig og allt þetta. Og mér bara komið fyrir einhvers staðar. Og það tók mig alveg 20 ár bara af þessum tíma sem ég náði í að endurheimta sjálfa mig, að bara sættast og fyrirgefa. Það eitt af þessu og ég skil það mjög vel að ef við skoðum ofbeldisbrot, maður næri ekki endurheimtu í því að geta endurskoða hvaðan maður kemur og hvert maður að fara, þá viðheldur maður þessum tilfinningum, reiði, sorg, brotnum vonum og væntingum og maður situr uppi með sjálfan sig skemmtan og við það ekkert að bæta. Takk innilega Þráinn. Takk. Takk kærlega Þráinn fyrir að deila þessari erfiðu lífsreynslu með okkur. Þú hetja í mínum augum og búin að ganga í gegnum ýmislegt. Og takk Sólveig Fríða fyrir þitt innlegg. Talandi áföll, þá hef ég í mínum störfum síðustu ár verið að kenna verandi lögreglunemum ýmislegt sem snýr að lögreglunni. Og ég hef nokkuð tilfelli orðið vitni að því þegar að nemendur brotna niður í kennslu hjá okkur. Þegar við erum að kenna þeim að nota handjárn eða beita einhverjum handtöku aðferðum og þá hristir upp í gömlum sárum sem síðan brjótast upp á yfirborðið jafnvel 10, 15, 20 árum síðar. Þannig að áföll þau festast innra með okkur og skjótu kollunum þegar við síst von á. Að brjóta ofbeldishringinn, meðferð foreldra sem beita ofbeldi. Dr. Paola Cardenas, teymistjóri, sálfræðingur, sérhæfður rannsakandi hjá Barnahúsi, ætlar að fræða okkur það. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og takk Þráinn fyrir deila þína sögu. Það tengist alveg það sem við erum að tala hér og meðal annars skömmin og þögnin sem fylgir ofbeldi. En ég mun ræða meðferð sem við erum að vinna með í Barnahúsi, þar sem við erum að vinna með foreldrum sem beita andlegu og líkamlegu ofbeldi. En Barnahús veitir fjölbreytta þjónustu fyrir börn sem hafa sætt ofbeldi, meðal annars rannsóknarviðtöl, læknisskoðun, sérhæfða greining og meðferð og börn eru vísað í sérhæfða greining og meðferð af barnaverndarþjónustu og meðferðin sem getur verið bara ýmsum toga, meðal annars við erum að bjóða upp á fræðslu stuðning, hugræn atferlismeðferð og líka áfallamiðuð meðferð. En fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð, á ensku heitir þetta Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy, meðferð sem hófst í Barnahúsið í fyrra, á þessu ári, janúar 2025, afsakið, já. En þar eru við að vinna með forsjáðaraðila sem hafa beitt líkamlegu eða andlegu ofbeldi og barnið líka fær aðstoð til þess að vinna úr ofbeldinu sem barnið var fyrir og fjölskyldan líka fær hjálp við að brjóta vítahring ofbeldis og finna sátt og tengjast. En ofbeldi gegn börnum á sér oftast stað innan fjölskyldunar og meiri hluta tilvika gerandinn foreldri eða annar umönnunaraðili og við vitum að það mjög sjaldan erum við að tala bara einn atvik. Þetta á bæði við líkamlegt eða andlegt ofbeldi og við vitum að þetta mynstur hegðun sem endurtekur sig.
magnast oft með tímanum og verður hluti af samskiptamynstri innan fjölskyldunar. Þannig að það gæti byrja sem andlegt ofbeldi og svo versnað og orðið að bæði andlegt ofbeldi og líkamlegt ofbeldi. En ef ekkert gert, við vitum að það veruleg hætta á áframhaldandi ofbeldi og andlegt ofbeldi jafnframt eitt algengasta form ofbeldis gegn börnum og það getur falist í niðurlægingu, stöðugri gagnrýni, hótunum, hræðslu, svona uppeldi og líka höfnun og hótanir að beita ofbeldi. Og slíkt ofbeldi oft síður sýnileg en líkamlegt ofbeldi en rannsóknir sýna að áhrif þess geta verið djúpstæð og langvarandi. En nú höfum við byrjað að vinna með þessar fjölskyldur og við tökum eftir að þetta lærð hegðun hjá foreldrum og forsjáraðilum að þeim skortir bara verkfæri og þekkingu. Og við erum ekki að tala slæmir foreldrar, þetta bara foreldrar sem vandar þekkingu. Og stundum foreldrar bara hvattir að beita ofbeldi af sínum ættingjum, bara foreldrum, jafnvel sínum eigin foreldrum. Því að það ákveðin svona kannski viðhorf að ofbeldi eina leið til þess að kenna börn aga. En áður en fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð var innleidd voru ýmsar áskoranir sem við vorum að glíma við, ég held að við öll, að forsjáraðilinn sem beitti ofbeldi bjó oft áfram á heimilinu. Það var erfitt að tryggja öryggi barnsins til lengri tíma þegar þetta var þannig og þegar við vorum að vinna með börnin til dæmis í áfallameðferð og foreldrin var að vinna meðal annars í eigin meðferð til dæmis hjá heimilisfrið. Við vorum ekki að tala saman, þannig að það var greinileg þörf að sérhæfð úrræði fyrir fjölskyldur. En árið 2023 kom framkvæmdaráætlun í barnavernd, það á að standa 2027, ekki 24, og þar stóð að það yrði komið á fót úrræði fyrir fjölskyldur sem hafa þurft að þola líkamlegt ofbeldi og nýtist í þeim tilfellum þar sem foreldrar og börn geti átt áfram samskipti. Þannig að þar var verið að ræða þetta úrræði sem við höfum ákveðið að kalla fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð á Íslandi. En við erum að tala gagnreynd meðferðarúrræði, úrræði sem hefur verið rannsakað erlendis. Og þetta úrræði fyrir foreldrar sem hætta að börn séu beitt andlegu eða líkamlegu ofbeldi á heimilinu. Hún byggir á hugræn atferlismeðferð, eins og orðið segir hérna, fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð. Líka byggir á reiði og streitustjórnun, markvissri foreldrafærnisþjálfun og áfallameðræði vinnu. Og meðferðin hefur verið innleidd í Svíþjóð með mjög góðum árangri. Og þar sem rannsóknir þar í Svíþjóð sýna að það bara minnkað ofbeldi og líðan barna og foreldra eykst og rannsóknir líka í Bandaríkjunum sýna það sama. Við hefum ekki hafið rannsóknir á Íslandi en það framtíðin, við ætlum að skoða þetta nánar hér. En meðferðin fyrir börn 3 til 18 ára sem hafa orðið fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi. Og líka fyrir forsjáraðila sem viðurkenna að hafa beitt ofbeldi. Þau þurfa ekki að viðurkenna allt, en allavega eitthvað. Við þurfum að hafa eitthvað til þess að vinna með í meðferðinni. Og þetta líka fyrir forsjáraðila sem þurfa aðstoð við að takast á við bara streitu eða reiði tengt uppeldi barna og foreldrar geta sjálfur leita til barnaverndar og óska eftir þetta úrræði fyrir sig og sína fjölskyldu. Og líka þetta úrræði fyrir fjölskyldum þegar barnavernd hefur metið að óhætt sé fyrir barnið að búa áfram á heimilinu og líka þegar barnið hefur verið vistað utan heimilis sökum ofbeldisins og fyrirhugað að hefja, að barnið flytji aftur heim eða að fyrirhugað að hefja aftur umgengni með forsjáraðila sem beitti ofbeldi. Og eini skilyrði að ekki mælt með meðferðinni þegar forsjáraðilinn með alvarlega geðsjúkdóma sem hafa ekki verið að meðhöndla eða með fíkniefnavanda sem ekki verið að meðhöndla. En annars það
fyrir hver sem En uppsetningin þannig að við erum að sameina einstaklings- og fjölskyldumeðferð og við erum að tala mjög intensiv meðferð. Þetta eru 16 til 20 skipti og hvert meðferðartími samanstendur að viðtali við barni, viðtali við forsjársaðila og svo fjölskyldu viðtali. Þannig að við erum að tala 90 mínútur rúmlega, þannig að 1,5 tími, stundum 2 tíma og jafnvel meira. Þannig að þetta eru rúmlega 4 mánuðir. Og eftir að meðferðin lýkur þá erum við að gefa fjölskyldur hálft ár, 4 mánuðir til hálft ár og svo til þess að halda áfram að bæta sig og nota aðferðirnar sem þau læra. Og svo erum við að meta aftur líðan barna, foreldra og uppeldisaðferðirnar sem eru notaðar á heimilinu og ef allt gengur vel þá erum við að útskrifa fjölskyldunar. En áður en FMHAM hefst þá erum við að meta líðan og hegðun barna. Ofta tíðum erum við að tala börn sem sýna erfiða hegðun. Þetta eru börn kannski með taugaraskanir eins og ADHD eða einhverju rófi eða börn með hegðunarvanda. Við erum að líka meta líðan forsjáraðila, uppeldisaðferðir sem eru notaðar á heimilinu og tengsl og samskipti innan fjölskyldunar. Og foreldrar þurfa að skrifa undir samning og þar sem þau skuldbinda sig að beita ekki ofbeldi. Og við erum að gera þetta í mjög nánu samstarfi við barnaverndarþjónustu, þannig að við vinnum mjög náin með þeim. En uppsetningin þannig að barnið fær áfalla miðað hugræna atferlismeðferð, en það sem við erum að gera við foreldrum að við erum að byrja á því að tala af hverju ertu komið hingað, þú veist, hver ástæða tilvísunar, og líka við erum að fara yfir afleiðingarnar ofbeldisins, bara það að þú hafi beitt ofbeldi, hver eru afleiðingarnar. En við erum að gera þetta með mikilla samkennd, eins og var verið að tala hér bara ekki dæmandi. Foreldrar axla ábyrgð á ofbeldinu og opna sig jafnvel meira bara það sem hefur átt sér stað á heimilinu, því að við vorum að tala að þetta ofta eitthvað sem fólk skammast fyrir og það mikið þögn og ekki verið að tala það, opinskap. Og við segjum við foreldrar bara allt sem búið að eiga sér stað áður en þú kemur hingað, við megum ræða, við erum ekki að fara að tilkynna. En allt nýtt sem kemur upp, þá þurfum við að tilkynna. Þannig að það gefur þeim svolítið leyfi til þess að ræða bara hvernig þau hafa verið að haga sér á heimilinu með börnin sín. En þá erum við líka að hjálpa foreldrum að skilja af hverju börnin sín eru að haga sér eins og þau séu að haga sér. Við erum að kenna þeim líka alls konar uppeldisaðferðir, streitu og reiðistjórnun. Við erum að búa til öryggisáætlun og foreldrar líka les áfallasögu barnsins, bara áhrif sem ofbeldi hafði á barninu og skrifar svo í lokinni bréf til barnsins þar sem foreldrin biðst afsökunar. En öryggisáætlun gert með barninu líka. Þarna erum við að tala hver eru merki reiði að reiði sé að magnast, hvaða orð eigum við að nota, hvert eigum við að fara, hversu lengi eigum við að vera í burtu, hvernig eigum við að koma aftur, en við þurfum að æfa okkur, þannig að við æfum okkur í fjölskyldutímanum. En það líka ákveðin úrvinnsla áfalla hjá foreldrum, við erum að skoða eigið uppeldi með þeim og áfallasögu þeirra, hjálpa þeim svolítið að vinna úr því ákveðin hátt, bara átta sig á áhrifi sem ofbeldi hafði á þeim og sem gæti verið að hafa á börnin sín. Og svo þessi bréf sem líka ákveðin þau eru líka svolítið að senda bréf til sín þegar þau voru börn og voru að upplifa svona svipað hluti. En í sameiginlegu viðtölum erum við að æfa uppeldisaðferðir meðan að hrósa, taka eftir jákvæða hegðun og líka æfa öryggisáætlunin. En innleiðing FMHAM hófst árið 2024. Við byrjum að læra þetta aðferð, það tekur ár að læra þetta. Þannig að þetta er massíf kennsla fyrst og svo erum við undir handleiðslu í heilt ár bara. Svo við byrjum að taka fjölskyldur í byrjun síðasta árs. Við erum búin að hitta 15 börn eða 13 fjölskyldur. Á þessu ári eru 8 fjölskyldur, 4 fjölskyldur eða 8 börn og það eru 4 fjölskyldur sem bíða á biðlista. Og hér eru 2 konur sem eru í teyminum.
með mér og við erum að vinna með börn sem eru börnin sem hafa verið í meðferðinni hjá okkur eða eru á biðlista eru á bilinu 5 til 16 ára og meðalaldurinn er 10 ára en algengasti aldurinn er 9 ára. Og 54% barna eru af erlendum uppruna eða með erlendan bakgrunn. En áskoranir sem við erum að díla við að æskilegt að 2 meðferðaraðilar vinni með hverri fjölskyldu, og það tekur tíma, eins og ég sagði, þetta er einu sinni í viku í rúmlega 1,5 tíma. Líka, það hendur ekki öllum málum, meðal annars þegar börn eru vitni á ofbeldi og hafa ekki orðið fyrir ofbeldi nema sem vitni og þá erum við að tala að þetta er ekki meðferð fyrir einstaklingar sem beita maka ofbeldi. En við erum samt að reyna að fara í samstarfi fyrir heimilisfrið til þess að sinna betur þessum málum. Þetta eru flókin mál eins og Sólveig var að tala hér og líka Þráinn að líkamlega refsingar eða ofbeldi í æsku tengjast aukinni árásargirni, andfélagslegri hegðun, kvíða, þunglyndi og lakari námsárangri hjá börnum. Þannig að við erum að díla við mál sem eru mjög flókin og líka að við erum að taka líka eftir að til dæmis ef við erum að ræða fjölskyldur af erlendum uppruna að það erfitt stundum að koma fram og segja, þetta er það sem í gangi á heimilinu vegna þess að fólk hrætt að missa leyfið sitt. Þannig að við þurfum að finna ákveðin flöt til þess að hjálpa fólk að tala og segja hvað í gangi. Og lokaglæran, við vitum að ofbeldi stöðvast ekki ef ekkert er gert og ofbeldi er minnstur sem þarf að rjúfa og ef við stoppum þetta ekki þá heldur þetta áfram. Næsta generasjón, börn þeirra sem hafa verið beitt ofbeldi, gætu beitt sínum börnum ofbeldi. Forsjárlega skortir verkfæri en margir eru mjög tilbúnir. Okkar reynsla að foreldrar eru bara mjög viljugir og vilja læra leiðir og æfa sig og vilja vera betri foreldrar. Og við erum líka að taka eftir að börnin bara líðan barna bara eykst, hegðun þeirra að lagast og foreldrar upplifa líka vellíðan. Þannig að ef við ætlum að rjúfa vítahring ofbeldis þetta úrræði ekki valkostur, heldur bara nauðsynlegt. Þannig að við þurfum að halda áfram að styrkja þetta úrræði. Takk. Kæra þakki Pála. Svo ég rifja nú aftur upp hvað ég var gamall, byrjaði löggunni 1988. Ég bara fann breytingarna sem urðu 1998 þegar Barnahús var stofnað. Hvaða úrræði við höfðum sem við höfðum ekki áður. Og Barnahús var stofnað sem tilraunaverkefni 98 til 2 ára en hefur heldur betur fest í sessi. Þá komið að kaffipásu. Klukkan 25 mínútur í 11 þá ætlum við að byrja hér aftur. Þannig að farið á klósettið, hellið ykkur kaffi og vatni og sjáumst 25 mínútur í. Takk. Við ætlum að skella okkur núna í pallborð og það Eygló Harðardóttir sem ætlar að stýra því. Og umræðuefnið leiðin út frá inngripi til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi. Og viðmælandur Eyglóar Agnar Bragason, forstöðumaður Barnahúss karla, séra Hjalti Jón Sverrisson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar, Guðmundur Ingi Þóroddsson, forstöðumaður Afstöðu, Matthías Matthíasson, geðheilsuteymi fanga, Karen Dröfn Hafþórsdóttir, sviðsstjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar, Sædís Jana Jónsdóttir, sérfræðingur hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og Þóra Kemp, skrifstofustjóri ráðgjafar hjá Kópavogsbæ. Gjörðu svo vel. Takk innilega Guðmundur. Þetta er Við erum svolítið mörg í þessu pallborði og ég er búin að biðja sérstaklega að verði flagga hérna varðandi tímastjórnina á mig. Ég ætla kannski bara að byrja að fá að þakka ykkur kærlega fyrir. Þau sem sitja hérna í pallborðinu hérna eru fulltrúar frá samráðsvettvangi sem tiltölulega nýlega stofnar að frumkvæði ríkislögreglustjóra og Fangelsismálastofnunar
og það eru held ég myndi 20 og 30 aðilar sem standa að þessu vettvangi og við erum að leita eftir fleiri félögum í vettvangin, þannig að ef þau eru ekki á listanum endilega íhuga það hvort að þið eigi heima hérna líka. En það sem við ætlum þá að ræða hér er þá leiðin einmitt út frá inngrip til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi og ég bæta bara við afbrotum almennt, þannig að við höfum það í huga. Og að sjálfsögðu þetta náttúrulega þá mjög stuttar og einfaldar spurningar. Þannig að það sem ég kannski ætlaði að fá aðeins að byrja hérna og hún er sjálfsögðu bara mjög einföld. Þannig að kannski bara fá beina því til ykkar hérna Guðmundur Ingi og Agnar. Hvað við bara fáum aðeins að ræða hugtakið traust og þannig að hvað þröskuldar sjáið þið og hafið þið upplifað og ættu raun að vera fyrir samvinnu milli þá ólíkra aðila, þá innan fullnustu, lögreglu, sveitarfélaga, félagasamtaka og síðan einstaklingan sjálfra sem hafa beitt ofbeldi, hafa brotið af sér, hafa með þunga sögu og reynslu að treysta því að það sé eitthvað hægt að breyta til og svo kannski fá að snúa þá síðan aðeins í framhaldinu spurninguna hinn aðalina af hverju ættu allir þessi hinnir aðilar að treysta. Og mikrofónuna eru bara opnir, bara gjöru svo vel. Hvor ykkar vil byrja? Agnar eða Guðmundur? Já, hérna, takk fyrir Eygló og takk fyrir þessu spurningu og við höfum einmitt verið að velta fyrir okkur, út frá þessari samþættingu kerfa sem við erum að vinna að í Exit-verkefninu, að hvernig að því að við erum áfang- og stuðningsúrræði fyrir fólk sem að koma úr afplánun og eru búin að starfa í 5 ár. Og þannig að við erum komið smá reynslu af því hvað svona helsti þröskuldurinn fyrir þá sem að koma til okkar og þetta eru aðilar sem eru oft búin að fara mjög oft í meðferðir og oft inn í fangelsi og svoleiðis. Og það er ekki spurning hvort einhverjir muni fá bakfall, þetta hvenær og það sem gerist þá er það að það fer í gang svona ákveðið ferli hjá okkur þar sem að við reynum að grípa einstaklingi þó hann hafi dottið í það og hjálpa hann til að komast inn í meðferð en þá rekumst við á hana þröskuld afeitrunar sem er hjá SÁ og Landspítala þar sem að það getur jafnvel verið margra mánaða bið eftir afeitrun þó að einstaklingur sé tilbúinn til þess að fá hjálp og í framhaldi þá tekum við kannski þetta samtal við SÁ þar sem að við fáum að vita að það sé margra mánaða bið eftir afeitrun og það er ekki forgangsröðun eftir alvarleika mála virðist vera og ég held að þetta sé eitthvað sem er mjög mikilvægt að við skoðum betur og í samvinnu við SÁ og þá aðila sem að bjóða upp á afeitrun til þess að við getum boðið þessu fólki sem lendir í þessum bakvöldum aftur upp á okkar þjónustu og þau getur komið aftur til okkar og þegar þau missa náttúrulega allt sitt húsnæðisöryggi, þau missa bara allt sitt öryggi í lífinu og eru bara komin út á götu og í kunnulegar aðstæður þar sem að afbrot og fyrra líferni tekur við. En ertu þá kannski, og ef Guðmundur geti kannski fylgt þessu eftir, ertu þá kannski að segja það að þegar fólk stígur fram og óskar eftir hjálp að þá sé svona hálfgerður gluggi, svona svipað eins og við kannski talaðum bara hjá lögregluna, að það opnist gluggi á ákveðnum tímapunkti og það sé tækifæri til að stíga inn. Er það sama, ef við mætti kannski bara Guðmundur og tekið kannski mikrofóninn, að þessi spurning einmitt upp á þetta, því að fyrstulega bara, þegar fólk stígur fram, eða hver er ástæðan fyrir það að við eigum að geta trúa því að það sé hægt að breyta til, stöðva ofbeldi? Já, ég heyrði það í kynninguna áðan hjá henni Sólveigu að fæstir sem að lendi í áföllum fremja ofbeldisbrot en í okkar hópi þá eru flestir sem að eru inn í fangelsónum og þeir hafi langflestir orðið fyrir áföllum og kerfið hefur ítrekað brugðist þeim fyrir að falli milli kerfa og þeir í raun og veru treysta engum. Á sama tíma er þessi hópur þannig að hann telur sig vera ekki hafa gert neitt rangt í langflestum tilfellum og sér enga tilgang til að sækja sér þjónustu og hann er ekki að biðja aðstoð á okkar mati.
Við höfum verið að leggja svolítið áherslu á þetta og þarna kemur inn samtalstækni jafningja. Afstaða sendi 5 jafningja og fagfólks til Finnlands til að læra svokallaða samtalstækni jafningja og jafningjastuðningur er svona að breiðast út heiminn og við teljum að það sé svona ákveðin svona grundvallaratriði til að fá fólk til að leita sér aðstoð og það er að byggja upp þetta traust. Nú man ég ekkert hver spurningi var en Mér sýnist þú að svarin ágætlega. En bara takk fyrir það. Ég kannski fæ aðeins Karen til hamingju með nýstar sem stjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar. Ég er að hitta Karen núna í fyrsta skipti held ég eigin persónu, þó við séum búin að sitja ansi marga fundi. En nú hefur þú verið að vinna með hjá Fangelsismálastofnun og það sem ég kannski er líka þá bara aðeins að beina því til á grundvelli þinnar reynslu að hvað þarf til þannig að endurhæfing og meðferð bara nái bara betur til þeirra sem Agnar og Guðmundur Ingi voru hér að nefna og þeir hafa verið að vinna með til þess að bara að fá fólk til að breyta hegðun sinni, sjá að það sé kannski bjartara eða möguleiki á einhvers konar öðrum lífstíl. Sko, ég myndi segja að við þurfum náttúrulega fleiri sérfræðinga inn í fangelsin og meiri mannauð. Við þurfum öflugari vímuefnaúrræði. Við erum með 1 meðferðargang í öllu kerfinu sem nær ekki annað eftirspurn. Við erum ekki með sérstök meðferðarúrræði fyrir konur og þeim fer fjölgandi núna í afplánun. Við þyrftum að gera það eftirsóknarverðara að vera edrú í fangelsi og þegar að fólk kemur til afplánunar það sé þá gerð með þeim svona markviss áætlun. Við eigum í rauninni að vera að gera það en við höfum ekki náð nógu vel utan það bara þar sem við erum að fá til að sinna því. Við höfum því miður þurft að forgangsraða sem að auðvitað eiga allir rétt á þjónustu sem að koma í afplánun. Við þurfum að vera með meira að vera að mínu viti, meiri virkni, við þurfum fjölbreyttari úrræði og virkni. Það er misjafnt hvað hentar fólki sem kemur í afplánun. Við erum að sjá mjög unga einstaklinga í afplánun sem að kannski finnst ekki gaman að vinna á trésmíðaverkstæði eða járnsmíðaverkstæði, bara svo einhver dæmi séu tekin. Að mínu viti þurfum að vera meira með svona hópfræðslu og meðferðir til þess að þétta hópsamfanga. Já, og bara kannski svona reyna að snúa þessu við einhvern veginn, að gera það, nota meiri umbun frekar en refsingar þegar þú ert komin í afplánun og reyna einhvern veginn að huga að hverjum og einum betur á einstaklingsgrundvelli. Það sem hefur kannski reynst okkur erfiðast, ég hef starfað sem félagsráðgjafi í 5 ár hjá Fangelsismálastofnun og það er alltaf þessi húsnæðisvandi sem við vitum svo sem öll af. Fólk er að ná miklum bata jafnvel og er að standa sig og nær undir sig fótunum í opnum úrræðum og hjá þráni að vernd, en svo er jafnvel ekkert sem tekur við og það er einhvern veginn alltaf þetta sem að að gera hlutin erfiðari og þarna þarf, ég bind mikla vonu við að Exit grípi það betur. Þannig að það er svona aðalega þetta, að hafa eitthvað við að vera, hafa fjölbreytni og að ná hverjum og einum betur. Ég mætti kannski þá aðeins bara næst beina spurningu til Matthías svona í framhaldi af þessu, því að nú hefur þú verið í geðheilsuteymi fanga, það var stofnað hvað fyrir 5 ár síðan? Tók til starfa 1. janúar 2020. 2020, þá talum við 5 ár síðan. Þið eru núna, það stendur til að það er verið að færa ykkur frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins yfir til Landspítalans. Hvað hefur þú séð bara af þessum 5 árum? Hvað er það sem þið voru að koma með inn í þá meðferð eða endurhæfingarstarf inn í fangelsunum sem var ekki áður til staðar? Við vorum náttúrulega svo sem að bæta úr þeim vanda sem hefði verið til staðar að bara geðheilbrigðisþjónusta hafði ekki verið nægilega öflug og sterk og stöðug í fangelsunum. Þannig að geðheilbrigðisteymi fangelsa kom einhvern veginn inn í ákveðið tómarum hvað það varðaði, en hins vegar hafði meðferðarsviðið Fangelsismálastofnunar verið að sinna mjög öflugu verki og við komum í rauninni til liðs við þau. Þannig að, en það er kannski þessi heilbrigðisvinkill og þessi geðheilbrigðisvinkill sem við höfum komið með. Svo höfum við líka komið með þá eða innleitt skaðaminnkun
vegna til dæmis ópíóða ánýtunar þar sem að við erum að vinna með þann vanda og draga úr þá því að einstaklingar til dæmis falli í fyrri neyslu mynstur. En ég tek alveg undir það sem að hefur komið hérna fram að til dæmis þegar við erum að vinna einhverju vinnu inn í fangelsunum að þá lendum við í vanda varðandi það sem tekur við. Það húsnæði, það heilbrigðisúrræði, það eru félagsleg úrræði og ég skil að vissu leyti fyrir lítið land að það sé ekki auðvelt að láta einhverju úrræði bíða en það þarf stundum vegna þess að það ótrúlega fyrirbyggjandi að eiga húsnæðisúrræði eða eiga einhvers konar heilbrigðisúrræði tilbúin sem fólk getur þá farið inn í sem að koma út úr fangelsum. Og það eins og við getum verið með fangelsi til þess að taka við fólki, okkur getum við ekki verið með úrræði eftir fangelsin líka. Takk innilega. Það er kannski Þóra því að Þóra kannski ekki í öfundsverðu hlutverki hér og hún raunar bæði náttúrulega sem mikla reynslu og starfa hjá Kópavogsbæ og þar áður held ég var Reykjavíkurborg að fá að tala kannski einhver leyti fyrir hönd sveitarfélagana hérna. Þannig að það sem verið að ræða hér, stýruna þessu hvað tekur við eða samstarf bara sveitarfélagana eða félagsþjónustunnar við Fangelsismálastofnun og við alla þá ólíku aðila sem eru að sinna þá fullnustu, meðferð, endurhæfingu þeirra sem hafa þá framið ofbeldisbrot eða önnur afbrot. Hvað þarf meira til þessi mjög einföld spurning? Já, þetta mjög einföld spurning. Takk fyrir hana. Það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að tala okkur sem við, en ekki við og þið. Það skiptir öllu máli og hvar við erum stödd í kerfinu og það ekki gott til árangus. En við hjá sveitarfélögunum, við reynum og eigum að mæta fólki þar sem það statt. Það þýðir ekkert að fara lengra heldur en þar sem fólki statt í dag. Það búið að koma inn á til dæmis bara grunnþarfir fólks þegar það til þess að sporna við ofbeldi eða bara til þess að komast á betri stað í lífinu. Og þá skiptir öllu máli fyrir okkur í sveitarfélögunum og sem félagsráðgjafi að valdefla fólk, að fólki finni tilgang með lífinu, fólki finni tilgang að gera eitthvað annað heldur en það sem hefur gert. Að fortíðin sé svolítið að baki og það sé einhver neisti, það að kveikja einhver neista, valdefla fólk, hlusta á það og ekki alltaf tala þessar hindranir. Það eru hindranir og við og þið og ríkið og sveitarfélögin og alls konar. Það endalaust og það búið að vera frá því að ég byrjaði sem félagsráðgjafi fyrir margt löngu síðan. En það ekki gott til árangus. Þannig að ég bara bind mikla vonir við exit-verkefnið og enn og aftur þetta samtal sem skiptir rosalega miklu máli og það má ekki heldur vera hindrun fyrir samstarfið þagnarskyldan. Við verðum einhvern veginn að halda áfram til árangus fyrir fólki sem við erum að vinna með. Því við erum fyrst og fremst bara að vinna með fólki, hvar sem það statt og það bara, við þurfum bara að stoppa þar. Við förum ekkert lengra heldur en þar en við viljum alltaf, við vitum að nám ber árangur, að koma fólki í nám, koma fólki í einhverja smávirkni. Hvernig eyðir það deginum? Og ég ekki að tala eitthvað að komast á einhver rosa vinnu, en bara hvernig eyðir það deginum? Og þannig spurjum við, bara hvað ert að gera? Vaknaru? Hvenær vaknaru? Allt þetta, bara algjörlega byrja á basic, en svo ætlum ég bara að segja því ég búin að tala kannski lengi að það rosalega mikilvægt að byrja að skima fyrir ofbeldi. Ekki vera hræddir við að spyrja fólk, hefur lent í ofbeldi? Hvenær var það? Eða hefur beitt ofbeldi? En fólk mjög hrætt við þetta líka og þetta svona, ef maður myndi segja já, hvað gerist þá? Hvað á ég þá að gera? Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli að taka af þessa hættu að spyrja eitthvað sem svolítið óþægilegt og kannski við fáum líka svolítið erfitt svar og alls konar sögu sem fylgir því. Og vita þá hvað við ætlum að gera við þegar fólk það sem fagfólk vitum við það. En það bara frumskoðun sem við þurfum þá að fara inn í og fylgja fólkinu þau skref sem þarf að stíga þar. Þá fá ég kannski aðeins bara Sædís hérna. Ég var nefnt á svona öðru hvoru við hana að Sædís eiginlega svona eins og gullið okkar hjá lögreglunni. Hún eina örfáum einstaklingur sem sérþjálfaður í notkun sérhæfðra áhættumatstækja hjá lögreglunni. Ég ætla eiginlega nánast að segja hversu sjaldgæf hún Þegar þú ert að heyra þetta sem að koma hérna fram eins og til dæmis varðandi annars vegar bara hvernig forgangsröðum málum þannig að við séum raunverulega beina kröftunum gagnvart þeir sem við teljum að mögulega séu hættulegastir séu líklegastir til þess að halda áfram að brjóta lög og fremja ofbeldisbrot
Líka síðan það sem kannski Þóra var að lyfta hérna, upp á það að þú hugsanlega ert með þessu upplýsingar eða Þóra er með þessu upplýsingar eða Matthías, en hvernig megum við miðla þessu á milli og vinna saman, jafnvel þegar manneskjan sjálf biður um hjálp? Já, það er bara frekar erfitt að vera skilgreind sem eitthvað gull lögreglunar og ég vona að ég standist undir væntingum. En já, fyrsta lagi varðandi forgangsröðun, að þá er það þannig einmitt, eins og þú nefndir hver er hættulegur, hvenær verður hættulegur. Og þá fer maður að hugsa, er það aðilinn sem beitir alvarlegast ofbeldinu eða beitir oftast? En vandamálið er líka, þú veist, við erum með hættulega einstaklinga út í samfélaginu sem eru hættulegir af því að þeir fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa að fá. Þú verður hættulegur ef þú ferð ekki úrræði sem þú þarft á að halda. Og já, varðandi sem búið að koma fram, ég tek alveg bara heilshugar undir með Karini og Matthías að við erum meðal annars í samstarfshópi og höfum verið lengi sem þetta hefur verið rætt. Að það er líka bara mjög bagalegt fyrir okkur hjá lögreglunni að því að við erum fólkið og okkar fólk sem þarf síðan að fara að hafa afskipti af þessum einstaklingum þegar allt er farið á versta veg. Og það er rosalega vont að vera í samstarfshópum, búin að vera í mörg ár og kannski einmitt eins og Matthías kom inn á að það versta við þetta er líka að við vitum alltaf hvenær aðili er að fara að losna út. Það er alltaf tímarammi á því að fer einhverjum í fangilsi og við vitum alltaf hvenær dagsetningin er. Þannig að þetta snýst ekki það að þetta sé eitthvað svona ég alltaf að koma okkur á óvart að allt í einu er nonni komin út. Við eigum að vita það. Þannig að þetta snýst það að geta unnið betur saman og svona varðandi út frá áhættu sjónarmiði, þá er það þannig að það eru ýmsir þættir eins og þið eru búin að koma inn á sem er kannski erfiðar að vinna með, til dæmis eins og vilji, innsýn og annað, svona innrænir þættir einstaklingsins. En það eru fullt af verndandi þáttum sem við getum haft bein áhrif á, eins og örugg búseta. Að það sé til meðferðarplan fyrir þessa einstaklinga þegar þeir koma út. Að það sé til úrræði fyrir þá og jafningastuðningur og alls konar þannig. Og þegar kemur síðan að upplýsingamiðlun og til ég veit að ég hef ekki mikinn tíma en ég geti talað það mjög lengi. En upplýsingamiðlun milli stofnana er helsti þröskuldurinn fyrir okkur til að vinna saman. Það er algjörlega þannig og ég vil fá að segja það bara að mér finnst við stundum þurfa að horfa í staðinn fyrir að við byrjum alltaf að horfa á það að hvernig eru lögin og hvað segja lögin, hvað megum ekki gera og þurfum við byrja að horfa á hvert er vandamálið, þú veist, hver er vandamál þessar einstaklinga sem við erum að díla við og hvernig getum við aðstóðs, hvert er markmiðið og ef að lögin er að vinna gegn því, ef við erum með lög sem vinna gegn því að við getum tryggt öryggi einstaklinga, þá erum við með gölluð lög og það þarf að breyta því og þannig að og líka sem hindra það að við getum unnið saman, þá er kerfið einhvern veginn orðið að einhverju sjálfstæðri veru sem að þú veist, lögin eru mannanna verk. Við hljótum að geta gert þau þannig að það sé hægt að þau vinni fyrir fólki. Takk. Hjalti, ég mætti kannski aðeins bara því að nú ert þú fangaprestur þjóðkirkjunnar og það sem verið að koma þá inn á það eitthvað leyti kannski spurningin svipa sem ég var að spurja varðandi Guðmund Inga og Agnar og snýra raunar að þessu samtali við og jafningastuðningur eða stuðningur við einstaklingar sem hafa fengið dóma og eru í fangelsum. Hvernig sér þú þetta hlutverk eins og fyrir að vera fulltrúi stærsta trúfélagslandsins og hvernig hafið þið verið að stíga meira inn í hvernig þið getur stutt við þá bæði þá sem hafa fram með afbrot en almennt bara fólk sem meira jaðarsett? Já, takk fyrir þessa spurningu. Og búið að ótrúlega gott að hlusta í allan dag nú þegar. Mér finnst svona eitt af því stærsta hlutverki sem ég er að fást við í mínum störfum, í mínum sálgæslu samtölum, er einmitt það sem að Sólveig kom svo vel inn á í fyriræstunum sínum. Það er að svipta skömm valdi sínu. Því að fái hún að verða svona það sem maður myndi kalla svona eitruð skömm, að þá mun hún halda áfram að eitra fyrir einstaklingin í eigin lífi og í lífi annarra
Þannig að mitt hlutverk er að skapa farvegi mitt þar sem að einstaklingur fær að ávarpa og tækifæri til að vinna með eigin reynslu heim. Bæði ofbeldi sem að hefur orðið fyrir, eins og ofbeldi sem að hefur beitt, svo maður nefni einhver svona dæmi. Og auðvitað vitum við líka bara hvað víðfeðm áföll geta verið oft sem margar birtingarmyndir. Og það sem að ég fæ kannski líka að gera oft í mínu starfi, og mér finnst mjög mikilvægt að leggja áherslu á það líka, að ég er fangaprestur þjóðkirkjunnar, sannarlega, og það er hluta minni faglegu sjálfsmynd að það er ábyrgðarhlutverk mitt að starfa á þvertrúarlegum basis. Það þýðir einmitt að mæta einstaklingum þar sem þau eru stödd og finna hvernig ég get orðið að liði með þá menntun og þá færni sem ég hef að vinna með einstaklingum með alla þrjár víddir tilverunnar sem er tengsl við okkur sjálf, tengsl við annað fólk og svo tengsl við þessa þriðju vídd sem fyrir sumum er Guð, önnur nota orð sem æðri máttur. Við getum jafnvel verið bara að hugsa tilgang, merkingu, eitthvað sem er algjörlega svona afhelgað, sem orði komast. Þannig ég er líka brúarsmiður inn í önnur trúfélög og önnur lífsskoðunarfélög og mér finnst bara, svo ég komi aðeins inn á það, en það sem ég líka fæ kannski að taka þátt í að gera, og það hérna hefur komið inn á líka mikilvægt þess að geta skapað samfélag og skapa hópa, er í mínu starfi þá fæ ég tækifæri til að stunda sem ég myndi kalla samfélagslega sálgæslu og sem er þá líka það að geta tala þemu og stef sem við erum fást við í tilverunni, til dæmis bara reiði og vera ekki einungis í direkt einn á einn samtali, heldur að tala þessi stef í almennara samhengi og skapa það vonandi vettvang þar sem fólk getur upplifað einmitt aukna samkennd og finna sig tilheyra. Svo ég fari aðeins hérna út í og það verðum að tala hérna leiðina og líka út að mér langar að bjóða okkur öllum að hugsa líka að þjóðkirkjan er lágþröskulda úrræði og það er kannski ekki oft talað þjóðkirkjuna á þann hátt en þjóðkirkjan er það og vissulega er hún ofta að starfa líka með verkefni sem er trúarleg en alls ekki endilega og í söfnuðum þjóðkirkjuna víðsvegar heim geta einstaklingar sem að kannski finna sig ekki endilega þörf hjá sér að sækja trúarlegt starf geta fundið ýmislegt samfélagslegt starf eigi að síður sem er í boði og það sem að verkefni sem ég sé að er núna framöndan er að kortleggja með auknum mæli hvað úrræði er í boði söfnuðum landsins sem er all land og eins, bara almennt hvernig er betur hægt að mæta einstaklingum og styðja við áfram því að ég þurfti ekki að starfa lengi sem fangaprestur til því miður að upplifa það að hitta einstaklinga aftur og aftur sem að koma inn og það sem að mér þykir ekki síst sárt er að sjá að þeim einfaldlega líður miklu betur inni heldur en þarna úti og það segir mér að við sem samfélag sem að glíma við vanda sem við þurfum að hjálpast öll að saman ég tek undir það stef sem hefur sagt þetta getum við bara saman í einhverju góðri viðhugsun. Takk innilega. Takk tíma okkar búinn. Takk hella fyrir. Takk hérlega fyrir þetta. Mjög gott samtal sem við áttum þarna. Næstur hingað upp á svið er gamall nemandi minn úr lögregluskólanum og hann er orðinn lögreglustjóri á Austurlandi. Tókst bara ágætlega held ég menntun mín á sínum tíma. Hann verður að svara því. En Kristmundur Stefán Einarsson, hann ætlar að fjalla nálgunarbann, brottvísun og ákvörðun ákæru og verndarúrræði og framkvæmdin í reynd. Gjörðu svo vel, Kristmundur. Takk fyrir góð orð, Guðmundur, og kynna mig til leiks með þessum hætti. Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Kristmundur Stefán og er lögreglustjóri á Austurlandi og það er gott að sjá ykkur og gaman að vera með ykkur í dag á þessum mikilvæga vettvangi sem við erum hér í dag. Ég ætla að fjalla
nálgunarbann og brottvísun. En ég hef unnið með þann málaflokk í rúmlega 8 ár í fyrra starfi mínu sem ákærandi hjá embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og svo einnig núna í starfi lögreglustjóra. Þannig hef ég reynslu af því að taka ákvörðun um nálgunarbann og brottvísun og allt sem að því fylgir, svo sem að vega og meta lagaskilyrðin, nauðsyn, tryggja eftirfylgni og viðbrögð við því þegar nálgunarbann er brotið, svo eitthvað sé nefnt. Ég ætli í þessu erindi mínu fyrst og fremst að fjalla um mína eigin reynslu af því að vinna í þessum málaflokki og velta annars vegar upp hvað er vel gert og hins vegar hvað við getum gert betur. Ég ætla að leggja minni áherslu á skilgreiningar, lagaskilyrði og lagatæknilega atriði við beitingu nálgunarbanns og brottvísunar. Ég vil byrja á því að rifja upp að árið 2000 var nálgunarbann fyrst innleitt í lög hérlendis og árin 2008 og 2011 var innleidd sérstök löggjöf hvað þetta varðar. Nálgunarbann á Íslandi er því ekki eldra heldur en 26 ára og við getum öll verið stolt af því að hafa stigið það skref að innleiða þetta úrræði í okkar löggjöf til þess að auka vernd og öryggi brotaþola. Fjölda margar ákvarðanir eru teknar á ári hverju nálgunarbann, flestar þeirra á grundvelli beiðni brotaþola en sumar eru þó teknar að frumkvæði lögreglustjóra eða ákæranda á hans vegum. Sjálfur tók ég eina slíka ákvörðun fyrir nokkrum vikum síðan fyrir austan. Hér á skjánum má sjá fjölda beiðna um nálgunarbann síðustu 8 árin. Ég tel það vera ákveðið umhugsunarefni að beiðnum virðist vera að fara fækkandi síðustu 3 árin og það er vert að velta því upp hver skýringin á því sé. Það er að segja hvort að þörfin fyrir nálgunarbann fari minnkandi eða hvort að brotaþolar séu í minni mæli að óska eftir þessu verndarúrræði. Þessar tölur eru auðvitað með þeim fyrirvara, inn í þeim er ekki sá fjöldi nálgunarbanna sem að tekin er að frumkvæði lögreglustjóra og hér er þá sem sagt eingöngu um að ræða beiðnir um nálgunarbann. Ég hef í störfum mínum síðustu ár meðal annars unnið með heimilisofbeldismál og umsáturseineltismál, auk fjölda annarra mála vissulega og ég hef á þessum vettvangi unnið fjölda nálgunarbanna og brottvísana af heimili á þeim vettvangi. Mín reynsla er sú að flestir sem sæta nálgunarbanni virða bannið og hætta háttseminni, líka eftir að nálgunarbann rennur sitt skeið. Þetta er afar ánægjulegt að upplifa fyrir okkur sem að vinnum að þessum málaflokki og undirstrikar það hversu áhrifaríkt og gott úrræði nálgunarbann er. Allir sem hafa komið að því að innleiða og framfylgja nálgunarbanni, svo sem löggjafinn, lögregla, ákærendur og fleiri aðilar, mega vera stoltir af því hversu vel úrræðið er að virka, sem er fyrst og fremst afrakstur góðrar löggjafar og fagmennsku við framkvæmdina. Það er hins vegar svo að reglulega koma upp tilvik þar sem gerendur láta sér ekki segjast með þessu yfirvaldsboði sem að nálgunarbann er og halda uppteknum hætti, svo sem áreiti, ónæði, hótunum, ofbeldi, birtast innan þess svæði sem nálgunarbann hefur meinað þeim aðgang að, svo eitthvað sé nefnt. Áreiti sem þetta hefur oft staðið yfir í fjölda ára og það er jafnvel dæmi um áreiti gerandi meira en áratug. Þessi tilvik hafa reynst erfið úrlausnar og þrátt fyrir góða löggjöf og starfsfólk í kerfinu sem er alltaf vilja gert, þá hefur ekki tekist nægilega vel að tryggja vernd og öryggi brotaþola í þessum tilvikum. Við höfum heyrt frásagnir margra brotaþola sem búa við ótta og búa við óöryggi vegna háttsemi geranda í þessum tilvikum og það eru dæmi um að brotaþolar hafi neyðst til þess að flytjast búferlum, jafnvel landshorn á milli, í þeim eina tilgangi að flýja gerandann. Og einhverjum tilvikum hefur það ekki einu sinni dugað til að stöðva gerandann. Það eru meira sett til dæmi það að gerendur reyna að ryðjast inn í kvennaathvarfið til að nálgast brotaþola. Og það er gríðarlega mikilvægt að við sem samfélag gerum allt sem við getum til að tryggja öryggi og vernda brotaþola en ekki að setja það á þeirra herðar svo sem með tilneyddum búferlaflutningum og þess háttar. Ógnar ástandið sem brotaþolar búa við verður að laga með öllum tiltækum ráðum.
Eitt af því sem ég hef rekist á í störfum mínum það að menn sem að sæta nálgunarbanni sæta nánast engu eftirliti á meðan banninu varir. Þannig nánast eingöngu treyst á það að viðkomandi hlýði banninu án þess að yfirvöld fylgi banninu eftir með góðu eftirliti. Þannig tekst mönnum í nálgunarbanni að brjóta gegn banninu án nokkurra viðvörunar til lögreglu og í sjálfu sér það lagt á herðar brotaþola að óska aðstoðar í hvert einasta skipti, hvert einasta tilvik sem að brotaþoli verður þess áskynja að sé brotið gegn nálgunarbanni. Rafrænt eftirlit myndi hér skipta sköpum, það að segja hið svokallaða ökklaband, hvar hægt væri þá að fylgjast rafrænt með því hvort maður í nálgunarbanni fari á það svæðis þar sem að honum meinaður aðgangur. Þetta myndi ekki bara veita gerandunum aðhald við að hlýða banninu, heldur líka flýta viðbragði lögreglu þegar brot yfirstandandi og þannig tryggja öryggi brotaþola mun betur en gert í dag. Rafrænt eftirlit líka til þess fallið að stórbæta sönnunarstöðu mála þegar brot gegn nálgunarbanni og mín reynsla sú að sönnun tekst ekki í stórum hluta þessara mála, til dæmis eru sjaldan vitni eða öðrum sönnunargögnum til að dreifa og því oft eingöngu að ræða orð gegn orði sem einfaldlega nægir ekki til sönnunar sekt manna í okkar samfélagi. Það gríðarlega mikilvægt að í nálgunarbanni felist varnaðaráhrif, þannig að sá sem því sætir sjá ekki möguleikann á því að brjóta gegn banninu án afleiðinga. Rafrænt eftirlit myndi á nokkurs vafa auka uppljóstrunartíðni þessara brota og hafa fælingarmátt í för með sér. Það sem líka til þess fallið að auka varnaðaráhrif þyngd refsinga. Refsingar fyrir brot gegn nálgunarbanni eru vægar, en gerendur hafa verið dæmdir til greiðslu sektar eða stuttra skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar fyrir slík brot. Og mig rekur ekki minni til þess að brot gegn nálgunarbanni hafi leitt til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar og í ljósi þess eru til dæmis skilyrði til þess að taka mann úr umferð með gæsluvarðhaldi ekki uppfyllt. Nálgunarbann, þetta yfirvaldsboð sem formlega kynnt geranda að undangenginni ólíðandi háttsemi viðkomandi, auk þess sem vægari úrræði hafa verið reynd. Þannig hefur talsvert meðalhóf átt sér stað áður en að menn eru dæmdir til refsingar fyrir slík brot. Ég tel að það megi skoða það af fullri alvöru að refsingar fyrir þessi brot séu þyngri með hliðsjón af þessu og það ásamt hærri uppljóstrunartíðni klárlega til þess fallið að hafa aukin varnaðaráhrif. Við ákvörðun nálgunarbann það skilyrði að vægara úrræði hafi verið reynt. Í framkvæmd hefur það þróast þannig að sakborningi boðið að skrifa undir yfirlýsingu, svokallaða Selfossleið, sem að efni til sambærilega nálgunarbanni en hefur þó þann mun að brot gegn yfirlýsingunni hefur ekki afleiðingar aðrar en þær að vægari úrræði eru þó fullreynd. Ég tel tilefni og mikilvægt að skoða það alvöru að yfirlýsing sem þessi sé lögfest með nákvæmari hætti en undir hefðbundnum formerkjum almenns meðalhófs og að brot gegn yfirlýsingunni varði geranda refsingu, þá mögulega vægari refsingu heldur en brot gegn nálgunarbanni. En það mín reynsla að menn eru mun líklegri til þess að brjóta gegn yfirlýsingunni heldur en nálgunarbanni. Og spila þar mögulega inn í að það varðar ekki refsingu að brjóta gegn yfirlýsingunni. Hvað framundan? Það eitthvað spennandi framundan. Fyrir nokkrum mánuðum var lagt fram frumvarp á Alþingi til breytinga á lögum nálgunarbann, hvar meðal tillagna að innleiða rafrænt eftirlit með ökklabandi. Ég fagna þessu frumvarpi og óska þess að frumvarpi ná að verða lögum svo að tryggja með öryggi og vernd brotaþola með enn betri hætti en gert í dag. En eins og ég sagði hér í upphafi þá verið að gera gríðarlega góða hluti í þessum málaflokki og grettistaki verið lyft síðustu ár og áratugi í viðbrögðum hins opinbera við ofbeldi, heimilisofbeldi, umsáturseinelti og þess háttar mála. En það breytir því ekki að við verðum að horfa fram á veginn og ávallt stefna því að gera gott betra. Og ég ætla að láta það vera lokaorðin í þessu erindi mínu hér í dag og með baráttu kveðju gegn glæpum í landinu þá þakka ykkur öllum fyrir gott hljóð.
Takk fyrir þetta, Kristmundur, fyrir þessa góðu yfirferð og takk fyrir að koma mér á bara tíma í dagskráni. Þannig að 11:15 er klukkan og næst hingað upp í pontu er kollegi minn, Dr. Hildur Fjóla Antonsdóttir, lektor í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. Hún ætlar að fjalla hvað sé réttlæti í huga þolenda. Gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir komið. Hæ, komið sæl. Já, Hildur Fjóla heiti ég og ætla að fjalla í mjög stuttu máli réttlæti út frá sjónarhóli þolenda kynferðisofbeldis. Og ég mun aðallega vera að vísa hérna í rannsóknir sem byggja það á reynslu þolenda kynferðisbrota en auðvitað má einhver leyti líka yfirfæra þetta yfir á annað ofbeldi og þá sérstaklega ofbeldi sem einkennist af nánd og valda mismunun. Og ég er hérna, titluð sem lektor í lögreglufræði sem ég sannlega er en er alltaf að tala hérna í dag sem réttarfélagsfræðingur sem er minn bakgrunnur. Í fyrsta lagi ætla ég aðeins að koma inn á bara hvað er réttlæti fyrir þolendur kynferðisofbeldis, hvað rannsóknir hafa verið að segja svolítið ítrekað það. Og svo ætla ég að koma aðeins inn á ólíkar sönnunarkröfur og hugtakið refsiréttarreki sem ég ætla að kynna fyrir ykkur. Og koma svo aðeins inn á fjárhagslegar bætur, geta peningar bætt fyrir ofbeldi og svo í lokin uppbyggilegir réttvísir, ástæða til að þróa slík úrræði frekar. Hvað er réttlæti í hugum þolenda? Þetta hefur verið í auknum mæli held ég í umræðinni, aukin vitund þetta. Þetta skiptir virðingin ofsalega miklu máli, þessi komið fram við þolanda virðingu, að viðkomandi fá tækifæri til að veita og fá upplýsingar meðferð máls, í hvaða farvegi það er, hvort að það sé óformlegum farvegi eða formlegum. Að hafa rödd að þolandi fái að segja frá því sem gerðist með eigin orðum og að viðkomandi fái tækifæri til að hafa eitthvað það að segja, hvernig staðið er að meðferð málsins og aftur þá sama á hvaða vettvangi það er. Og svo er það viðurkenningin, þessi langþráða viðurkenning sem er ekki endilega ekki sjálfsögð, allavega í kynferðisbrotamálunum, að hlusta sig á frásögn þolanda og henni tekið alvarlega og trúanlega. Og svo er að tilheyra að þolanda sé veittur persónlegur, félagslegur og fjárhagslegur stuðningur og finni það að það sé staðið með viðkomandi. Og svo er það ábyrgðin sem mikil eftirspurn eftir en kannski lítið framboð, að manneskja sem framdi ofbeldið iðrist, biðjist einlæglega afsökunar á gjörðum sínum og taki ábyrgð á þeim á þýðingarmikinn hátt. Og það er mikilvægt að hafa í huga hér að þó að í huga sumra brotaþola skipti fangelsis sakfellisdómur og fangelsisvist máli, að þá er það alls ekki iðulega lykilatriðið. Lykilatrið er að fá fram þessa iðrun og þessa einlæglegu afsökunarbeiðni. Þannig að og við vitum það náttúrulega þó að fólk sé dæmt í fangelsi þá þýðir það ekki náttúrulega þess að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Þannig að það er þessi ábyrgð sem fangelsisvist náttúrulega tryggir ekki. Þannig að það er ekki endilega fókusinn hér. Og svo er það forvarnir að koma í veg fyrir að manneskjan sem framdi ofbeldi beiti fleira fólk ofbeldi og að umbreyta samfélaginu þannig að kynferðisofbeldi eigi sér ekki stað. Og það er náttúrulega oft ástæðan fyrir því að við vitum það eins og í kynferðisbrotamálunum að það eru mjög fáir sem leita til dæmis til lögreglu að kæra eða tilkynna brot og þeir sem það gera iðulega segja að þeir hafa verið að gera það til þess að tryggja að vernda aðra en að koma í veg fyrir frekara ofbeldi. Svo ætla ég að koma hérna aðeins inn á ólíkar sönnunarkröfur sem er kannski mikilvægt að hafa í huga. Það er alltaf iðulega að tala að þessi lítið bein sönnunargögn að kemur að kynferðisofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Þó iðulega sé eitthvað óbein sönnunargögn og því skiptir sönnunarkrafan og sönnunarmatið mjög miklu máli sem er notað. En hún getur náttúrulega verið mismunandi eftir í hvað réttar eða réttlætisferli við erum að nota og nú er kannski orðin meiri vitund ólíka leiðir. Við erum með refsiréttin í fyrsta lagi, þess að háa sönnunarkröfu, hafið við skynsamlega vafa og ég vona nú að lögfræðingarnir hér fyrirgefi mér fyrir að setja hérna prósentur á, það er ekkert endilega vinsælt.
að það sé svona þessi 95-100% bara vissa að það sem hafi átt sér stað hafi sannlega sé brot á lögum og það sé hægt að sanna ásetning og svo framvegis. Og svo það skaðabótarétturinn, einkamál eða gjafsókn, það nú frekar lítið notað hér á landi, en það sem sagt í boði, eða það hægt að sækja gjafsókn á þeim grunni ef þetta kynferðisbrotamál eða heimilisofbeldismál. Og í skaðabótaréttinum erum við náttúrulega með þessar líkur, meiri líkur en minni, sem þessi venjulega sönnunarkrafa, það bara 50,1% meiri líkur á að eitthvað hafi átt sér stað, eða þá afar líklegt sem er þessi örlítið hækkaða sönnunarkrafa. Og þannig er að tala það ef að máli varðar háttsemi sem gæti fallið undir hegningarlög eða eitthvað slíkt, að þá er hækkuð sönnunarkrafa. En annars skilst mér nú að hér á landi, nú ég ekki með lögfræði bakgrunn, en mér skilst nú á lögfræðingum að sönnunarréttur sé ekkert mjög þróaður í íslenskum rétti og íslenskri lögfræði, ólíkt kannski víða annars staðar. Norðmenn eru með þetta mjög skýrt til dæmis, á meðan við erum kannski meira með þetta í praxís dómaframkvæmd. Nú svo erum við náttúrulega með þessa sérstæku löggjöf, svo sanngirnisbæturnar, þegar við erum með þessi mál, náttúrulega þessi fyndumál, þar sem ríkið tekur ábyrgð eða er ábyrgt, og allavega hingað til hefur verið að setja þessa sérstaka löggjöf utan þetta, og hérna náttúrulega kemur upp í hugan Bakkakotsmáli sem það næsta mögulega mál sem við erum að vinna með þessum hætti. Nú þá er þessi almenna krafa meiri líkur en minni séu á því að ill meðferð hafi þá viðgengist. En svo er það vægari krafa fyrir einstaklingar sem ætla þá að sækja sér bætur. Og þá er henni nóg að það sé nægilega í ljós leitt að viðkomandi hafi verið beittur illri meðferð eftir að búið er þá að skilgreina það. Nú svo er það stjórnsýsluréttur, þá erum við með fagráðin og kvörtunarferli á vinnustöðum og svo framvegis, og það er hérna reglugerð 1009 frá 2015 sem það kannast örugglega við. Reglugerð aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, og þar er talað að í rauninni rökstuddur grunur sé nóg til þess að taka þá einhverjar ákvarðanir. Og rökstuddur grunur þá er ekki sterkur grunur, heldur rökstuddur grunur, og þá þarf stuðning í gögnum eða vitnum. Nú svo er það uppbyggileg réttvísi sem ég ætla að koma aðeins betur inn á á eftir, og það er náttúrulega allt annað hugmyndakerfi og allt annað viðmiðunarkerfi. En það er nú hugmyndin sú að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu ætlar í rauninni að gangast við því. Allavega ef á að halda fund með báðum aðilum eða eitthvað slíkt, að það sé þá liggja alveg ljóst fyrir að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu ætlar að gangast við því. Nú svo er þetta hugtak hérna refsiréttarreki. Þetta er nú mín tilraun að þýða á íslensku hugtak á ensku sem heitir Criminal Justice Drift, og var hérna coined af Cohen og Monroe sem var að gera rannsóknir í Bretlandi á svona fagráðum og kvörtunarferlum í háskólum í Bretlandi. Og þeirra rannsóknir hafa sýnt fram á að gefa til kynna að það sé ákveðin hætta á því að viðmið sakamálaréttarfars geti litið meðferð kvartana kynferðisofbeldi og kynferðislega áreitni sem bornar eru þá fram á öðrum vettvangi. Og það gefa dæmi þetta, til dæmis að vera að styðjast mögulega við hærri sönnunarkröfu heldur en á að vera að styðjast við, eða þá að reiða sig á lögfræðilega ráðgjöf sem miðar þá við sakamálaréttarfari kemur að rannsókn og sönnunarmati. Og kannski önnur nálgun á andmælaréttin, að það hafi verið að meðhöndla andmælaréttin sem vörn gegn sakfellingu í staðinn fyrir að andmælarétturinn eigi að aðstoða aðila að fá rétt á upplýsta ákvörðun. Og eins líka að ákveðið hik við það þá að taka ákvarðanir brot á reglum og því svolítið rugla saman við það að hræðsla við að ákvörðunin geti einhvern veginn fungera sem svo að það sé verið að segja svo sekt í sakamáli. En okkur skortir nú rannsóknir á Íslandi til þess að vita hvort að þetta sé eitthvað sem við erum að eiga við hér á landi, en örugglega mikilvægt að hafa þetta í huga og velta þessu fyrir sér.
Og svo svona spurning hvort að við sjáum ákveðið dæmi refsiréttarreka í umræðinni, að svona eftir að þolandi fór að tjá sig opinberlega reynslu sína og nefna gerendur á nafn, að þá sjáum við hvernig umræðan fór að hverfast hugtök eins og slaufunarmenning og ærumissir, að vera jafnvel dæmdur að tekin af lífi án dóms og laga, dómstól götunar og svo framvegis. Og þannig má maður sjá svona hvernig samfélagsleg umræða kynferðisofbeldi tekur svona mið af hugsunarhætti refsiréttarins. Við erum öll svolítið með svona refsiréttin í kollinum þegar við erum að ramma þetta inn. Jafnvel þegar erum að ræða tjáningu utan þess kerfis. Og við þetta náttúrulega getur athyglin færst svolítið frá reynslu fólks á ofbeldi yfir í spurningar málsmeðferð og réttindi sakar og svo framvegis. Þannig að einhvern veginn þurfa að ná að halda utan öll þessi svona ólíku kerfi og ólíku viðmið, Nú ætla aðeins að koma inn á fjárhagslegar bætur. Þolendur kynferðisbrota hafa oft tvíbent viðhorf til fjárhagslegra bóta og þá nú við kannski við þolendur ofbeldisbrota yfir höfuð bara almennt. Afleiðingarnar geta náttúrulega verið mjög miklar, tekjumissi vegna fjarvista frá vinnu, hlé eða brotthvarf úr námi, sálfræðimeðferð, sjúkraþjálfun, endurhæfing, örorka jafnvel, skert lífsgæði af völdum kvíða, þunglyndis, endurupplifana martraðna, ádraskana sjálfsvígshugsana og sjálfsvígstilrauna og svo getur þetta haft náttúrulega djúpstæð og mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd og samskipti við ástvini. Og svo eins og við höfum séð til dæmis bara í bakkakotsumræðinni að sumir deyfa sársauka með vímuefnum og geta jafnvel leiðst út í afbrot. Þannig að afleiðingarnar geta verið mjög kostnaðarsamar en svona skaði, miski og þjáning náttúrulega svona verufræðilega annars eðlis heldur en fjárhagslegt tjón. Og þess vegna svona fátt svör náttúrulega hjá okkur þegar við erum að spyrja hvers virði líf í peningum, hvers virði nauðgun, hvers virði ofbeldi. Og við þekkjum það að þetta náttúrulega passar ekkert saman við fjárhagslegar bætur. En bæturnar geta náttúrulega samt falið í sér svona táknræna viðurkenningu sem getur skipt fólk mjög miklu máli, en kemur samt svona að mjög takmörkuðu leyti svona mætir réttlætis svona hagsmunum þolenda að mjög takmörkuðu leyti. Svo hérna í lokin bara aðeins uppbyggilega réttvísi ég komið með rauða spjaldið. Heyrðu, það hérna restorative justice og bara minna á það ekki náttúrulega sama og sáttamiðlun. Ég hugsa að við hérna inni náttúrulega vitum það. Það þarf að liggja fyrir að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu ætla að taka ábyrgð á því, að sé ekki verið að semja það hvort að ofbeldi hafi átt sér stað eða valdið skaða, það liggi fyrir. Þetta náttúrulega þarfnast töluvert undirbúnings, hitta aðila í sitthvoru lagi, mögulega framkvæma öryggismat, stilla væntingar áður en aðilar ákveða hvort það eigi að hittast á fundi. Oft úrræði sem tengt réttarvörslukerfinu, mál sem eru þá líkleg til sakfellis og ekki mikið kannski kynferðisbrotamálum sem eru þannig. Og þess vegna svona óvíst hver hvati sakborninga til þátttöku oft. Nú rannsóknir sýna að þolendur verða oft fyrir vonbrigðum með getu eða svona ætlun gerenda til þess að taka ábyrgð og hér á landi þetta notað í málum þar sem sakborningar til dæmis ósakhæfir sökum aldurs, stafrænum kynferðisbrotum, blygðunarsemisbrotum og fleiru. Þannig að spurningin hvort þessi ástæða til að koma upp slíku verkefni óháð réttarkerfinu og það hefur nú verið vísar að því eins og hjá Domus Mentis geðheilsustöð þar sem slíkt í boði. En þá komum við fljótt að spurningunni hver hvatir fyrir gerendur að taka ábyrgð og þá skiptir máli að við sem samfélag tökum þessar frásagnir mjög alvarlega vegna þess að annars myndast ekki þessi samfélagslegi þrýstingur þar sem gerendur upplifa að þeir þurfi að taka ábyrgð. Og slíkt verkefni þyrfti að vera unnið og þróað í nánu samstarfi við þolendur og talsmenn þeirra og aðilar sem miðla í slíkum málum verða þá að hljóta sérstaka þjálfun og hafa skilning á kynferðis- og kynbundnu ofbeldi og valdamismun. Nú, ég búin. Bara hérna að vísa í það sem Unnar Þór Sæmundsson, einn af bakkakotsmönnunum, sagði í Kveik. Það ekki rétt að kerfi hafi brugðist, það var byggt svona. Kerfi virkaði nákvæmlega eins og kerfi átti að virka. Það var eftirlit samkvæmt kerfinu, það fór allt fram samkvæmt reglum. Boðaðar heimsóknir, pappírar, greiðslur, hvað fór úrskeiðis. Og þetta myndi mig svolítið á umfjöllun Judith Herman sem bandarískur geðlæknir og fræðimaður og hefur haft mjög mikil áhrif á rannsóknir á áfallastreitu og kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi. Og hún talar einmitt þetta
Það skiptir raun ekki máli hvað réttlætisferli er beitt ef að samfélagsleg viðmið mótast af svona feðraveldis hugmyndum og almenn viðhorf til slíkra brota eru enn tvíbent eða mótsagnakennd. Takk fyrir. Sæl Guðný, takk kærlega fyrir að gera þetta. Ég held að koma hér og eiga þetta samtal, ég held að við eigum að skiptast kannski á mikrofónum en okkur annar hérna hjá við hliðina á þér. Nei. Já. Gjörðu svo vel. Takk. Þú hlusta hérna einmitt á Hildi Fjólu og hún er að fjalla sérst þetta einmitt bara hvað þolendur telja réttlæti vera. Og ég baði að koma hér vegna þess að ég veit að þú þekkir þetta sérst bæði persónulega og svo náttúrulega í gegnum starfið sem stjórnarformaður vitundar. Og þá kannski bara ég fæði að spyrja annars vegar bara það sem hún er að segja og þitt svar kannski við þessu, hvað er það sem þolendur þurfa að á að halda til að finna til til réttlætis, stórt hugtak. Já, þetta er auðvitað gríðarlega stór spurning og réttlæti lítur mismunandi út fyrir mismunandi þolendum og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að tökum svolítið með því en það sem ég heyri svona oftast í þessari umræðu er einmitt ábyrgðin að gerendur taki ábyrgð en það sem að við getum auðvitað ekki þvingað fólk til að taka það sérstaklega ábyrgð að þá finnst mér líka mikilvægt að skoða til þess að sérstaklega fyrir fólk sem kærir að öll sem koma að málum brotaþola í gegnum kæruferlið eða ferlið sjálft á einhverju leyti að það sé að hlusta, það sé að taka mark af þolandanum og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að þau finni til ábyrgðar vegna þess að ef að eitthvað fer úrskeiðis í meðferð málsins í réttarvörslukerfinu eða einhvers staðar annars staðar þá getur það skila sér í að þolandinn sjálfur ber þungan af því og fær ekki réttláta málsmeðferð. En það sem hún til dæmis kom hérna inn á, að það er svo sjaldgæft að, sérstaklega tölum til þessum kynferðisbrotin, að ég held að það hefði verið rannsókn sem Hildur Fjóla og hvort það sé núverandi dómsmálaráðherra stóða að það kom svo fram að það var svo sjaldgæft, sérstaklega í kynferðisbrotunum, að það væri nokkur sem viðurkenndi sök. Og þannig að hvernig er þá hægt að bregðast við því, annars er eins og við tölum að fá mál sem er tilkynnt til lögreglunnar, það er þá í framhaldinu að þá væntanlega fá mál sem við erum að fá sakfellingar í, jafnvel eins og að kannski kemur eitthvað upp á í málsmeðferðinni eins og ég veit að þú þekkir til, þannig að hvað teldur þú til þess að það þyrfti að bæta til þess að setja bregðast betur við þessu hugtaki varðandi réttlæti, þessi hugmynd sem Hildur Fjóla kom hérna inn á eða ertu með eitthvað annað sem þú verður að benda á? Sko ég er alveg hrifin af hugmyndinni af restorative justice og ég held að í einhvern tilfellum muni það mjög vel eiga við en ég hef líka alveg talað mjög mikið það að mér finnst mjög mikilvægt að við sem að skoða allt kerfið okkar frá grunni. Það er fólk sem vinnur innan kerfisins og kerfið er bara fólk. Og við þurfum að fara að líta þetta miklu mannlegri augum og eins og Hildur Fjóla var að benda áðan hvað varðar eins og sönnunarbyrði og því líkt að það miður þá erum við með mjög gamaldags viðhorf innan kerfisins sem að skila sér í því að þolendur fá ekki réttláta málsmeðferð. Þannig að ég held sko að ef við gætum bara reynt að líta á þetta öðrum augum, við erum alltaf að horfa það að það er cirka bát 78% líkur að því að málið er fellt niður eða fær ekki áheyrn dómstóla og við þurfum að breyta þessu og hvernig við breytum því er með því að breyta viðhorfi gagnvart þessu brotum, við verðum að viðurkenna vandann, við verðum að viðurkenna hvað þolendur eru að segja og við verðum að taka þessi mál miklu alvarlegar. En nú er það þannig að bara svona undanfarna árum eins og við komum hérna líka eins fram að það hafa verið gerðar verulega breytingar og við höfum séð að það er kannski ekki eins mikil fjölgun tilkynninga eins og við höfum viljað sjá þegar kemur að kynferðisbrotunum. En þegar bara varðandi eins og það ábendingar sem þú væri til þess að því að hér eru fjölmargir og eins og ég sem starfa innan lögreglunnar og við vitum að það er búið að vera mjög mikil vinna í því að hvernig við höfum farið yfir ferlana hjá okkur, það að stytt málsmeðferðartímana
breytt til dæmis bara skýrslutöku þjálfun lögreglunar, hvað meira myndir raun að þurfa til og jafnvel þá eins og þú veist sem hún var að nefna hér, eigum bara að tikka í þau box sem til dæmis Hildur Fjóla var að koma inn á. Þú hefur talað það að það þurfi kannski einhvers konar umboðsmann þolenda ef ég heyrti vera að nefna. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Sko í draumheimi, ef ég mætti ráða, þá að sjálfsögðu værum við með það sem ég myndi kalla einmitt umboðsmann þolenda eða málastjóra. Og það svona verkefnið það sem ég sé fyrir mér að það eitthvað utanumhald varðandi brotaþola, bara bæði varðandi réttindi brotaþola, úrræði og hvernig ferli virkar. Vegna þess að eins og þetta lítur út í dag, það það mjög þannig að þú kemur bara inn og segir þetta kom fyrir mig, skýrslan tekin og svo í raun og veru gerist ekki neitt. Og ég bara skólabókadæmi manneskju sem fékk ekki réttláta málsmeðferð sem hefur verið viðurkennd af ríkissaksóknara. En ég ber bara þungan af því. Það ekkert sem gerist. Ég fæ ekki endurupptöku máls og allt sem fór úrskeiðis í rauninni ekkert hægt að laga eftir á. Þannig að ef ég tek bara sem dæmi að árið 2022 þá var lögunum breytt þannig að brotaþolar eiga rétt að fá allar upplýsingar úr sínu máli, það að segja skýrslutökur. Og leið og lögin breyttust, að ég kærði þarna 2021 og leið og lögin breyttust og það baði ég þessar upplýsingar og bæði í gegnum réttargæslumanninn minn og sjálf og í gegnum allar mögulega leiðir, í þjónustugáttina og allt og ég fékk þessar upplýsingar ekki og ég fékk þar ekki fyrir en mál mitt var fellt niður 2 árum seinna og það þú veist, ef eitthvað sett á pappír að það séu verklagsbreytingar, að það séu breytingar þannig að þær eru til hagsbóta brotaþolum að þá þarf að fylgja því eftir. Það þarf að teika í öll bóksin og það þarf að sjá til þess að öll sem koma að þessum málum að þetta ekki bara málsnúmer, þetta ekki bara enn eitt málið, þetta fólk. Þannig að ég held að það sé minn aðalpunktur að þó að við sjáum verklagsbreytingar í þessi stað eða eitthvað slíkt að það þurfum við alltaf að halda utan hvert einasta mál. Takk innilega fyrir þetta. Ég verð kannski að vera smá játningu núna, að ég held að þú hefur verið í viðtali sem ég sá hérna fyrir ekki löngu síðan, að nú það þannig að við hjá lögreglunni höfum fengið mikla gagnrýni eins og þú ert að tala hér sem snýrun að því að við séum ekki að hlusta nægilega á sjónarmið þolenda. En að einhverju leyti höfum við verið að heyra kannski meira undanfari það að við séum jafnvel búin að ganga of langt. Hvernig myndirðu bregðast við því? Ég held ég þyrfti bara að fá meiri upplýsingar hvað að ganga of langt, en ég held og það ég ætla ekki að segja það auðvitað fullt af góðu fólki innan lögreglunar og það hefur verið að vinna mjög gott starf að mjög mörgu leyti. Hins vegar þá það bara þannig að hver einustu mistök sem eiga sér stað í einhverju máli hafa bara svo ofboðslega afgerandi afleiðingar og ég held að það sé bara eitthvað sem við megum ekki horfa upp á. Bara ég ætla að fá að þakka þér kærlega fyrir þetta og líka síðan að bara fá að þakka þér fyrir að vera hér en það líka að fá kannski að segja fyrir hönd okkar einmitt sem störfum og lögreglunar að það ekkert endilega kannski alltaf auðvelt að heyra gagnrýnina en ég held að við þurfum að horfa og taka það orðið í sundur og þetta sé rýni til gagns, þannig að takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Takk Guðni fyrir að deila þessu með okkur og þetta voru stórar spurningar sem var verið að svara hér. Hvað réttlæti í huga þolenda? Það álitið spurning sem á að svara hérna næst. Taktu skrefið, hefur þú áhyggjur að kynferðislegri hegðuninni? Og þeirri spurningu ætlar Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá Taktu skrefið að svara. Gjörðu svo vel, Anna. Já, góðan daginn. Það alltaf erfitt að koma upp og kannski ræða mál af þessum toga og eftir svona mikilvægri umræðu sem við heyrðum hérna áðan stöðu og upplifun brotaþola. En að því við erum að horfa til þess að við ætlum að reyna að rjúfa þennan ofbeldishring sem við verðum oft vitni af, að þá vitum við líka að við þurfum að beita mjög mismunandi leiðum og aðferðum til að ná til þeirra sem máli skipta.
Þolendur náttúrulega það sem þarf að beina sjónum að, en til þess að rjúfa ofbeldi þá þurfum við einnig að beina sjónum að þeim sem að beita ofbeldinu. Og það það sem að við hjá Taktu skrefið höfum svolítið verið að reyna að höfða til. Ef ég fæ að stela þessum setningum sem hafa verið settar hér fram, að þá erum við svolítið að reyna að finna leiðir til að aðstoða þá sem að beita ofbeldi að taka ábyrgð á gjörðum sínum til þess að það sé þá kannski hægt að hjálpa brotaþolum einni og koma í veg fyrir frekari brot. En ég set upp þessa spurningu í upphafi. Átt þú í vanda með kynferðislega hugsunum þína eða hegðun þína? Af því að þegar við fórum að stað með þetta verkefni að ætla að reyna að ná til þeirra sem að beita ofbeldi, þá sérstaklega kynferðislegu ofbeldi, að þá vorum við að velta fyrir okkur hvernig náum þeim í þetta samtal. Hefði staðið þarna spurningin, ert þú kynferðisofbeldismaður? Að þá ég ekki viss að tölurnar sem við höfum í dag þeirra sem leita til okkur myndu líta eins út. Svo það var vísvitandi gert að við tókum svona mjög óræðna setningu og sett hana fram með þessum hætti. Þetta loðin setning að því við viljum reyna að laða til okkar þeirra sem að þurfa á aðstoð að halda. Og já, ég segi í þessu samhengi að við teljum að þeir sem að beita ofbeldi og eða hafa hugsanir ofbeldisfulla gjörðir, að þeim vantar samtal og aðstoð sem að við reynum að mæta. Ég kannski gefa ykkur svona pínlítið innsýn inn í af hverju Taktu skrefið varð til með þessum hætti. Ég sálfræðingur og hef starfað mjög lengi innan veggja fangelsanna þar sem ég hitt fólk sem hefur fengið dóm og vissulega beitt grófu ofbeldi. Þau samtöl hafa leitt af sér kannski umræður sem að lítið talað og kannski lítil trú á að eigi sér stað, og það snýr það að mjög margir af þeim einstaklingum sem ég hef talað við gegnum tíðina, þegar þó að þau hafa hlotið dóm, hvort sem þau viðurkenna það ekki, segja samt sem áður, ég vildi að mér hafi staðið einhver aðstoð til boða áður en að ég lenti á þessum stað. Mín túlkun þessi, ég hefði átt að gera eitthvað fyrr, en ég vissi ekki hvert ætti að leita. Svo það í raun og veru svona hugmyndafræðin á bak við Taktu skrefið, að það sé til einhver staður sem hægt að leita ef að fólk hefur áhyggjur eða jafnvel hefur gert eitthvað á hlut annarra. Við erum nokkur sem að standum á bak við Taktu skrefið. Þau eru sko öll í útlöndum að skemmta sér, menn ég stend hér, bara svo að það sé sagt. Ég vona þeir séu að hlusta á þetta í beinni útsendingu, bara svo það sé sagt. Og en við leituðum á náðir ráðuneytanna til að fá stuðning við þetta verkefni, af því að eins og með margt annað að þá þetta bæði kostnaðsamt að leita sér aðstoðar og það þarf að vera sýnilegt. Við töldum að það væri ekki mjög gagnlegt að reyna að fá almenning til að styðja við þetta verkefni, og sem betur fer hafa félagsmálaráðuneytið í raun og veru stutt okkur alveg frá upphafi, og sem og önnur ráðuneyti líka með góðri umræðu og boð á erindi eins og þetta. En ef við hugsum og bara setjum upp hverja við hugsum þetta fyrir, að við hugsum þetta eins og með margt annað, þetta átti að vera svona lágþröskuldar úrræði. Það að segja að við vildum bara sem flestir myndi hafa samband við okkur. Svo við settum fram, þetta var sölupunkturinn okkar, að við settum þetta fram til ráðuneytisins að við værum að horfa til þeirra sem að hafa brotið gegn fullorðnum, gegn börnum, í gegnum netið með einhvers konar hætti, til dæmis með því að skoða barnaníðsefni, og eða jafnvel bara fólk sem hafði áhyggjur af hugsunum sínum eða mögulegri hegðun sinni sem þau hefðu sýnt. Við erum líka að hugsa þetta fyrir fólk sem hefur ekki komið til kasta lögreglunnar, af því að eins og við heyrðum áðan, að þá vitum við að það er undantekning ef að mál rata upp á yfirborðið svona með formlegum hætti. Svo mörg af þeim málum sem við höfum séð hingað til eru kannski jafnvel gömul mál sem verið að taka svo til umfjöllunar seinna meir þegar fólk hefur stundum aldur og þroska til að skilja hver skaðinn af þeirra hegðun hefur verið. Svo við settum þetta fram að það bara væri í raun og veru allir velkomnir, þetta hugsað fyrir fullorðna einstaklinga, ekki börn. Við höfum séð að það hafa, ungir einstaklingar hafa einnig leitað til okkar. Og það hefur verið pínlítið klemma. Yngsti skjólstæðingurinn okkar var til að mynda 16 ára. Það bara svona samkvæmt lögum, en það hafa börn
alveg frá 13 ára aldrei haft samband við okkur. Elsti einstaklingurinn sem hefur komið í þjónustu til okkar var 84 ára. Svo það svona breytt aldursbil sem kemur. Nú, hvert markmiðið með þessari þjónustu? Og ég ætla ekki að fara í einhver smáatriði hvernig við veitum meðferð. Þið verður bara að hafa samband við mig ef þið viljið vita meira það. En fyrst og fremst akkúrat markmiðið okkar að tryggja öryggi og koma í veg fyrir kynferðisbrot af hvers konar toga. Það stóra markmiðið. Hvernig við gerum það kannski óhefðbundnara. Það að segja að við erum að leita til þeirra sem við teljum að hafi verið að beita ofbeldi. Og fyrst og fremst þurftu að eiga sér stað ákveðin vitundavakning það að það sé hægt að leita sér aðstoðar. Við vitum að það ákveðin tækifæri sem gefast við það að taka samtal eitthvað sem að fólk hefur almennt ekki opnað á. Fæstir viðurkenna fyrir öðrum að þeir hafi beitt aðra ofbeldi. Þeir vil ekki sjá sig sem ofbeldismenn eða konur ef að svo ber undir. En það þýðir ekki að þau þurfi ekki að lifa með því sem þau gerðu og þessi tilfinning sem hefur verið svolítið rætt og Sólveig og fleiri rættu að þessi skömm sem fylgir því að vita til þess að maður hafi gert eitthvað á hlut einhvers annars, að hún mjög mannskemmandi. Svo við vildum fyrst og fremst vekja athygli á því að það hægt að gera eitthvað. Þið geti leitað ykkur aðstoðar og við fengum mjög mikla og góða aðstoð við það og við höfum séð að það skiptir mjög miklu máli hvernig þessi aðstoð boðin upp. Það að segja orðavalið og framsetning, hvernig við tölum einstaklinga sem að beita ofbeldi. Að við gefum þeim færi á að það sé einhver möguleiki að taka á ræða hvað hefur átt sér stað og það einhver von sem að breytingar sem að getur fleytt þeim áfram og eins og ég nefndi áðan varðandi þetta aðgengi, að það sé auðvelt aðgengi að okkur. Til að reyna að mæta þessum viðmiðum að þá í raun og veru erum við með þessa virku heimasíðu þar sem að finna bæði leiðir til að hafa samband við okkur, það hægt að senda okkur tölvupóst, það sjálfshjálparefni þarna af ákveðnum toga, við bjóðum upp á meðferðarviðtöl, nánast að kostnaðarlausu. Við veitum líka ráðgjöf og fræðslu, jafnvel til aðstandanda ef svo ber undir og höfum verið í samstarfi til að mynda við lögregluna. Einstaklingarna sem koma til okkar náttúrulega allt fólk sem upplifir sig í einhvern vanda. Við fáum vísbendingar og fólk kemur í gegnum lögregluna og aðra opinbera aðila, sumir leita á náðir geðdeildar til þess að fá aðstoð og fá þá í raun og veru svo þær upplýsingar að hægt að hafa samband við okkur. Við fáum fyrirspurnir nánast vikulega. Dómstólar hafa í raun og veru nefnt þetta úrræði sem leið til að taka á ákveðnum málum. Þið sjáu hér, sumir eiga kannski ekki erindi inn í fangelsi þrátt fyrir að þau hafa orðið uppvís af brotum, en við reynum að mæta þeim sem að koma til okkar með þeim bestum hætti sem við mögulega höfum tök á. Bara svona til að gefa ykkur smá innsýn hvernig þetta hefur gengið, að frá janúar 2022 þegar við hófum þetta úrræði formlega, að þá hafa ca. 130 mál komið inn á borð taktuskrefsins. Í svona gróflega áætlað má segja að 55% mála varðar börn, það sem að annarkvort hugsun eða hegðun beinist gegn börnum. Ég ætla bara að taka sérstaklega fram, ef þið tóku ekki eftir í, að sjálfsögðu höfum við tilkynningarskyldu ef að við höldum að það sé eitthvað sem hafi átt sér stað, sem hefur ekki verið ferlað rétt. 45% mála varðar brot eða hugsanir gagnvart fullorðnum einstaklingum. Helmingun af þessum málum, sirka svona 70 mál, hafa komið að einhver annar vísar einstaklingum til okkar. Hinn helmingur af málunum að því að þessir einstaklingar hafa heyrt í okkur í útvarpi eða séð okkur í einhvers konar viðtölum og leita sér sjálft aðstoðar. Og það vekur hjá mér von að það eru til einstaklingar sem að vilja aðstoð. Það eru sýnileiki okkar og aðgengi gera það að verkum að fleiri leita sér aðstoðar. Það
mjög mikilvægt að eiga samtal og samráð við þolendur hvernig þessari vinnu er háttað og hvernig einstaklingar taka ábyrgð á gjörðum sínum. Við höfum fengið óskir að vera þátttakendur og við höfum tekið þátt í samtölum sem að vísa til uppbyggilegra réttvísir, í sjálfsögðu í fullu samráði við þá þolendur. Sumir af þeim sem koma til okkar þurfa viðvarandi stuðning. Við finnum það líka og reynslan hefur sýnt okkur að það er ekki bara þeir sem beita ofbeldið, heldur líka aðstandendur þessara einstaklinga sem þurfa á stuðning og það er eitt af því sem við ætlum núna að beina sjónum af á þessu ári. En stóra í raun og veru stóru skilaboðin sem við höfum fengið er bara þetta, að það þarf eitthvað annað heldur refsingu til að brjóta upp vítahring ofbeldis og sérstaklega kynferðisofbeldis. Og ein leiðin er því með að taka þetta skref og hafa samband við okkur. Svo við hvetjum alla til að taka skrefið. Takk. Takk Anna fyrir að fara yfir þetta með okkur. Miklar og góðar upplýsingar sem við fengum. Næst ætlum við að skella okkur í pallborð. Hvaða breyttu birtingarmyndir ofbeldis eru þið að sjá í ykkar vettvangi? Og því pallborðið ætlar Magga Dóra, hún segir bara að mamma sín kallar sig Margréti Dóru, hún er skammana. Magga Dóra ætlar að stýra því pallborði, hún er verkefnastjóri ofbeldisgáttar 112 og eigandi Mennskrar ráðgjafar. Og viðmælendur eru Gunnlaugur Thorlacius, yfirfélagsráðgjafi Landspítalans, Jónas Hallgrímur Ottosson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi, Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra samtaka kvennaathvarf, Magnús Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, Skúli Bragi Geirdals, sviðsstjóri hjá Netvís og fjölmiðlanefnd, Svala Jóhannesdóttir, stofnandi Matthildar, samtaka skaðaminnkun og Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttindasamtaka. Gjörið svo vel. Veit ég hvort þið búin að taka eftir því það kom skrið á dagskrána. Við erum komin eftir á. Sem því við ætlum að tala rosalega hratt í þessu pallborði, það ekki? Vantar okkur einn, hvað er Skúli? Skúli? Skúli bara ekki í salnum. Er einhver annar frá Netvís fjölmiðlanefnd? Nei. Ok, heyrðu, við látum það ekki tefja okkur. Við fáum í staðinn hana dásamlegu Ölfu frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Það er í forvarnarstörfum. Hent út í djúpulaugina. Heyrðu, menn hún er komið sér fyrir. Og svona til þess að vinna upp smá tíma. Fyrsta spurningin sem ég langar til að beina til ykkar er hvort þið hafi séð breytingar í birtingarmyndum ofbeldis í ykkar störfum undanfarin ár. Og aftur upp á tímann að gera. Mér langar til þið byggið á svörum næsta á undan ykkur, þannig þið séu ekki að tína til aftur það sem hefur verið gert. En ég hef líka áhuga að vita hvort að fleiri hafi vitað. Þannig ef að þið heyrið eitthvað frá einhverjum sem er að tala, megið bara rétt upp hönd. Og það væri líka bara forvitnilegt að sjá ykkur rétt upp hönd ef að þið kannist við þetta. Þannig við getum svona fengið á tilfinningunum fyrir hversu algengt þetta er. Megar það sens? Ok. Heyrðu. Ég byrja bara líka. Alfa. Hvaða breyttu birtingarmyndir? Herðu, já. Ég sinni sem sagt mest forvörnum fyrir börn og ungmenni innan sveitarfélagana. Og við erum búin að vera að sjá náttúrulega gríðarlega aukningu á stafrænu ofbeldi. Og það er náttúrulega þannig að í stafrænu ofbeldi þá eru líka gerendur oft svolítið ósýnilegir og einn gerandi getur auðvitað náð til margra þolenda þegar við erum að tala um stafrænt ofbeldi og það er svolítið vandinn sem við erum að glíma við. Og við sjáum þetta mikið í skólastarfi og við heyrum þetta mikið frá skólunum innan sveitarfélagana að það er
krefjandi hegðun að aukast og við þurfum að bregðast við því og það bara, já, við erum bara komin á þann stað að við þurfum svolítið að stíga svolítið fast í jarðar, vera markviss í öllum okkar aðgerðum og það sem við sjáum líka, það sem hefur skipt okkur mestu máli samvinna, þvert á kerfi. Að við séum að tala saman en Alfa, ég baði bara að nefna birtingamyndirnar, elskan. Má ég stýra þessu? Já, fyrirgefðu. Herði, birtingamyndirnar eru stafrænt ofbeldi. Einhverju fleiri sem kannast við það? Já, ég fæ kannski bregðast aðeins og eftir vegna þess að það var frábært að hlusta á Þráinn. Mig langar að fá að benda eins á það sem hann var að tala að við þurfum að óna eitthvað og skólar, það ætlum að tala gamla Ísland, skólar fyrir 30 árum voru held ég að mörguleiti eins og hann lýsti, skólar sem voru tilbúin að ýta börnum frá sem þurftu meira og ég held að við séum dálítið að tala inn í umræðu sem ég hef áhyggjur af í dag með það sé einhvern veginn afturhvarfið að við eigum að fara að horfa inn í þá hluti sem við erum að tala Sko stóra breytingin hjá okkur, ég styð stafrænt ofbeldi algjörlega með það klárlega breyting. Við greinum klárlega það að ofbeldi, því að fólk sem ég hef vunnið með einhverju liti 30 ára, við hefum alltaf verið með ofbeldi inn í skólum. Það var bara mikið ofbeldi í Breiðholtinu þegar ég kom það 98, það bara var ekki eins mikið sem fór upp í loft það. Breytingamyndi núna sem við greinum það að við erum að greina ofbeldishegðun fyrir hjá krökkum. Það er að koma fyrir inn hjá okkur að þegar maður var að byrja í þessum bransa hérna, þá voru verkefnin okkar 12 til 16 ára unglingar að stærstum hluta. Við erum miklu fyrir, við erum að lenda í atvikum alveg á leikskólastig sem við verðum vitna. Hin breytingi sem ég held að skipti máli að bara frábært að sitja hérna, að því þetta hefur verið verkefni sem hefur kannski staðið mér nær í langan tíma í kennslunni, sem ég hef alveg áhyggjur af, sem kannski snertir því hérna sem að gerast í samfélaginu, sem krafan það að fólk segi frá og viðbrögð. Og við erum núna reglulega niður í kennarasambanddeildi að fá símtöl frá kennurum sem að fá upplýsingar sem að þeir hafa kannski erfitt með að vinna úr. Og við erum að tala svo ég tala beint inn þess að við erum að tala hérna áðan, kennari sem lendir í því að faðirinn nálgunarbanni mættur fyrir utan gluggann á stofunni. Við erum að tala námsráðgjafa sem kemur inn í framhaldsskóla þar sem að brotaþoli tilkynir atvik á skólaball í gær alvarlegt og brotlegi eða gerði hvað sem var ætlaði brotamaðurinn inni á gangi. Og þetta eru hluti sem við erum allt í einu núna að sitja uppi með að díla við, nýtt átak sem segir segðu frá. Við erum nýlegt dæmi að því erum að tala þverfaglegt kerfi. Kennara sem hringdi búin að tilkynna sama barnaverndarmálið, býsna alvarlegt á okkar mati 6 sinnum áfram en það stoppar í kerfinu. Og þetta líka held ég ákveðin breyting og sennilega kannski var það vegna þess að það var allt of fáum einhvern málum vísað inn í einhver kerfi en við greinum þarna líka breytingu að það verðist vera erfiðara og það getur verið mikil ábyrgð að setja inn í svona kerfi að við séum á þessum stað því að kennarar eru almennt ekki undirbúnir undir það og ég veit, ég ætla að fá að vera að taka smá tíma því að það er svo sjaldnast síðan að ég hitta þennan hópina. Því lykilatriði held ég að þessi þverfaglegu kerfi vinni. Okkur hefði aldrei tekist að búa til betra ástand í Breiðholtinu nema því að löggan var með okkur, með því að félagsmiðstöðvar var með okkur, með kerfin voru með okkur. Við vonandi erum að ná því það er líka ákveðin breyting í gangi. Frábært. Já, sko, við erum kannski á aðeins öðru meiði í okkar þjónustu. Við sem sagt í Matthildarsamtökunum settum nýja skaðaminnkandi þjónustu á laggirnar í 4. febrúar í fyrra og heitir Reykur skaðaminnkandi þjónusta. Og við erum sem sagt búin að sérhanna þjónustu sem snýr að fólki sem að reykja ópíóða, methamfetamín og svo kókaín. Og það var bara mikil brýn þörf á að koma á þjónustu fyrir hennar hóp og á fyrsta starfsárinu þá hafa 220 einstaklingar leita til okkar. Hluti af þeim hópi fólk 16 til 25 ára og öll mál undir 18 ára vinnum við í góðu samstarfi við barnavernd. Það sem, og ég búin að vinna lengi með fólki með vímuefnavanda og svona, sumir segja, svona lif og hrærist í þessum ólögulega hagkerfi og þekki marga og margir sem hafa samband sem treysta samtökunum og mér. Það sem ég sé mestu breytingarnar á kannski tvennt. Eitt að við sjáum aukningu í að sérstaklega ungt fólk að taka að sér verk, afbrot gegn
greiðslu eða á skiptum af vímuefnum. Þetta hefur alltaf verið, en ég finn töluverða aukningu í þessu. Meðal annars að það verið að taka svona ákveðin hita, ákveðnum málum, fara með 1 kíló kókaíni milli bæjarhluta, fara út á land í strætó, taka sér einfaldari rukkanir, brjótast inn á heimili og meiða fólk, og þetta eitthvað svona sem við sjáum að yngsti skjólstæðingarhópurinn okkar mjög mikið og aktífur í, og við höfum verulega áhyggjur af þessu. Hitt síðan það sem ég sé mikil breyting á og ótrúlega þung og erfið mál að það að handrukkanir, eða sem sagt þegar að sölu aðilar eða heildsalar eru sem sagt að reyna að fá pening sem þeim skuldað, sem sagt þeir að vera að kaupa vímuefni. Það í dag, breytta myndi þar að það mjög algengt að það beitt kynferðisofbeldi. Áður fyrr var beitt alvarlegu líkamlegu ofbeldi, frelsissviptingum. Í dag mjög mikið að vera að beita kynferðisofbeldi. Og þetta eru ótrúlega þung mál og jafnvel eru félagar að horfa upp á kynferðisofbeldi. Þau búa í ákveðinni menningu þar sem hefur aldrei verið MeToo og þau var rosalega þolenda ábyrgð í gangi. Þannig að svona nær umhverfi þeirra ekki styðjandi. Þetta hópur af einstaklingum sem mjög erfitt að ná samstarfi við að fara inn á neyðarmóttöku, þannig að þau eru oft ein með þetta. Mikið af strákum sem lenda í þessu og líka náttúrulega konur. Þannig að þetta kannski svona, það meiri harka innan í þessu ólögulega hagkerfi og þar af leiðandi höfum við náttúrulega í Matthildssamtökunum talað mjög mikið fyrir því að við þurfum að endurskoða okkar vímuefnastefnu því hún algjör gjaldþroti. Ofbeldið alltaf aukast, efnir eru alltaf að vera hættulegri og aðgengilegri og þess vegna svona fer þetta mjög mikið saman. Já, takk. Já, komið sæl. Ég þessi myndi Gunnlaugur og ég ætla að tala fyrir hönd Landspítalans. En Landspítalinn eins og þið bara vitið öll hjartað og lunga svolítið í samfélaginu og sveiflast mjög mikið með því sem gerist bara út í íslensku samfélagi á landsvísu. Og við veitum mjög öfluga og sérhæfða áfallameðferð á Landspítalanum og hluti af áfallateymi Landspítalans svokölluð móttaka heimilisofbeldis sem tekur á móti þolendum í nánum samböndum. Og þessi móttaka hún staðsett á bráðamóttöku Landspítalans og þjónustar alla þolendur ofbeldis í nánum samböndum á landsvísu og á að vera svona ráðgefandi fyrir heilbrigðisstofnanir á öllu Íslandi. Mig langar kannski einna helst af því að toppikið hér í þessu pallborði birtingamynd og það langar mig kannski einna helst að lyfta upp 2 hópum. Við fáum auðvitað alla þessa hópa. Það koma allir á Landspítalann sem þurfa hjálp vegna ofbeldis. Ef þeir vilja þar að segja. Það eru 2 hópar sem okkur dettur helst í huga við þurfum svolítið að lyfta upp og gefa rödd og það annars vegar eldri borgarar. Og eldri borgarar sem eru í nánum samböndum, í þolendur ofbeldis í nánum samböndum, það mjög mikil meðvirkni. Það mjög erfitt að fá fólk til að átta sig oft á því að það verði eða sæti einhvers konar ofbeldi og þetta ofbeldi af öllum toga. Fjárhagslegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, jafnvel líkamlegt og mögulega kynferðisofbeldi líka. Þannig að þessi hópur stendur svolítið höllum fæti og á sér ekkert mjög marga málsvara og við heyrum stundum að mig langar svolítið að segja bara í gæsalöppum það tekur því ekki að gera neitt í þessu. Þannig að þegar að fólk kemur á bráðamóttöku vegna einhverra afleiðinga ofbeldis að þá þetta gjarnan svörin sem við fáum. Og það mjög erfið staða fyrir heilbrigðisstarfsmenn að standa gagnvart því að geta ekki gert neitt. Hinn hópurinn sem við langaði aðeins að lyfta upp eru einstaklingar af erlendum uppruna og stærsti hlutin af þeim hópi eru konur sem hafa litla tengingar við innviði og samfélag, tungumálaörðugleikar eru mjög hamlandi og svo framvegis. Þannig þetta væru kannski þeir hópar sem við myndum vilja draga svona útlínur á akkurat núna. Sæl, Alma heiti ég og formaður ÖBÍ réttindasamtaka.
sko bara það ofbeldi sem er í gangi hverju sinni það á við fatlað fólk. Þannig hefur það verið í gegnum söguna og kannski miklu meira en við höfum þorað að viðurkenna. Og þarna hópur sem er oftar miklu berskjaldaðri heldur en aðrir hópar, kannski samanborið við það sem þú varst að nefna, aldra fólk og innflytjendur. En ég held að sé kannski ekkit ný birtingamynd eða breytt birtingamynd nema kannski það að við erum farin að kannski gefa því gaum að þetta sé í gangi. Það hefur verið svona kannski mikill ótti við að þora að segja það upphátt að þarna sé mjög jaðarsettur hópur sem er beittur mjög miklu ofbeldi. Það sama hvaða ofbeldi það og þarna kannski bætist við að þarna mjög kerfislegt ofbeldi líka því að margt fatlað fólk býr í alls konar úrræðum sem þá forræði annarkvort ríkis eða sveitarfélag og þar viðgengst bara gífurlega alvarlegt ofbeldi sem kannski næri ekki að rata út í þá málsmeðferð sem það ætti að eiga heima. En svo náttúrulega líka það að sem betur fyrir bæði bara með tilkomu aktivisma og umræðu að þá hafa fatlaðar konur sem eru miklu líklegri en ófatlaðar konur til þess að verða fyrir hvers konar ofbeldi og til lengri tíma líka að þora að trúa því að réttlætið eigi við þær og að þær geti leitað sér aðstoðar og sótt sín mál. Og það kannski það breyttasta í þessari birtingamyndin sem slíkri, en þetta hópur sem að þarf á samfélaginu að halda og í rauninni ákall til stjórnvalda og samfélag sem að það viðurkenni það að þetta hefur verið í gangi og á sér stað í miklu meira mæli en ratar á borði sem það á heima. Þannig að það er kannski helsta. Þetta var svona merkimitt það að tíminn okkar búinn. Við höldum samt bara áfram. Ég skal vera snögg. Sæl, Linda Dröfn heiti ég og kem frá Kvennaathvarfinu. Ég náttúrulega ekki tekið undir margt hér, þannig að það styttir mál mitt. Það er kannski rétt að það komi fram strax að eðli ofbeldis í nánum samböndum ávallt í grunninn það sama og það kúgun, ógnarstjórnun og einangrun og hverjar sem birtingamyndirnar og helsta áhyggjuefni hér í dag náttúrulega að slíkt ofbeldi ekki að minnka. Það koma upp nýjar kynslóðir að beita sama ofbeldinu með sömu einkennunum. Vissulega sjáum við nýjar aðferðir poppa upp og vissulega stafræna ofbeldið sem í rauninni alltaf að þróast, alltaf að breytast, við þurfum alltaf að vera á tánum og það erum við ekki. Við erum ekki að tryggja öryggi þolenda sem að verða fyrir stafrænu ofbeldi. Við erum ekki skrifa á undan, við erum mörgum kílómetrum á eftir. Kerfin eru ekki að bregðast rétt við og framlínan ekki nógu vel upplýst. Svo það fjárhagslega ofbeldið sem alltaf að taka nýjar vendingar, alltaf eitthvað nýtt að gerast þar líka og verða dýpra og alvarlegra og þetta helst náttúrulega í hendur og stafræna ofbeldi náttúrulega orðið þannig að það orðið auðveldar að fylgjast með þér, auðveldar að komast inn í öll þín gögn. Með rafrænum skilríkjum erum við að sjá aukna stjórnun, konur að missa fjármuni, bankarnir ekki að grípa nógu vel þetta ofbeldi og konur jafnvel að afsala sér ýmsum réttindum hjá sýslumanni með rafrænum skilríkjum. Þannig að þetta svona það ofbeldi sem við sjáum að við erum ekki að ná að grípa nógu vel og alltaf eitthvað nýtt að gerast. Svo það eldri konurnar sem við erum ekki að ná að þjónusta nógu vel og við erum einnig að sjá stóran hóp ungra kvenna, mjög ungra kvenna að koma í Kvennaathvarfið. Þetta eru börn, þetta eru 18 ára konur, 18 til 20 ára að koma úr alvarlegu, löngu ofbeldi og það þarf að bregðast hratt og skjótt við. Þannig að þetta svona það sem brennur á núna. Takk. Það svolítið flókið að koma á eftir öllu þessu fólki með allar sína birtingamyndir. En það sem við sjáum kannski, það sem í því umhverfi sem ég kem úr, það sem við erum með mjög fjölbreyttar gerðir af samfélögum á okkar svæði, og þá sjáum við mismunandi birtingamyndir eftir stærð samfélaga. En allar eiga þá sameiginlegt að það þetta stafræna ofbeldi og skipulag á ofbeldi í gegnum stafræna miðla, sem þó sameiginlegt og þó sérstaklega í ungu fólki. Og við erum að sjá svona alvarlegri birtingamyndir á ofbeldi sem við síðan getum rakið inn á samfélagsmiðlana. Þannig að það og kannski okkar viðbrögð hafa verið þau að við erum búnir að koma á mjög nánu samstarfi við allar stofnanir á svæðinu hjá okkur, félagsmálayfirvöld, og reynum að fá alla að borðinu sem við getum til að tala saman þetta og einmitt að deila upplýsingunum þó þannig að við getum þá unni með þær og brugðist við. Þannig að við vitum öll að ofbeldi smitandi og þannig að lykillinn að þessu að reyna að grípa gerendurna sem fyrst,
hjálpa gerendum vegna þess að flestir gerendur eiga sér marga þolendur. Þannig að ég held að við það er okkar áhersla eins og og samfélagslöggæslan held ég að sé lykilatriði svona til framtíðar, en við þurfum að sýna þolinmæði, þetta gerist ekki á einu degi. Takk, þeir eru náttúrulega bara svo stórkostlegt fólk ég veit ekki hvernig ég á að vera. Ég ætla að fá að stela pínulítið meira af hádegismatnum ykkar, fyrirgefiði, en því mér langar að heyra, aðeins að fá ykkar innslag í það sem ég heyri við erum að meira ofbeldi, fólk að segja meira frá, sem Magnús að segja, og það er að koma upp meira í nærumhverfinu af því að fólk er að leita sér aðstoðar, en svo hvar eru úrræðin? Hvað getum við gert? Sérstaklega þegar við erum að tala ofbeldi sem að fellur ekki beint undir einhverjar lagagreinar, eins og þú veist, svo skýrt kannski með líkamlegt ofbeldi, en svo margt stafrænt ofbeldi og einelti og í gegnum það. Hvernig getum við brugðist við því þannig að það sé einhverjar, að það sé gripið inn í, það sé stoppað og sé afleiðingar? Bara að því þú ert með mikrofóninn. Ég held að eins og ég sagði á hann, ég held að lykillinn að þessu sé samvinnan, að við höldum uppi virku samtali sem örast og síðan þá með alla sem að koma að, sérstaklega þá börnunum og ungu fólki, þannig að þess að heimilisofbeldi það birtist í skólunum og þannig að ég held að þeir séu lykillinn að þessu, að við höldum upp þessu samtali við félagsmálayfirvöld búið við miklum upplýsingum og þannig allan að það er svo áhersla sem við leggjum eins og staðan er. Breiðholtsbræðins, ég á bara algjörlega sammála að því að verandi þetta gamall maður þá fundum við breytinguna þegar allir hverfislögreglugæsla í Reykjavík var skorið niður og forvarnadeildin var bara lögð af. Við bara fundum hlutir að gerast strax, það bara leið og þess vegna hef ég meldingur það að samfélagslögreglan sé að koma sterkar inn og við finnum það líka. Og ég held að þetta samtal skipti bara mjög miklu máli bara alla leið. Við erum, eins og ég sagði, kennarar að sitja upp með mál sem þeir þurfa aðstoð við frá fullt af þessu flotta fólki hér sem þekkir það til. Samtal lögreglu þarf að ná í gegn og það þarf að vera hluti af stærra samtali og ég held að ég ætla að fá að taka undir Landspítalanum. Við erum hérna inni og ég stundum að leika mér að því að því ég bý í hverfi sem er fjölmenningarlegt hverfi. Við erum ekki með mörg sem fæddust ekki á þessu skeri. Og það er auðvitað sameiginlegt verkefni sem ég held að sé lykilatriði því við erum auðvitað líka að greina það að það er ákveðin, við köllum þetta gengjasöfnun, en ég held að sé bara fólk safnast saman með svipaðan bakgrunn. Og það er hluta til það að núna erum við að tala það að börn eru börn til 18 ára aldurs. Það er líka breyting í umræðinni. Þannig að framhaldsskólarnir okkar í dag er að fá inn krakka sem voru ekki inn í skólunum á þeim tíma og það er akkurat alls konar hlutir sem kom upp, hvað sé alvarlega stærri í samfélagi þar sem að eldri einstaklingar verða. Þannig að þetta samtal og ég er algjörlega á því að skólarnir sem eru notabene eina stofnunin sem að margir erlendis ríkisborgarar þurfa að koma til. Þetta er eina þjónustan sem er eiginlega garanterað að við fáum fólk til okkar sem að það má ekki sleppa því. Og það held ég sé tækifæri fyrir okkur í samtalinu að búa til meira samtal byggt á því. Það við erum að nota það. Alfa, skrifa orðið Linda. Ég er bara með svona draumsýn og ég trúi því svo einlæglega að forvarnir séu lykillinn að því að breyta samfélaginu og við eigum að leggja fjármagn og við eigum að leggja tíma fólkinu okkar og tímanum okkar í þetta og ég held að þið kannski hér inni og þau sem eru að horfa í streymi áttið ykkur ekki á því hvað þið eru að gera með því að taka þátt af því þetta er sannarlega forvörn og bara með því að mæta hér og taka þetta samtal þá erum við að taka skref í rétta átt og það er það sem skiptir öllu máli, við séum að tala saman og gangi í takt. Já, ég skal bara örstugt, þetta er náttúrulega risastór spurning sem það gæti verið sér pallborð, en ég held að absolutt forvarnir, nummer 1, 2 og 3 og svo í hinum megin þá er það fræðslan fyrir framlínuna birtingarmyndir og eðli ofbeldis í nánum samböndum. Við erum með risastóran ramma sem við getum unnið inn í sem við erum ekki að nýta. Það er sláandi að sjá nýtingu á nálgunarbanni og hversu illa hún er, hversu lítið það er sótt og hversu máttlust það er enn og við eigum að geta nýtt þennan ramma miklu betur og oftar og tryggja öryggi og ég held að þetta sé, við erum mikið búið að tala hér líkamlegt ofbeldi og við vitum að þetta er bara svo miklu stærra mengi heldur en það
og þar þurfum við fræðslu í dómstóla og annar staðar til þess að senda skýr skilaboð að við séum í þessu saman. Svala, svo held ég við verðum, ég verði rekin út af sviðinu, Guðmundur fyrir að kalla mig Margréti Dóru áður en ég veit af, sko. Sko áskorun þegar maður fólk sem glímir við mjög alvarlegan vímuefnavanda, það upplifir að það hafi ekki aðgang að almennum úrræðum eins og margir aðrir, af því við glæpavæðum það. Og þau upplifa að þau vegra sig við að leita inn í flestöll úrræði og sérstaklega heilbrigðisþjónustu. Og við til dæmis rekum símaþjónustu alla daga frá 12 til 5 og það fólk mjög mikið að hringja alls staðar á landinu og bara óska eftir ráðleggingum hvert get ég farið, hvar ég ekki dæmdur, hvar ég ekki skráð að ég sem ópíóðavanda og etc. Þannig að áskorun okkar svolítið að finna úrræði sem raunverulega getur mætt þeim. Og við til dæmis höfum alltaf átt gott samstarf við Bjarkarhlíð og höfum vísað fólki í Bjarkarhlíð að við vitum að þar ákveðinn skilningur á fólki sem glímir við vímuefnavanda. Það algjörlega game changer að fá félagsráðgjafa á Slysó af því að þar hægt að mynda svona öruggan tönnul inn þannig að fólk þarf ekki að bíða í móttökunni. En þú veist, áskorun bara alltaf þetta, skilur, að harkan verður meir, undirheimarnir verða hættulegri og á meðan að ríki ætlar ekki að taka ábyrgð á þessum markaði, að þá bara verður þetta alltaf svona. Og ég held að við þurfum að hafa þor til þess að taka þetta samtal, þú veist, löggjafinn og stefnan okkar raunverulega skila árangri, af því hún gríðarlega kostnaðarsöm, og þannig náum við að draga úr ofbeldi. Fyrir, þú veist, ef við ætlum bara að halda áfram sömu löggjöf og sömu stefnu, þá bara verður áfram allt þetta ógeðslega ofbeldi í gangi. Og þetta ótrúlega jaðarsettur hópur. Og við þurfum að taka þessu alvarlega. Það að verða fyrir ítrekuðu kynferðisofbeldi og vera beðin að gera hluti sem það langar kannski ekki að gera, af því þú glímir við vímuefnavanda, það á bara ekki að vera boðlegt, en okkur finnst það boðlegt af því þau eru að nota ólögleg vímuefni. Og það bara komið gott. Það komið gott. Við skulum vera sammála því að við þurfum að viðurkenna ofbeldi allra hópa. Já. Gunnlaug, Alma, eina setningu, svo verðum við að hætta held ég. Vil ég skjóta einni setningu áður en ég verði dregin á sviðinu? Mér langar að segja eitt, af því að búið að nefna innviði. Innviðir eru gríðarstaður fyrir þá sem að þurfa einhverja vernd og það eru skólar, spítalar, félagsþjónusta og svo framvegis. En það mikilvægt. Ég bara tek undir það sem hefur komið hérna fram og sérstaklega sem að Svala sagði að við viðurkennum alla þessa mismunandi hópa. Þannig að ég ætla ekki að bæta mér. Takk fyrir allt sem þið gerið og þá held ég að við hleypum út í hátíðismöpp. Aðeins, Margrét, áður ég missi ykkur úr salnum, bíða aðeins, takk fyrir þetta kærlega. Bara praktísk atriði, við byrjum aftur klukkan 1, þannig að þið fáið 40 mínútur. Það afsláttur í Vox restaurant og afsláttur á barnum varðandi mat í hádeginu. Það eru vinnustofur, það vinnustofa A hér í þessum sal. Þessum sal verður skipt upp í tvennt. Vinnustofa A verður hér. Vinnustofa 1 segi ég, nú ætlum ég alveg búin að missa þetta. Vinnustofa 1 verður í salnum Vox. Það gengið dyrnar hérna brúnu og það þverfagleg þjónusta við þolendur ofbeldis. Vinnustofa 2, heimilisofbeldi og landsbyggðin í þessum sal þarna megin. Þessum sal verður skipt í tvennt. Heimilisofbeldi og landsbyggðin, salur B. Vinnustofa 3, ofbeldi og eldra fólk í sal A hérna megin í salnum. Og vinnustofa 4 sem svo nákvæmlega drengir og karlar sem þolendur ofbeldis í sal FG, það upp á annarri hæð. Það hringstiginn og upp á aðra hæð. Við byrjum aftur klukkan 1 og verðum ykkur á góðu. Takk. Ég flakkaði aðeins á milli vinnustofa og það voru fróðleg erindi sem fóru þar fram og góðar umræður. En til þess að fylgja því eftir, þá ætlum við að fá fundarstjóra vinnustofuna hérna upp og ég nefni þá bara í þeirri röð sem þetta kemur á kunni. Það Ellert Geir Ingvarsson sem
fór fyrir þverfaglegri þjónustu fyrir þolendur ofbeldis. Heimilisofbeldi og landsbyggðin, það var Ásdís Ýr Árnadóttir. Ofbeldi og eldra fólk, það var María Pálsdóttir. Drengir og karlar sem þolendur ofbeldis, það var Guðmundur Fylkisson. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að koma hérna upp. Eru blóm með það? Það eru blóm. Ég held að sé bara best að þið fá okkur sæti og svo tökum við þetta bara, þetta samtal svona. María, já. Gunnar, viltu ekki bara koma með þér? Ég held að sé að fari bara best við tökum þetta bara í þeirri röð sem vinnustofurnar eru merktar og þá er það sem sagt Ellert Geir Ingvarsson, þverfagleg þjónusta við þolendur ofbeldis. Hvað segir okkur? Hvað helst á þeirri vinnustofu? Já, takk fyrir þetta, Gummi. Við vorum svöruðum 2 spurningum. Fyrir spurningin var: hvað þarf til þess að tryggja að þolendur ofbeldis fái sambærilega þjónustu eða þverfaglega þjónustu hvar sem þau búa á landinu og hvað stöð var það í dag? Og það var rætt það að fjármagn og mannauður væri helsta áskorunin. Þá segir sig sjálft skortur á þverfaglegu og kerfisbundnu samráði. Það þarf samræðendari vinnubrögð land allt, stuttar boðlegri lykillinn. Eigum að vinna meira samhæft áhættumat, þurfum að geta sest niður saman og meta hættulegu málin. Verklagsreglur sem ekki að virka fyrir þolendur. Í kerfisbundnum samráði að skoða það að samræma alla verklagsreglur svo það tali saman, allir ferlar og verklag. Ungmenni verða að fá sæti að samráðshópum. Þurfum að rjúfa kynslóðavegginn að úrræðin virki líka fyrir börn og ungmenni. Og gæta þess að byggja allar aðgerðir og samráð á gögnum og tölfræði. Það var svona það sem við tókum út úr þessari fyrstu spurningu. Og þá er það önnur spurningin sem var hvernig getum við styrkt samstarf ólíkra aðila, sem lögreglu, sveitarfélag, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis til þess að bæta þjónustu og eftirfylgni við þolendur ofbeldis. Og það var talað gegnsæi, samstarf og upplýsingagjöf ekki mjög straumlínulögð og það vantar upplýsingar það hvaða þjónustu í boði á hverjum stað, hvernig fáum upplýsingar það og höldum betur þær upplýsingar. Meira aðgengi eða allri þjónustu fyrir þolendur, þarf að lyfta ofbeldisgátt 1-2 meira að tala Inngilding skiptir öllu máli, það hafa ekki allir tækifæri til að koma sín á framfæri, þurfa málsvara fyrir samtalið, fatlað fólk útsettara fyrir ofbeldi en annað fólk og skortur á aðgengi að upplýsingum, til dæmis fyrir innflytjendur. Við þurfum að búa til upplýsingar fyrir fólk sem tilheyrir viðkvæmum hópum, heyrnarskert fólk, til dæmis sem talar ekki tungumálið. Það þarf að grípa þriðja geiranum inn með. Áskorun þarf að vera bundin af persónuverndinni, má ekki deila upplýsingum á milli sem stór þröskuldur í þverfaglegu samstarfi. Og svo eru peningandi, það eru helstu áskorunir. Þá þetta komið það sem við vorum búin að punktuðum hjá okkur. Hóp 1, takk. Takk fyrir þetta, Ellert. Þú ert líka samfélagslögga á Suðurlandi og spennandi verkefni sem þær eru í gangi. Vinnustofa 2, heimilisofbeldi og landsbyggðin og Ásdís Ýr. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, takk fyrir. Ásdís Ýr heiti ég hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi vestra. Við vorum líka með 2 spurningar en við komumst nú bara í gegnum aðra þeirra. En það skrifast eitthvað á fundarstjórn held ég. Það var þetta Dísa að hlæja. Annars vegar, ein spurningin var hvernig við tökum frá þær hindranir sem fólk á landsbyggðinni býr við vegna ofbeldis. Og við vorum í raun og veru með
Svo að fara nokkri þættir, annars er sko fræðsla, það var sammert og það þarf miklu meiri fræðslu bæði til ungra krakka, við þurfum að byrja á krakkanum, fræða þau hvað er ofbeldi, það þarf líka fræðslu til fagaðila, við sem fagfólk þurfum líka að vera duglegri að leita ráða hjá öðru fagfólki, fjarlægðir á milli staða, í okkar umdæmi er til dæmis aflið með þjónustu, það rætt það að það er stutt á milli staða þar sem aflið býður upp á þjónustu, hún þarf að vera nálæg og hún þarf að vera veitt af þeim sem er ekki nátengdur inn í samfélagið, að því við sáum það líka því sem kom fram hjá okkur að slúður er til dæmis bara gríðarlega stærsta valdatæki í dreifðari byggðum, í litlum byggðum. Við sáum líka að heimilisofbeldi eins og það er skráð í gögnum lögreglu að það er að öllum líkindum mjög vantilkynnt eða vanskráð hjá lögreglu. Það eru mikið fleiri ágreiningsmál hjá lögreglu á landsbyggðinni heldur en annars staðar. Þannig að það er svona ákveðin slagsíða þar. Að sjá, hvað er ég? Já, og svona við ræddum mikið svolítið bara svona hvernig við þurfum svolítið að vinna út frá þessari menningu sem skapast svona í minni samfélögum og hvernig við eigum að standa saman. Af því að bæði í litlum samfélögum, það er bæði fólkin í því ákveðnar hindranir, þar er bæði nándin og samheldnin, hún er erfið, að hún getur hindrað okkur í því að leita aðstoðar, en hún getur líka verið styrkur og þetta er svona tvær hliðar á sama pening. Þannig að það er svona cirka það sem við ræddum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég hef oft hugsað svona út frá lögguvinklinum. Ég hef ekki starfað út á landi en ég starfað lengi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að sé oftar á tíðum erfiðara að vera lögg út á landi. Það er svona nánar allt saman og maður hittir síðan bara þann aðila sem er að aðstoða í útkalli í búðinni kannski bara sama dag eða eitthvað. En það getur verið kostur líka. Getur verið kostur. Ofbeldi og eldra fólk, María Pálsdóttir, þú væri til að koma að segja okkur aðeins svona frá helstu niðurstöðum. Sæl. Við fórum nokkuð vítt yfir sviðið á okkar vinnustofu sem fjallað ofbeldi og eldra fólk, en kjarninn samt var fjallað nauðsyn þess að hafa skýrt verklag ef að grunur vaknar ofbeldi, sem og mikilvægi fræðslu og forvarna á þessu sviði. Það kom vel fram á okkar vinnustofu að brot í nánum samböndum og eða fjölskyldum geta verið flókin tilfinningalega og spanna yfir langan tíma, og að það sé rík tilhneiging meðal eldra fólks að gera lítið úr eigin vanda og bera ekki sín mál á torg. Vanlíðan og óöryggi getur fylgt í að vera öðrum háður, sérstaklega ef að þessi sem að við erum háð hefur ekki okkar bestu hagsmuni eða heilsu að leiðarljósi. Eldri borgarar geta verið í viðkvæmri stöðu og við veltum því upp hvort að þörf væri á sérstakri löggjöf til að slá skjaldborg fólk að þessu aldurskeiði með sértækri lagasetningu. Það er að segja ef að eldri borgarar eru í viðkvæmri stöðu, hvort að þörf væri að kveða á að það væri sérstakt brot að beita aldraðra ofbeldi að annarri vanvirðandi meðferð eða misnotkun. Og auk þess að hvort að aðilum sem að sinna öldruðum á einn eða annan hátt væri gert skylt að tilkynna ef að grunur væri að aldraður einstaklingur sæti ofbeldi. En fordæmi slíka löggjöf til dæmis í Bandaríkjunum og Kanada. En það kom mjög vel í ljós á okkar vinnustofu að fólk á því sem við köllum þriðja æviskeiðinu eftir að starfsævinni lýkur fjölbreyttur hópur með ólíka þarfir, en það sem þeir eiga þó sameiginlegt að ef að allir eldri borgarar hafa þörf fyrir sjálfstæði og að sjálfræði þeirra sé virt og að hafa ætti mannlega reisn eldri borgara ætíð að leiðarljósi og í hávegum. Við settum fram tillögur að þróa áfram samstarf og verkferla lögreglu, félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu með hagsmuni eldri borgara að leiðarljósi, að þörf væri að tryggja upplýsingamiðlun og þverfaglega samvinnu milli stofnana,
víkja þagnarskyldu þegar þörf á til að tryggja öryggi hugsanlegra brotaþola, þörf á að framkvæma gagnaöflun og rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðum og skoða þessa sértæku lagasetningu sem að ég lýsti hér á undan. En síðast en ekki síst þarf að stór auka fræðslu birtingarmyndir ofbeldis gagnvart eldri borgurum, bæði meðal eldri borgara sjálfra og umönnunaraðila þeirra og í samfélaginu öllu. Okkur var tíðrætt hér í morgun skömmina sem að getur fylgt ofbeldismálum. Þarna skömmin líka, kemur hún líka við sögu, en skömmin, hún þrífst í myrkrinu. Þannig að ef að okkur tekst að draga þessi mál fram í dagsljósið, þá skömmin ekki lengur fyrir hendi. Takk. Takk María. Skömmin þrífst í myrkrinu. Ég held að við séum öll sammála það. Það þrífst nú mjög vel. Þannig að þetta samtalsvegum hér virkilega dýrmætt. Þá það 4. og síðasta vinnustofan, drengir og karlar sem þolendur ofbeldis, og það Guðmundur Fylkisson. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég var svo upptekinn að halda tíma því að Eygló var búin að pressa svo á mig tíman. Ég náði kannski ekki alveg, en ok. Við vorum sett með drengi og síðan karlkyns fatlaða einstaklinga og það voru 4 fyrirlestrar eða 4 kynningar sem voru svo sem allar held ég svona sjokkerandi. En svo ég að reyna að fá eitthvað til úrbóta og þá var það sem svo staðan í dag þá svo mikil vantrú á kerfinu og hvernig ætlum við að laga það, hvernig ætlum við að auka traust fólks á kerfinu öllu saman. Það liggur allt undir. Það var talsverð umræða biðlista og reyna hvað gerist þegar fólk á biðlistum og þá getum við á einhvern hátt veitt stuðning þegar að fólk á biðlistunum. Það voru 2 atriði sem eru nokkuð eins að segja að það var talað forvarnir. Hvað erum við búin að tala forvarnir í marga áratugi? En á einhvern hátt forvarnir og þá komum við ábendingu það að fara aftur í íslenska módelið. Komin kannski tími til og getum við hugsanlega nýtt okkur það á einhvern hátt. Það var, svo kom fólk eftir á þegar það var búið að loka mælendaskrá. Og þá var það hvernig tölum við við tölum í raun og veru niður drengina og hvaða orð erum við að nota. Til dæmis eins og núna í Bakkakotsmálinu þá verið að tala fóstur og fósturheimili og fósturbörn og það taka það öll til sín. Við þurfum að gæta varúðar þar. Eitt sem ég tengdi sem kom í einum fyrirlestrinum, það var það að fötlun ekki skráð í neinum kerfum. Og það bara hlutur sem ég hef upplifað í lögreglu að vera að reyna að hringja í einstakling sem fatlaður og hann skellir alltaf á mig. Ég hef stundum leyft mér að segja það, mér finnst í raun og veru réttindakerfið, réttindi sumra einstaklinga eru farin að vinna gegn þeim. Ég að gleyma einhverju? Rópnum? Nei, ok, takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Það voru góðar og gagnlegar umræður sem áttu sér stað í vinnustofunum og þær niðurstöður verður teknar saman og unnið með þær áfram. Þannig að þið eru laus úr prísundinni. Takk kærlega fyrir ykkar framlag. Nú stöðumalavörðurinn mættur í punkt UTH 36, NY01, OSY 87. Bílarnir ykkar ekki á góðum stað. Fjallakofinn ekki ánægður með lagningu, þannig að þið sem eiga þessa bíla, ef þið munið ekki númerinn ykkar, þá það bara eitthvað vandamál. Hvernig lítur framtíðin út í baráttunni gegn ofbeldi og afleiðingum þess? Hvaða skref viljum við taka í þeim efnum? Pallborðsumræður. Þeim ætlar Dr. María Rún Bjarnadóttir að stýra og hennar viðmælendur eru Grímur Grímsson, þingmaður og formaður starfshóps mótun nýrrar löggæsluáætlunar,
Margrét María Sigurðardóttir, forstöðumaður Mannréttindastofnunar Íslands, Salvör Nordal, umboðsmaður barna, Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála, Sigurður Örn Hilmarsson, varaþingmaður í allsherjar- og menntamálanefnd og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingmaður og formaður velferðarnefndar. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Hafa 4 mismunandi aðilar komið að máli við mig og sagt mér að tala sem allra minnst og sem allra styst og ég rak þau öll á sviðið og ég er ekkert að heilsa með neitt, bara let's go. Eitur og bingo, það er búið að kynna allar svið, þau eru öll búin að setja ykkur í stellingar og þá byrja hraðaspurningar. Fyrsta spurning. Nú erum við öll búin að vera í dag, sum erindin hafa kannski sjokkrað okkur og önnur eitthvað sem við höfum heyrt margoft. Við höfum frekar stuttan tíma en áður en við byrjum með spurningarnar þá langar mig örstutt að spyrja ykkur ef það eru eitthvað svona bara 3 orð og þið hafið 30 sekúndur og ég bara stopp ykkur ef þið farið yfir, eitthvað þrennt sem að situr eftir hér eftir umræðunar áður en við förum inn í framtíðina. Hver býðst til að byrja? Það eru auka sekúndur. Já, vel gert. Það er samstarf, mannhelgi og fræðsla. Glæsilegt. Já, einmitt. Ég var reyndar bundinn á þinginu þannig ég gæti ekki mikið verið með ykkur en kannski, ég veit ekki hvort það hefur verið rætt þetta. Mér er mjög umhugað svona þetta landamærileysi afbrota sem er svona svolítið nýtilkomið. Við förum kannski yfir eftir. Já, ég er undir sömu sökseldur. Ég var ekki hérna í morgun, því miður, en gaman að vera með ykkur núna. 3 orð. Fyrst orðið sem er dettur í hug er samvinna. Ég held að ef við ætlum að geta tekist á þetta þá þurfum við að við geta unnið saman. Upplýsingaskipti kannski annað orðið. Og svo ég læti bara staðan ég man ekki eftir 3. orðinu í bili. Kemur kannski eftir. Já, góðan daginn. Ég var nú að hlusta bara á niðurstöðnar úr málstofunum. Þannig að það sem kemur í minn huga eru ferlar, samþætting og þverfagleg samvinna. Ég myndi segja fræðsla, já, og virðing. Ég held að virðing fyrir börnum og fyrir öllum sem koma að málum, ég held að það sé númer 1, 2 og 3. Frábært, takk. Glæsileg framistæði, fá öll auka sekúndur út af þetta. En það sem í gegnum daginn þá erum við búin að tala breytingar á birtingamyndum, við erum aðeins búin að vera að horfa á svona raunveruleikann eins og hann er núna. En þegar við horfum aðeins fram í tímann, þegar við horfum aðeins fram á við, hvað er það svona sem að brennur á ykkur? Hvað er það sem að svona, þau hugsið að þurfi að leika lykilhlutverk í því hvernig við svona horfum til framtíðar í því hvernig við útrýmum ofbeldi? Þetta er bara fíkniefnalaust Ísland. Ég skal byrja, þetta er nú mjög erfið spurning. En sko, ég veit ekki hvort að ég vil nú helst vera raunsær, getum við einhvern tímann útrýmt ofbeldi? Ég veit ekki, ég vona að við getum minkað þannig að það sé kannski innan ásættanlegra marka. En við gerum það held ég bara með því sem við vorum að segja hérna áðan. Það er að vinna saman þverfaglega að því að geta aðstoða þá sem að bæði verða fyrir ofbeldi og beita ofbeldi. Ég held að sé forvarnirnar skiptir líka gríðarlega miklu máli að við getum áttað okkur á því, eða börn geti átt að sjá því snemma hvað ofbeldi sé. Þá meina ég bæði þegar verður að beita því og þeir sem verða fyrir því. Sjáum það í könnunum að stundum átt að krakka sig, virðist ekki átt að sjá því að þó það hafi verið slegnir þá sé það ekki ofbeldi. Þannig að ég held að fræðsla skiptir hérna höfuðmáli en ég held að ég er svolítið fastur í því að við þurfum að vinna saman. Ég þurfum að draga svolítið marga að. Ég meina auðvitað skóli, foreldrar og tómstundarstarf. Ég held að þetta sé kannski í grunninn og síðan að því að þetta er auðvitað þessi stendur krökkunum næst þegar við tölum unga aðila og síðan er það auðvitað ríki og sveitarfélag sem þurfa að koma að þessu. Já, ég get tekið bara heilshugar undir þetta og auðvitað efast ég því miður að við getum útrýmt ofbeldi en við getum hins vegar telja útrýmt skömminni sem að er risa þáttur í mörgum af þessum svona alvarlegustu og erfiðustu málum sem við erum að fást við. Það er ofbeldi í nánum
samböndum og kynferðisbrotum. Þar held ég að við svona sem samfélag getum stíðið betur inn. Þar verk að vinna. Það svona markmið sem að við getum stefnt að og getum svo sannarlega gert betur í. Já, takk fyrir þetta. Þetta þunga spurningar, en það sem að ég held að sé eitt verkfæri sem við megum nýta betur, það mannréttindamiðuð nálgun. Þessi fræðsla í því og til dæmis eins og UNICEF hefur verið leiðandi í fræðslu í skólum og leikskólum varðandi mannréttindi. Og ég held að það sé eitthvað sem við gætum gert betur og ég hafa líka svo mikilvægt að bregðast strax við og sko ofbeldi bara einn stærsta mannréttindaógn sem við höfum og ekki síst gagnvart kynbundið ofbeldi og jaðarsettir hópar og þetta náttúrulega bara grafalvarlegt og þetta samtal í dag búin að vera mjög áhugavert og margt svona sem stendur upp úr en samtalið og samstarfið gríðarlega mikilvægt í þessu sambandi. Þetta nú búið að vera mjög áhugavert að sitja hérna í dag og fyrsta lagi viljum bara þakka fyrir að fá að vera hérna og ávarpa ykkur aðeins. Eitt sem til dæmis var rætt í morgun var að rjúfa ofbeldis svona hringinn og vegna þess að við vitum það að börn til dæmis sem lenda í vandræðum oft í skólakerfinu eru náttúrulega kannski búa við ofbeldi eða hafa reynslu af áföllum og ég hef miklar áhyggjur af því og við höfum verið að ræða það mikið hjá mínu embætti að ofbeldisumræðan eins og það mikilvægt að vera með þessa vitundavakningu ofbeldi að þá nær hún yfir orðið svo margt og hún nær yfir hegðunarvanda barna. Það farið að tala börn sem gerendur í ofbeldismálum allt niður í leikskólaaldur. Og mér finnst, ég uggandi yfir þessari þróun vegna þess að þarna eru börn sem eru það einhvers konar vandi komin upp, hvort sem það í umhverfinu eða í baklandinu eða hvar það og það þarf náttúrulega að mæta barninu þar sem það og við þurfum að styðja barnið en ekki að gera það að geranda bara frá unga aldri og við erum að sjá það að börn sem, það bara hópur barna og kannski ekki síst drengir sem í þeim hópi sem að lenda utangars í skólakerfinu kannski bara nánast frá fyrsta degi og þau ná sér aldrei á strik og það kom nú reynda fram hérna í morgun í reynslu sögunni að þú veist, börn fara að upplifa þetta sem ofbeldi, gagnvart sér þau tilheyra ekki, þau rekast ekki í kerfinu, þau eru að vel rekin, þau eru verða utangátta. Við erum að búa til umhverfi sem við erum að skapa þessum börnum umhverfi sem þeim algjörlega óbærilegt og gera það verkum að þeirra eina svar og kannski eina hegðun sem þau hafa alist upp við eða fá einhvern veginn skilaboð einhvern veginn að slá frá sér. Þannig ég held að við þurfum, þarna sé mikilvægur hlutur sem við verðum að ávarpa og taka hérna á. Og ég eins og ég segi, ég hef verið mjög uggandi yfir þessari miklu ofbeldisumræðu talandi gerand og þolendur þegar börn eru bara lítil og það hefur komið hér upp í fréttum umræðu þar sem bara það hefur verið að tala refsingar og það hefur verið í skólakerfinu það þurfi bara aukna öryggisgæslu og svo framvegis. Þarna erum við algjörlega á rangri leið og við verðum að snúa þessari braut og reyna að mæta börnunum þar sem þau eru og styðja þau og þarna náttúrulega kemur inn á það að það vantar úrræði, það vantar úrræði innan skólana og allt mögulegt. Þannig að þetta það sem ég myndi vilja sjá að við myndum virkilega leggja okkur fram að rækta þennan garð sem við höfum sem skólinn styðja börnin með fjölbreyttum úrræðum og það alveg hægt. Við sjáum það alveg í ýmsum skólum þar sem þetta hefur tekist vel. Já, takk fyrir að það ánægilegt að vera hérna með ykkur, ég tek undir það og takk fyrir að bjóða mér að koma og deila mínum hugsunum og fyrir hönd Geðeftirlitsstofnunar hingað inn í þennan fína sal og þetta flotta fagfólk sem hér Ég myndi svona vilja byrja á því að segja að þetta tekið undir hér að það eru engar töfralausnir og sennilega útrýmum við aldrei ofbeldi. En kannski byrja á því að segja það að
auðvitað ofbeldi hvort sem það snertir þá og við erum að horfa á þolandan sjálfan eða gerandan, að þá þetta í rauninni mjög stór heilsu og velferðarvá hjá okkur hér á landi eins og annar staðar og í rauninni ýmislegt sem við höfum tækifæri til að gera sem tiltölulega fámenn þjóð þar sem að boðleiðir eru stuttar. Í tengslu við það sem þau hafa verið að segja hérna áðan, þá vil ég taka undir það sem hefur þegar komið fram, en kannski til viðbótar myndi ég vilja bæta við að grunnurinn að því að fyrirbyggja og að veita aðstoð alltaf að greina þarfinnar. Greina hverjar eru þarfinnar þeirra sem að verða fyrir ofbeldi og þeirra sem að eru gerendur. Ég kalla þetta vá vegna þess að ofbeldið og afleiðingar þess geta haft svo rík og stór áhrif inn í líf fólks og lífsgæði fólks til framtíðar. En það sem að þarf að gera að hafa svolítið þarfir þessa fólks í brennipunkti og síðan að bregðast við. En hvernig gerum við það? Við erum held í því miður, ég ætla bara að fá að lega mér að segja það, að vinna mikið í ólíkum kerfum, í ólíkum sílóm og við þekkjum það örugglega úr okkar störfum að þessir einstaklingar eru stundum að geta þetta svolítið milli skips og bryggju þegar þeir eru að leita sér aðstoðar og við erum að meðhöndla vandan með sittkoru mótinu í sittkoru kerfinu. Þannig ég held að það sem kom hérna fram áðan varðandi fræðsluna auðvitað fyrst til þess að stíga fram og útrýma skömminni eins og líka að greina þarfir þessa fólks þeirra sem að verða fyrir ofbeldi og eru gerendur, samþætta þjónustuna í kringum þessa aðila og hefja þverfaglegt samstarf þar sem að kerfin að tala saman og við erum að mæta þessum þörfum, bæta lífsgæði fólks og veita fólki alvöru þjónustu og meðferð sem að hjálpar fólki að stíga út úr þessu. Þetta svolítið gegnumgangandi þema. Ég fór hérna á milli nokkra vinnustofa og svo heyrði maður líka í erindunum í dag. Það eru þessi kerfi og það hvernig kerfin tala saman og kerfin séu oft kannski orðin háð sjálfum sér með mismunandi skilgreiningar, með mismunandi viðmið og svo persónuvernd eitthvað sem kemur kannski aftur og aftur upp og er það einhvern veginn þannig að við séum búin að byggja kerfi sem eru orðin andstæð markmiðum sínum? Er það sem við erum að horfa upp á? Ég taka þetta. Ég held að það geti vel verið bara. Mörg þessar kerfi eru þetta mjög gagleg. Ég sitt núna á þingi en svona venjulega ég lögmaður, hef starfað sem verjandi og réttargæslumaður og komið á alls konar málum. Mér finnst mjög áhugavert þetta sem Guðmundur Fylkisson nefndi hérna áðan að það sé ekki í lögreglukerfunum og kerfunum sem þeir eru að vinna með gert grein fyrir því að fólk sé merkt sem fatlað sko. Ég þekki það á mínum störfum sko að strax bara í hvaða farveg máli fer strax í byrjun. Það getur verið lögreglumaðurinn á vettvangi sem skráir kannski í stað þess að skrá sko brot eða grunum brot sem heimilisofbeldi að skráir það sem minniháttar líkamsárás og það bara grípur, það er bara farið út úr kerfinu. Þannig að og allir þessi verkferlar, endurskoðun og annað sem við erum að reyna að grípa það bara náði ekki, bara út af annarkvort mistökum eða vanga og bara fólksins á vettvangi. Og það náttúrulega líka sem að mér finnst sko, við getum talað kerfi en í grunninn sko byrjar þetta endar þetta alltaf með fólkinu bara á gólfinu, á vettvanginum sko. Ég get talað endalaust persónuvernd, ég held að við séum bara búin að persónuvernda yfir okkur og þetta bara til trafala bara í íslensku samfélagi sko. En það bara efni í annan landssamráðsfund. Ég nótir að þetta, við erum búin að persónuvernda yfir okkur. Ég var á Austurlandi í nokkur ár og þar var ég að leiða starfið Öruggar Austurland og þá var þetta vandamál sem kom upp aftur, sérstaklega milli sveitarfélagana og heilsugæslunnar og lögreglu. Og þetta vandamál sem við þurfum að vinna að. Hvernig getum við tryggt þjónustuna? Auðvitað þurfum við líka að gæta frelsi þessa einstaklinga sem ræðir. Þannig að þetta glíma en við verðum að finna lausn. Já, kannski ég fá að grípa boltan meðan mikrofónin gengur á milli en ég rétti mitt Sigurði Erni mikrofónum vegna þess að ég veit að hann mikill áhuga maður persónuvernd.
og þá sem persónuvernd yfir sig. En málið að sko að ef við horfum bara til þess að við viljum ná þverfaglegri samvinnu, að þá verðum við að geta deilt upplýsingum. Og þá einhvern veginn, finnst mér, persónuverndin farin að vinna gegn markmiði sínu ef það verður kannski til þess að við náum ekki að aðstoða viðkomandi með viðeigandi hætti. Þannig að allar svona hömlur á því að geta deilt viðeigandi upplýsingum til þess að ná árangri með viðkomandi einstakling eða einstaklinga, að það held ég að sé vandinn við það. Vegna þess að ég trúi því að það sé það allra mikilvægast að það að geta unnið saman að þessu. Ég held að sé engin ein stofnun sem að mun redda þessu og við erum auðvitað 400.000 manna samfélag en við erum orðið ansi flókið samfélag og ég held að þess að sé mikilvægt við getum einhver leyti brotið upp það sem þarf til að geta deilt upplýsingum. Og það hefur verið til dæmis í lögreglunni, þá höfum við verið að tala upplýsingamiða á löggæslu, að reyna að miða okkar starf við það og við erum kannski, lögreglan kannski þannig að sko, hún getur tekið við miklu upplýsingum en getur gjarnan ekki deilt upplýsingum. Sama með heilbrigðiskerfið og það hefur verið alveg, og við höfum ekki gleyma því að það eru til alls konar úrræði, alls konar brýr það sem er verið að reyna að byggja á milli þessara stofnana til þess að geta tala saman. Það er kannski ekki, það vantar kannski svona heildar áhrifin að því. Því miður þá það þannig að kerfin eru ekki að þjónusta borgarana í þeim mynd sem það ætti að gera og við sáum það nú bara mjög vel í Kveik í gær að það bara frábending frá geðheilbrigðismálum ef fólk með einhverfu og geðheilbrigðisvanda og þá bara geta stofnanir sagt nei, við tökum ekki viðkomandi að þeirra með þetta tvennt og maður spyr sig hvernig í óskopunum getum við verið með velferðarkerfi sem bara ákveður að þjónusta ekki eitthvað ákveðin hóp og þetta á náttúrulega við börn og svo fullorðna og þetta býsna stór hópur, þetta var náttúrulega alveg hörmulegt að sjá þetta í gær og þetta auðvitað því miður, heyrir maður fleiri dæmi það sem stofnanir geta svona bara skilgreint sig frá vanda og þá ekkert ljóst hver á að taka við. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem við getum ekki liðið í okkar samfélagi. Varðandi, sko annað sem ég held að sé vandamáli í sambandi við kerfið það að við erum að koma með lausnir og þá koma þær oft ofanfrá og þær eru settar svona að fara alveg frá efsta lagi og niður á gólf. Svo ná þeir bara aldrei niður á gólf. Þannig að við þurfum að koma með lausnir sem raunverulega bæta þjónustuna við fólkið sem að þjónusta fólki á gólfinu. Þetta verður að ná niður. Þetta stoppar oft í svona bara alls konar einhverjum stofnunum og starfshópum og alls konar og svo þegar þetta komin á gólf þá ekki peningarnir lengur til eða klárast kannski 1 ár eða hvernig það er. Þannig að við þurfum núna, ef við ætlum að bæta þjónustuna, þá þurfum við að bæta þjónustuna við fólki. Við þurfum að bæta skólana sjálfa, ekki sko hugmyndina skólana. Þannig að við þurfum að fara alveg niður á gólf og þá getum við bætt þjónustuna við fólk. Já, heyrðu, ég langaði með þetta, vonandi það eru að koma upp á yfirborðið ýmis mál sem eru vonandi undirtekningar eins og þetta sem að Salvör að lýsa. Ég get alveg tekið undir það og sagt frá því hér að við höfum upplifað það á starfstíma okkar stofnunar frá 2022 að við erum að fá innsendi erindi og erum að rannsaka okkar frumkvæði ýmis mál þar sem að þetta stundum því miður rauði þráðurinn og þess vegna ég að tala um þessa sílóahugsun að til dæmis börn með flókið vanda að detta milli skips og bryggju vegna þess að ég ætla bara að segja að þeim vísað frá Pontíusi til Pílatusar. Ýmist þau eiga að fara á Bugl, eiga að fara á Stuðla, hvar eiga þau heima og hvar á þjónustan heima. Þess vegna ég að segja við búum tiltölulega í litlu landi þar sem að við ættum að geta samræmt lausnir og sem betur fyrir vilji fyrir því og verið að vinna því núna í fyrsta sinn að það eru 4 ráðuneyti að vinna saman að því til dæmis með börnin með flókna vandann. Hins vegar vildi ég líka segja það að fá náttúrulega takja verið kannski komin út fyrir spurninguna að við erum hins vegar ef við tölum áfram börnin að þá erum við með lítinn hóp af börnum hér á landi sem eru með flókið vanda
og þau geta ekki beðið eftir því að 2 ára áætlun birtist og nýtist þeim. Við þurfum átak fyrir þessi börn og við þurfum að byrja að æfa okkur strax í að láta kerfin vinna saman fyrir þau og bjarga þessum krökkum. Það er svona mitt mat. Hins vegar eru kerfin búin að, eru þau að þjóna tilgangi sínum eða hægt að þjóna tilgangi sínum var spurningin. Þá vil ég taka undir mig Grími. Ég held að margt sé mjög vel gert, bæði í menntakerfinu, í heilbrigðiskerfinu og í velferðarkerfinu. Ég trúi því að þar sé fagfólk í fremstu röð sem hefur góðan ásetning að gera vel, en kerfin eru með afmarka hlutverk og þau þurfa að tala saman og það þarf að brjóta niður múra og það er hægt með lagasetningu að leyfa bæði lögreglu og heilbrigðisstofnunum, félagsþjónustum að deila upplýsingum sín á milli. Og við til dæmis erum meðal annars stofnun, reyndar eftirlitsstofnun, sem að þjónum fleiri en einu og fleiri en 2 ráðuneytum. Þannig að við erum getum unnið þverfaglega og er þvert á málaflokkana. En ég hef gjarnan sagt það líka, þú ert með persónu og þú ert með einstakling, þá bútar þú hana ekki niður eftir ráðuneytum. Og þarft samræmda þjónustu fyrir mannesku út frá hennar þörfum. Bútum ekki fólk niður eftir ráðuneytum. Það eru góð skilaboð. Það er ákveðin samhljómur í því sem þeir eru að segja og það er kannski gott. Það er jákvætt. Og ég held að þegar ég horfi hérna yfir salinn hvað er frábær mæting hérna og hvað er mæting frá rosalega fjölbreyttum geirum og hópum samfélagsins, að þá er það líka hvatning í sjálfu sér vegna þess að svona fundur fyrir 20 árum verið óhugsandi held ég. Þar sem að fólk frá þessum ólíku geirum gæti verið að tala og jafnvel svona opinskátt að það væri kannski ekki allt alveg eins og best vera á kosið. Þannig að það er líka ákveð þroski sem að hefur náðst í umræðinu að við getum talað kerfin okkar með gagnrýnum hætti án þess að tala þau niður. Þannig að ég vildi bara hrósa ykkur sérstaklega fyrir það. Það eru 7 mínútur eftir að þessum tíma. Ég er með motto í lífinu sem er svona passlega raunveruleika tengt að það er til nóg að tíma og peningum. Og auðvitað sem sagt er þetta oft erfitt fyrir manni minn, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þetta er samt ákveðin svona, þetta er ákveðin hugsunarleið vegna þess að eins og við hugsum kerfið okkar, ef við hugsum íslenskt samfélag, þá er til nóg af peningum í þessu samfélagi. Það er til fullt af peningum. Hvað getum við gert til þess að þeir fari á betri stað? Hvernig getum við hjálpað vegna þess að þetta er samvinnuverkefni? Hvað getum við gert til þess að hjálpast til að forgangsraða þannig að tíminn og peningarnir fari í rétta hluti og þið hafið svo cirka 30 sekúndur á mann. Þetta er frábært upplegg. Ég beðst afsökunar fyrirfram. Já, ég byrja. Ég langar til að byrja að segja það þegar maður sem stjórnmálamaður fer og heimsækir fólk, þá eru allir sem þurfa peninga. Já. Allir. Þannig að þá er þetta eins og spurningin varðar, það er hvernig við forgangsröðum þeim. Og ég kann ekki á einhverjum sekúndum að segja hvernig það verður best gert. En ég held við verðum samt sem að hugsa til þess hvað er það sem skilur okkur mestu tilbaka. Og ég held dæmis að því að það var nefnd þátturinn í gær á RÚV, að það er fullt af fólki sem getur gefið þessu samfélagi svo mikið ef það fær rétt inngrip snemma. Það sé grundvallaratriði og við ættum kannski að reyna að forgangsraða peningum einhver litið þangað. Já, einmitt. Já, þegar stórt er spurt, ég held að í grunninn er talað í svona breytingastjórnum sem við erum grunninn að fást við, að þá þarf alltaf svona sense of urgency. Ég kann nú ekki þýða það yfir á íslensku svona, en fólk þarf að finna til að það sé áríðandi að grípa til aðgerða. Og ég held að við, svona sem samfélag erum að einhverju leyti segum bara svona almennt andvaraleysi þegar kemur að þessum málum, svona fallega orð duga ekki, svo er þetta hitt bara þetta klassíska sem ég verð nú stundum var við þetta er auðvitað svona þverfaglega vandamál en fagstjórnirnar sjálfar þetta er svona, þó maður halda á hamri þá er ekki allt naglar
Og þá held ég að stór hluti af þessum málum sem að koma inn á borð til að mynda lögreglunar byrja náttúrulega sem svona félagsleg mál, sko, velferðar og félagsleg mál, sko, að ég held að að styrkja stuðningur þar skila sér margfalt, sko, annars staðar í samfélaginu. Ég tek undir það sem búið að segja þetta undan. Þetta grunnurinn allir saman að hugsa vel börnin okkar, við vitum það. En að það sem mig langar kannski að taka þetta í aðeins aðra átt og það sko, mér finnst kristallar vel í dag sko líka mikilvægi sko frjálsra félagasamtaka því að almenningu virðist á einhvern hátt eiga erfitt með að nálgast þessi kerfi. Þannig að við megum ekki gleyma þeim, þetta samfella, við erum öll að vinna saman en ég held að þessi umræði væri ekki í gangi hér nema fyrir þrýsting frjálsra félagasamtaka. Þannig að, já. Já, ég held að það er náttúrulega bara mjög brýnt að til dæmis að útrýma þessum biðlistum og efla úrræðin, þannig að vandi til dæmis að því nú hugsa ég þetta náttúrulega út frá börnum að við erum bara að sjá það að vandin vex, færa grassera og vaksa allt og lengi og verður náttúrulega orðin mjög erfiður og bara mörg ár kannski farin að lifi barns í súginn og þetta er náttúrulega óskaplega dýrkeypt og bara, þetta er náttúrulega bara hræðilegt. Þannig að ég held að það sé engin spurning að við eigum að forgangsraða peningum þangað. Síðan langar mig að segja svona í lokina því ég held ég fá ekki mækin aftur að við eigum, og það er auðvitað mjög gott í þessar ofbeldisumræðu, þá er náttúrulega farið að hlusta miklu meira á börn og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og við sjáum það líka bara í öllum samtali við börn að þau hafa líka alls konar hugmyndir og lausnir. Þannig að til dæmis inn í skólunum og þau eiga náttúrulega fá að koma að þessu borði og þessu samtali það hvernig við getum bætt til dæmis stöðu barna inn í kerfunum, hvort sem það er inn í skólakerfinu eða öðrum kerfum. Já, ég skal lofa að vera fljót. Ég tek undir þetta með biðlistana. Ég hef nú gjarnan sagt það líka oft í gegnum tíðan og það hafa verið að tala biðlista fyrir sálfræðiþjónustu fyrir börnin í heilsugæslu eða annað slíkt. Biðlistin einn og sér er kannski ekki vandamálið, heldur biðtíminn. Tíminn sem þú bíður á listanum. Og það þarf klárlega, ég er sammála því að það þarf klárlega að skoða það því þar ert að greina upphaf af einhver vanda, þú ert að greina einhverju, þú ert að greina ADHD, þú ert að greina einhvern vanda ef við erum að tala börnin. Þegar þú segir að nóg til að peningum, þá sé ég nú fyrir mér svona söfnunarátak í sjónvarpinu. Ég sá það svona ljóslifandi fyrir mér. Hvert ég var að sækja þessa peninga og það er alltaf sótt í ríkissjóð. Það er tvennt sem ég mætti nefna, þá er það sem ég nefndi áðan. Það eru börnin með flóknasta vandan. Við þurfum að bregðast hratt við fyrir þau. Þau geta ekki beðið. Og svo er það heldur líka þetta sem við nefndum líka áðan með eldra fólkið okkar. Það er mjög stutt á milli það sem við köllum félagslega einangrun og vanrækslu og ofbeldi. Það er þunn lína þetta á milli og það þarf fræðslu og vitundarvakningu. Frábært. Ég ætla að hrósa ykkur, við erum 1,5 mínútu á undan og ég ætla að gefa ykkur hana. Þannig að þið megið nota hana að vild. Þið megið grípa mækinn. Það sem mér hefur lást að segja núna hérna upp á sviðinu er það að við þurfum að miða, held ég, nálgun okkar við áföll. Ég held að áföll sé eitthvað sem við þurfum að horfa á. Hvaða áföll verður einstaklingu fyrir og hvernig getum við meðhandla þau. Ég held að við þurfum að hafa svolítið fókus á áföll. Ég greip mækinn áðan til þess að koma að því sem ég vildi absolutt koma að. Go for it. Ég ætla bara að taka undir með Grími. Ég held að áföllin geta oft verið rótin af mörgum vanda sem að þarf að greina, talandi þarfir og síðan þurfum við að byggja upp áfram þjónustu í kringu það. Og svo eru þetta viss veikindi og annað sem maður getur spilað inn í auðvitað líka hjá fólki, fatlanir. Við þurfum líka að hlúa að fatlaða fólkinu okkar. Við höfum ekki gleyma því. Ég er rosalega ánægð með verkefnalistan sem þið eru búin að gefa ykkur hérna. Þið eru að fara að breyta lögunum, 2. Þú ert að fara að keyra í söfnunarátak. Þið ætlaði að stýra útdelingunni, bara til hamingju með þennan frábæra panel. Takk fyrir.
Kærar þakkir fyrir þetta. Svona rauði þráðurinn í þessu samtali sem við höfum átt í dag við þurfum að eiga samtal, við þurfum að vinna saman, við þurfum að hafa samráð og svo það bara söfnun á RÚV. En mér finnst reyndar sem spurningin var hvaða skref viljum við taka í þeim efnum að berjast gegn ofbeldi og mér finnst nú Sigurður hafa alveg fókusað það í nokkrum orðum. Við erum að persónuvernda yfir okkur. Ég held að það sé allavega hluti af vandamálinu sem við getum breytt. Ekki spurning mínum huga. Það fer að líða að lokum og ég bara ætla að hrósa öllum þeim sem hafa komið upp að ég hef ekki þurft að skamma mikið fyrir að fara við tímann og sérstaklega Maríu Rún, hún var alveg upp á 10 í þessu. Sendi mér skilaboð hérna í miðju, hvað átti ég aftur að vera lengi? Þannig að ég svaraði því 15. Jú, ég segi frá öllu. En mér langar bara svona rétt í lokin, áður en Grímur Grímsson settur ríkisstjórnarstjóri kemur hérna og slítur fundinum að aðeins að ég skila bara bréfinu mínu strax. Afsakið. Grímur Hergeirsson, settur ríkislögreglustjóri. Að ég búinn að eins og ég upplýsti hér í morgun, búinn að vera lengi í lögreglunni, 38 ár og ég búinn að upplifa allt sem búið að gerast, hvernig við vorum fyrir 38 árum síðan og síðan það sem við erum að gera í dag og ég sé alveg gífurlega mun. Ég sé alveg gífurlega mun á úrræðum og öllu í kerfinu og við megum ekki gleyma því að við erum búin að gera fullt af góðum hlutum en við getum gert betur. Og ég held að ég svona bara, síðan sem ég segi, við skuldum þeim sem lifa af ofbeldi meira viðbragð í augnablikinu. Við skuldum meiri samfellu í þessum aðgerðum sem við erum að vinna að. Við skuldum meira samstarf og við skuldum lausnir sem endast. Það sé svona frá mér. En Grímur Hergeirsson, velkominn í púltið. Já, þakkaði fyrir þetta Guðmundur minn. Komið sæl, kæru þáttakendur og gestir. Við erum að ljúka degi sem að ég vona hafi skilið eftir spor í huga okkar allra. Ekki vegna þess að við höfum leyst vandann. Ofbeldi hefur og mun því miður fylgja okkur mannkyninu sinn. Heldur vegna þess að við höfum sýnt að við getum horft á þetta vandamál saman. Með opnum huga og sameiginlegu vilja til breytinga. Ég vil þakka öllum sem að komu hér saman í dag, öllum þeim sem að héldu erindi, viðmælendum, öllum sem tóku þátt í pallborðum, bæði frá lögreglunni, frá sveitarfélögum, frá heilbrigðiskerfinu, fjölbreyttum fulltrúum frjálsra félagasamtaka, fræðafólki, þingmönnum og fulltrúum lykilstofnana, auk allra þeirra sem hafa verið með okkur hér í dag, bæði hér á staðnum og í streymi. Þið, hvert og eitt, táknið í rauninni það þverfaglega samtal og samstarf sem algjört skilyrði fyrir því að við náum að tryggja nauðsynlega vakningu, viðbrögð og valdeflingu til þess að bregðast við ofbeldi og afleiðingum þess og þannig stuðla að enn öruggara Íslandi. Sérstakt þakklæti fær ráðherra félags- og húsnæðismála fyrir samstarfið og að baki þessum samráðsfundi, landssamráðsfundi og öll þið sem studdu við skipulagningu dagsins. Ég vil líka þakka sérstaklega svæðisbundnum samráðsverkefnum lögregluembættanna og samstarfsaðila þeirra fyrir mikilvægar vinnustofur hér í dag. Ábendingarnar sem komu fram í vinnustofunum verða teknar saman og þeim deilt áfram.
Þær munu leiðbeina okkur í vinnu að bættu kerfi, hvort sem það varðar þverfaglega þjónustu við þolendur, viðbrögð við ofbeldi gegn öldruðum, leiðir til að vinna gegn heimilisofbeldi hringinn í kringum landið eða bættum stuðningi við drengi og karla sem þolendur ofbeldis. Á hverju ári svara 7% Íslendinga að þau hafa orðið fyrir ofbeldi í þolendakönnun lögreglunnar eða tæplega 30.000 manns. Nýjar birtingarmyndir eru þróaðar. Oft fær enginn að vita af ofbeldinu nema þolandi og gerandi. Eitt af því sem einkenndi þennan fund var skýr samstaða að við getum ekki unnið þetta verk hvert og eitt. Lögreglan ein getur ekki stöðvað ofbeldi. Félagsþjónustan ein getur ekki brotist í gegnum einangrun þolenda. Heilbrigðiskerfið getur ekki meðhöndlað sárin sem ofbeldi skilur eftir sig eitt og sér. Og félagasamtökin okkar, eins frábær og fjölbreytt og þau eru, þau geta ekki gert þetta ein. Og þaðan að síður einstaklingarnir, hver í sínu horni. Aðeins saman getum við breytt hlutunum til batnaðar. Aðeins þannig. Góðu gestir, takk kærlega fyrir daginn og ykkar framlag til fundarins. Ég segi þessum landssamráðsfundi ofbeldi slitið. Takk.